Komið sæl. Ég held að við séum komin í beina útsendingu. Það væri gott að sjá ef að tjattið sér okkur. Og við erum með þrjusugóðan gest. Við ætlum bara að byrja að fá að kynna hann. Kjartan, bara fá að kynna þig. Já, Byrja þér. takk fyrir, góða kvöldi. Ég heiti Kjartan Magnússon og formaður Hjálms, unglingahreyfingar miðflokksins í Norðaustu kjördæmi og er líka að vinna fyrir þingflokkin hjá miðflokkin. Já, takk fyrir að bjóða mér. Þetta verður með við hvernig þið hafið látið hérna síðustu 5 mínútur og þá held ég verið að fara hérna vel á hann að klukkan gengur 10. Nei, við erum út í góðum höndum. Við getum lofað þér því. Ef þú ert ekki hægri aukamæður eða svona, hvað maður að segja, með ákæri með hryðjuverk, þá ertu heldur góður heldur bara. Já, ég held það. Sverrir hefur heldur ekkert verið að móðga neina hérna. Nei, ég hef lagt mikið upp úr því að halda þessu, gera þetta safe space fyrir öll. Já, þýða á góð umræðu. Já, við verðum að vera með gott. Tryggjum hérna fyrst og fremst gott safe space. Hann óttar með okkur í kvöld, hann kemur inn á eftir. Hérna, við erum búin að þurfa að fresta síðustu 2 kvöldum að koma upp neyðartilfelli síðast. Við viljum ekki segja hvað það er. Sverri, þú lýstur serious pegging accident. Viltu lýsa því eitthvað nánar? Nei, sko, ég er alltaf, það hefur verið mikið vesen á mér alltaf í gegnum árin, sko. Það voru nokkur sem sendi mér skilaboð bara hvað ert þú að gera núna? Þetta var náttúrulega bara slys. Þetta var ótengt mér, sko. Já, fuck man, já. Þú hrasaðir. Ég hrasaði, nei. Herðu, tjattið er strax byrjað, það er bara what's up homies, já það er Sverrir. Herðu, nenni að byrja, ég ætla bara að byrja að beðast hérna áhorfendur bara strax afsökunar á því að ég verð ekki í bjór í kvöld. Konan mín er bara komin alveg á steypirinn, hún gæti átt hérna bara hvenær sem er. Já, svona er þetta bara, ef að það gerist þá vil ég bara ekki vera að taka á móti barninu mínu fullur, það er ekki fyrstu kynnin sem að ég óska eftir. Þannig að ég byrst afsökunar á því en ég ætla að reyna að vera jafnleiðilegur edrú. Ok, ég hef trú á þér sko. Það hefur ekki verið vandamál fyrir mig hingað til. Herðu, bara ef ekki fara bara í fyrstu spurninguna áður en við förum í það sem ég var með. Það er bara strax koma spurningar. Það er hverjir eru bestir og vestir á fuglaforritinu? Það vendur að vera að meina Twitter. Ég væri til í að gesturinn myndi jafnvel taka þessa spurningu fyrst. Hverjir eru bestir og vestir á Twitter? Ég held að vestir á Twitter, það eru réttlætisriddararnir. Það eru nokkrar eftirlegu kindur vókárana sem þeir eru eins og hérna hermennir japönsku þarna á eyjunni sem voru til 1967 að verja hana fyrir Bandaríkjamönnum. Þeir eru þar. Ég ætla ekki að segja meira um þá. Hundur ekki einhvern bara daginn sem að var hana ennþá. Það er alveg geggjað maður. Bældi hvað það verið mikið skellur þegar hann var ennþá hana. Búin að vera hann í 50 ára eða eitthvað, nei hvað, þú veist. Og endaði 45, það er svolítið langt síðan þetta var búið, sko, 80 ára eða eitthvað. Já, það eru þeir sem eru vestir. Ertu með eitthvað svona í huga, kannski eitthvað sem búið að dreifa mikið að myndum af undanfarið? Ég hef ekki hugmynd hvernig átt að tala. Jú, það er náttúrulega, hann er sterkur kandidat, sá ágætti maður. Er það ekki fyrir hann formaði vantrúar? Er það? Ég myndi þetta ekki vilja að hann myndi hætta, þú veist, á Nei. Hann er búin að gera mjög mikið fyrir mig. Hann er orðin að saggripi, sko. Já. Það má vera þarna áfram. Það verður bara áfall fyrir mig og mína fjölskyldu og hann myndi eyða aðganginu sínum, sko, og bara ekki. Ég hafði bara áhyggjur af því að menn væri ofleiðileg við hann og hann myndi hætta, sko, og við verðum aðeins að slaka á strákar. Það er reyndar eitt sem eiginlega trónir yfir öllum, það er þarna sentilmenni, sko. Haukur Braga. Maður sé til að nafngreina sem leiðilegasta mann forritsins. Veitu hver það séru? Haukur Bragason, hann er minn maður. Þeir eru í hlaðvarpi saman. Hann er með hérna. Ég sá hérna myndbandi sem að var að ganga inn á milli okkar. Það var ekki Þorsteinn Jóð sem að var að drulla yfir alla sem var ekki kall feministar. Þorsteinn Vaff. Já, Þorsteinn Vaff fyrir ekki, já, það er basically sami maðurinn. En hérna, það var hrikalegt helvítið. Svo endar hann á þetta, er ég ógeðslega reiður það? Það er með Hauki Braga, sko, hann er með honum. Já, er það? Já, ok, þeir eru bara svona, bara mögulega besta teimi nettis. Þeir eru svo frumleg líka með nöfn, sko, tveir kallar eða eitthvað. Já, frumlegt. Þetta er mjög illa vegið að Þorsteinn Jóð. Þetta er eiginlega að biðja hann að fjölskyldu afsökunar, sko. Já, en þú veist, hann skuldar okkur nú svolítið fyrir hrunið, sko. Hann satt vann það eiginlega allt upp þegar hann satt kjur með hann að Helgi Hrafn flúði úr pontunni þegar jarðskjálftinn fór á Alþingi, hafði ekki séð það? Ja, hann er töffari, sko. Hann satt bara pollrólegur, stóð upp og dinglaði bjölluna með Hvern eru það að tala? Þorsteinn Jóð.
Ég sagði þú Þorsteinn Jú. Já. Ég sagði Þorsteinn, nei, hérna. Það er sjónvarpsmaðurinn. Það er sjónvarpsmaðurinn, þannig að við erum búin að vera að ruggla rugglingnum saman, sko. Þetta er svolítið skemmtilegt, en þetta er svona tvöfaldar rugglingur. Þetta ekki fáður í glas og það sé eitthvað að marka. Já, Þorsteinn Jú fín. Já, það er toppmaður. Já, þeir eru allir ágætir nema þessi sem ég ætlaði að tala sem er hérna Þorsteinn Píka, bara svo við gerum það alveg. Já. En við verðum að fara yfir í skemmtilegustu. Já, mér langar samt aðeins að plugga þeim félögum með Hauki Braga og hann er með þeim mitt hlaðvarp með Þorsteinn ef það er upp á hlaðvarpið mitt þessa dagana. Ég hlusta okkur einasta þátt hjá þeim. Það heitir 2 kallar, bara allir að fara að hlusta. 2 kallar, já. Þeir skilgreina sig alveg sem kalla. Skilgreina sig, já. Getur ykkur áhorfandi þess að þátt að senda spurningu á þá? Getið þið skilgreint hvað karl er? Ég er ekki vissum að ég tæki þetta væri ansi fordómafull spurning. Já, okay. Þetta býður upp á hatursorðræðu. Ég biðst afsökunar. Spurning. Ég bið öll afsökunar sem er að hlusta. Já, biður öll afsökunar, já. Já, skemmtilegt, það er komin ákveðin krísa í landið þegar að rektor getur ekki einu svona fagbeikt rétt og þegar einhvern veginn, veit ekki, öll þessi hugmyndafræði síðustu, sko, vísindi og háskólinn sem ætti nú að byggja á vísindum ekki satt og svona sem er ákveðin aðferðafræði. Svolítið stór grafar hins með þér. Já, ég kannski að svona bera í bakkafullan lækin að byggja Háskóla Íslands sem að fara eftir vísindalegri aðferðafræði. Því er einhvern veginn kastað á glæ þegar kemur að kynjafræði og svona ákveðnum húmorískum fögum á meðan að sum þeirra halda ennþá í þú veist, vísindalega aðferðafræði að þá er það með kynjafræðin, hún bara gera það enga veginn og þetta er bara í rauninni marxísk byltingafræði sem að byrja með Frankfurt-skólanum og þetta er í rauninni alveg stórgallað og rektor eiginlega fer bara fyrir þessari ómenningu sem er alveg sorglegt. Ég held að við hefum aldrei haft verri rektor við Háskóla Íslands. Þetta er alveg skelfilegt að horfa upp á þetta. Hún er eiginlega dálítið berrössu sko fyrstu vikurnar núna með þennan mann sem var hérna rakin úr fyrirlestri, ég tala var það Ísraels maður eða það var eitthvað, þetta var eitthvað svona fólki sem er öskrandi við Palestínu, það gæti ekki unna þessi maður var að tala og hún er þögul það og svo er þetta háskóla. Er rosalega vókal og vók með aðra hluti sem að skipta hana greinilega máli og hugmyndafræðina sem hún styður. Svo líka áhugavert á RÚV þegar hún var alltaf að koma þar og kommentara eins og hún væri eitthvað hlutlaus aðili. Bara, þú veist, alveg fyrst demokrati í flokknum og þú veist, bara aktivisti fyrir demokrata og kom alltaf ykkur, alveg fáránlegt, sko. Það er eins og Óla Harðarsson að tala málþófið á Alþingi og 71. greinina. Það var áhugavert að fylgjast með því á RÚV, sko. Já. En talandi um skemmtilegustu, svo við erum enn á fyrstu spurningu. Hver er skemmtilegasti tvítarinn? Tvítarinn? Ég get tala íslensku. Ég get ekki ákveðið mig. Er það Sverrir eða? Já, jú, hann er enda mjög skemmtilegur. Hann er mjög ofalega á þessum lista. Ég ætla að gefa Arnari Arinbjarnar. Já. Ég ætla að gefa honum mitt aðkvæði. Hann er líka. Hann er búin að vera að koma sterkur inn og síðan svona. Hægri geitinn. Hægri geitinn, já. Mikið eftirlætið Örvitar. Já, Örvitin er hrifinn á honum. Hann náði einhvern annan stalker líka. Ég man ekki hver það var. Hver var aftur hinn stalkerinn? Já, ok. Já. Herðu Sverrir, þú, hver er skemmtilegastur og leiðilegastur? Sko, þetta er náttúrulega svona, menn eiga svona sín tímabil að inni, sko. Ég er mjög gaman að mörgum svona nafnlausum aðgangum og það er alltaf mikið oft verið eitthvað drullifur, eitthvað nafnlausi aðgangum. Það er bara fullt af gaurum með nafnlausa aðganga að skrifa bara ógeðslega fyndi og gera bara ógeðslega fyndi grín, sko. Og það er bara nokkrir þannig og með þess að ég hitti með þess að einn sem bara búin að vera að spjalla svolítið við í Sundi daginn, áttu gott spjall, sko. Hann er mjög góður, Bodega Science, virkilega góður. Og en það eru margir. Ég hafði mjög gaman að Dr. PFG að virkilega góður, sko. Hann er með svona álíka þráhyggju og ég fyrir þessu kynjamáli, sko. Og hann er mjög góður, sko. Og þú veist, Steini og Dóri, það er fullt af og nú líður mér illa, sko, þegar ég er potið að gleyma einhverjum, sko. Maður er hræddur við að fara að telja upp í besta því að maður vill ekki gleyma neinu, sko. Þetta er líka að miklu leitin sem mínu stuðningsmenn, sko. Já. Í minni vekkferð. Það verður ekki að gera upp á milli barnanna þina. Nei, þetta er svolítið þess að gera upp á milli barnanna sinna, sko. Já. Þannig að, en ég vil bara, þú veist, bara standa upp fyrir þeim, af því það er svo vinsælt að drulla yfir nafnlausu gaurana, af því að þeir eru eitthvað svo ræðileg. Þetta er bara kannski gaurar sem eru í mörgum tilfellum, ég hitt marga þeirra,
mörgum tilfellum bara í þannig vinnu eða bara lífið er bara þannig að þeir geta ekki verið að tjá sig einhver mál ofinberlega af því það bara ákveðin afleiðingar við því eða bara nenna því ekki. Er þetta ekki bara afleiðingin af því að einhvern veginn við yfirgáfum þetta tjáningafrelsi? Jú, algjörlega. Einhvern tíma fyrir nokkrum árum síðan? Algjörlega. Má ég segja eitt þetta? Já. Ég er með að hugsa oft til þess, ég held að Ólafur Thors sem var forsætisráðherra Íslands í 5-6 ríkisstjórnum. Hann byrjaði ferilinn að skrifa nafnlaust í Morgunblaðið. Það var hægt þá, það er ekki hægt í dag. Það er kannski eitthvað sem þetta taka upp. Já. Það mætti alveg gera það. Ég meina þeir geta alveg ákveða að birta það ekki eða það er of gróft en það er bara, ég held að menn hafi ákveðna skildu þegar það er þenni þrýstingur í samfélaginu sem búin að vera og þú mátt ekki segja hluti sem þú og margir aðrir eru orðnir sammála að það þurfa að segja eitthvað sem er orðið augljóst og þú skilur ekki af hverju má ekki segja þetta þá verður að gera það svona. Þetta er svolítið skrítið af því að við erum að sjá kannski í skoðanakönnunum að þorri fólks er sammála ákveðna hluti eins og útlendingamál og fleira en það má einhvern veginn ekki tala það og það er einhvern veginn öllu snúið á haus sem hatursorðræðu. Það er áhugavert líka með þessa hatursorðræðu að nú erum við að koma út nýr þáttur. Hatur. Já, menn er alveg að pissa í sig og spenningi út af þessum þætti. En ég fór svona að hugsa með mér, þau eru að spá í Sverri talaði með að það voru bakslag í bakslaginu, eða ekki? Jú. Og það er sem sagt voru bakslag í bakslaginu, af því að það er alltaf að koma nýtt bakslag og menn eru náttúrulega að velta því fyrir sér af hverju er það? Af hverju er alltaf að koma þetta hatur á þá? En þeim dettur aldrei í huga að spyrja sig þeirra spurningar. Gæti verið að það sé eitthvað sem við erum að gera sem er að brjóta á öðrum? Erum við að ganga of langt hérna með eitthvað? Er stefnan okkur að valda ofbeldi gagnvart einhverjum hópum? Erum við að skilja einhverja útunda? Erum við að þvinga okkar skoðunum upp á aðra og þannig takmarka tjáningafrelsi þeirra? Er það tegund af ofbeldi? Er það hatur? Ég held að þetta fólk sé algjörlega blind á sjálfsig, bara gjössanlega og ég held að það þurfa að horfa lengi og vel í speilin svona aðeins að vera að velta þessum hlutum fyrir sér. Það sem ég held að sé í gangi, sérstaklega varðandi útlendingamálin, það er viljandi verið að skapa aðstæður og ástand í samfélaginu sem er ómögulegt og það er verið að taka þetta fólk inn hérna og bara inn í aðstæður þar sem eru engar líkur á því að þau eru að fara að þræfa, að inngildast, vera partur af samfélaginu, whatever, og þetta er ekki slys. Og þú getur skapað þannig ástand þar sem verður mikill rasismi, bakslag, eitthvað svona meiri hatursorðræða og svo verður þau náttúrulega bara RÚV aktíft í því að tala þetta og tala fyrir hertari hatursorðræðulögum og það er bara verið að búa til aðstæður þar sem þú getur réttlætt það að takmarka tjáningafrelsi fólks og ég held að það sé bara mjög aktíft verið að gera þetta. Þetta er ekkert slys, það hélt enginn að það væri bara hægt að taka við 50.000 manns út úr heiminum, bara ólíkum menningaheimum bara, og inn í aðstæður þar sem eru, þú veist, það er ekki, fólk getur ekki unnið, þetta eru ómögulegar aðstæður fyrir þetta fólk. Líka í kreppu og svona og þú varst búin að sjá það á öllum löndum í kringum okkur að þetta hefði ekki gengið upp og það búið að vera að vara við þessi mér en áratug. Ég byrjaði fyrst að skrifa þetta svona 2015. Þá byrjum maður að benda á það að þetta var að ganga illa í Svíþjóð og hvað gera þeir? Þeir taka upp sænsku löggjöfina. Þetta, veistu okkar, hafið ekki svona miklar áhyggjur af þessu. Við munum finna lausnina á öllu þessum vandamálum þegar við vinnum í Eurovision. Já. Það gerist alltaf sama tíma. Þegar maður verða þolinmóðir, við munum finna lausn. Líka bara ef við bara kúum ákveðna aðila, þá er þetta komið. Ég skil alveg að sumir þurfi að taka að sér þetta nafnleysi en eru samt að tjá sig og mér finnst alveg magnaði að mynda að sjá suma af þessum nafnleysingjum sem eru svona mjög aktífir. Þú veist, þeir jarða, þetta er ekkert svo mikið persónuárásir frá þeim nema bara menn séu komnir algjörlega út í hotn. Þess að þá er ekki þeir heldur hinir sem eru bara byrjaðir, þá er stundum tekið þetta yfirdrullis og þú veist, þetta er náttúrulega snillt þarna með örvitan því að það sem að hálsinn honum verður alltaf aðeins lengri með hverju myndinni en þeir eru greinilega ógeðslega klárir þessi gæjar, þú veist, ég hef séð, þú veist, heimildamindir og svona sem þeir eru að gera eins og þarna, það er gæinn þetta sem er alltaf með eitthvað. Já, gott, hann er góður. Ég hitt hann bara persónulega nokkur sinnum og bara toppmaður, klárgaur. Ég er nefnilega ekki búin að vera mikið á X og það er búin að vera mjög mikil pressa á mér að vera þarna daglega. Komdu kútur. og þannig að ég eiginlega get ekki tekið þátt í þessu. Ég ætla að fá að sýna ykkur aðeins eina mynd ef Arnar setur aðeins tölvunum á skjáinn. Þetta er hann Óskar Steinn 2.0, hann er með einhvers konar útgáfa regnbogafánanum í bæju hjá sér og hann setur þetta inn mars 2024. Á 2016 Twitter þorðu fasistarnir valla að skjóta upp kollinum hér að því við lögðu þá í hópeinelti.
leið og við hættu því, fóru þeim að fjölga eins og flugur á skít, nú hafa þeir tekið yfir. Og þú veist, þetta gæinn sem að þið eru svo hrætti við að sé að leggja ykkur í einu, þetta bara sem tilumna eldraðan að Sverris þarna síðast. Þetta gæinn sem að þið eru svona ægilega hrætti við að sé að níðast á ykkur og kalla ykkur öllum ljótum nöfnum á Twitter. Svo er þetta líka bara ekki rétt. Viss aftur á Myndaðilinn alltaf bæti 20 kílóum á. En málið sko að hægri öfgahægri whatever narratífan tók bara yfir þegar það var hægt að rítskoða. Það er bara þannig. Það er bara ef þú ert með eitthvað svona space þar sem menn eru að tjá skoðunum sínar frjálslega og þú ert ekki bara aktíft að þakka niður í öfgahægri sko fasista skoðun, bara svona skoðunum sem menn eins og við erum með ég allavega og þá verður þetta alltaf dominandi. Ég held að sko mér finnst að ég er komin yfir þetta með að kalla mig öfgamann, þetta er nafn sem óvinur okkar kalla okkur og ég hafnaði þessu nafni. Það sem maður er að tala fyrir er bara í raun og veru mjög hófsami hlutir, meira þess að bara út frá mælikvarða fyrir 1990. Nei, ég meina, come on, við erum allir fyrir tjáningafrelsi, við erum að reyna að verja tjáningafrelsið. Þessi gæi basically að segja að ég legja fólk í einelti svo að tjá ekki skoðanir sínar, en lítur á sig sem einhvern svona kyndilbera frelsisins. Þetta er bara fáránlegt. Já, en ég held samt að ég þekki Rindar Óskar, hann er ágætis piltur, en ég held að svona tíst eru runnin upp úr bara sko hópþrýstingi og svona stemningu sem menn sakna, sko. Það er enn aftur þetta með árin á Twitter voru svo mikil gullöld fyrir vinstrimenn. Þar sem þeir voru bara í hóprungi allan daginn. Hérna þessi tweet, það sem eru að endurtaka sömu setningun aftur og aftur hérna, eitthvað réttindi kvenna eru eitthvað, ég veit ekki, bara alltaf sama mantran. Alltaf með möntur. Þeir sakna þessar tíma, sko. Ég var komin saman með því, en við erum ekki að fara þangað aftur samt. Ég held ekki. Og ég held að þú veist, að menn sem að ganga á langt þurfa að átta sig á því að ef það er að kvart yfir því að pendúlinn sé að sveiflast til hægri, þá er það bara að því að þið tók hann allt of langt til vinstri og það er það sem við séð í sögunni þegar að þú veist, það var kúun þá fer það í hinn áttina, ég meina þá fær einhvers konar byltingu, við sáum þetta hjá Væmar-lýðveldinu, það þú veist, þá kom þjóðernishreyfingu eftir því, sælla minninga. Líka hvað gerist þegar það er tuðað og vælt stanslust í kallmönnum? Að þeir annað hvort og þá ertu með vógtímbilið, bogna og gefa eftir eða þá, og núna er rætvingtímbilið, að þeir forherðast í skoðunum sínum og verða gjörsamlega óþolandi. Það er bara það sem er að gerast í dag. Það er líka svolítið það sem hann var að segja, þú veist, það er öllum orðið drull hvað þeir segja, því að það er ekkert að marka það sem þeir segja. Þetta er orðið tæki skoðun og kúðunar, þú ert hatari, þú ert rasisti, þú ert hægri öfgar. Hægri öfgar er bara notað yfir allt sem að bara í klassískum pólitískum skilningi var bara mjög mótist hefðbundin eðlileg stefna, sko. Bara konservatív stefna er bara allt í orðið hægri öfgar stefna. Sósíaldemókratar í allir Evrópu voru á mjög mörgu sem við erum að tala um og ég held að allir séu sammála hérna inni, sko. Ég held að það sem mun gerast núna að því meira sem að þau munu reyna að talandi bakslá og reyna sko, neyða þetta kjaftaði upp á kallmenn, sérstaklega unga kallmenn, að því meira munu þeir forhöðrast í skoðun sínu. Þannig að bara því meira sem verður lagt í að berjast gegn bakslæðinu, því mun harðara verður það. Og ég er enda bara að fagna því, sko, því að ég er bara að þetta baksast ég algjörlega nauðsynlegt. Ég vil líka, mér finnst ótrúlega mikilvægt að skoða eitt hlut, það er að allstaðar það sem er opin vettvangur, það tapar þetta fólk allstaðar. Og ég hef alltaf sagt það, leiðum að tala sem mest. Og sjáðum til dæmis eins og þarna, nú með allir tala, nú er Twitter ekki lengur bara að banna alla sem verið í portum og allt í hennu það bara nú er búið að rústa okkur, skilur. Sjáu þið hvað gerist núna í Bretlandi, ég veit ekki hvort það séð, það eru alveg massi mótmælegar. Hafið séð fréttir að þið? Ég hef ekki séð fréttir að endilega segðu frá því. Það eru gífuleg mótmælegar út bara núna mörgum stöðum Bretlands, sérstaklega í Epping og núna fyrir utan Britannia hótelið í London. Okay. Núna, lögreglan var staðin að því að vera að ferja mótmælendur á svæðið, bara sem dæmi. Þeir nutu gífulegar að vernda. Nú bara geta það ekki lengur út þegar þetta er orðið svo eldri mótmæli. Verið að fylgjast með þeim líka. Já, og þar kemur þetta er fólki að kýlum nasistana, alveg bara þú veist, berjum þetta fólk. Núna standa þau á jafnréttisgrundvelli á móti hinni hliðinni og þau eiga ekki séns. Þetta eru allt einhverjir aumingjar sem að kalla eftir ofbeldi, en leið og þau lenda í ofbeldi, þá verða þau alltaf tróðin undir á 0-1, sko. Alltaf.
það líka, þú veist, hvað heita þér hérna, triggerometry eða eitthvað þarna, þú veist, þeir eru helviti góðir og hérna, þeir eru búnir að taka þátt í því með mörgum öðrum eins og Tommy, hvað heitir hann, Tommy Robinson og það er að sýna frá hvað þetta er mikið fokkin ruglan úti. Og það er þetta, það er verið að fá og borga mótmælendum að vera að keyra á milli þannig að þú veist það virkar eins og séu ógeðslega margir en þetta er alltaf bara sami hópurinn og það er verið að skapa narrativ sem að endurspeglar ekki raunveruleikann og fjölmiðlar eru að taka þátt í því og þeir eru vísvitandi að blekkja og þess vegna treystir engin meginstraumsmiðlum lengur. Það er vandamál. Já. Það er líka gríðarleg spilling skoti rótum innan hins opinbera á Vesturlöndum, í flestum Vesturlöndum sem birtist til dæmis í þessu að vinstri sinnaði mótmælendur eru alltaf því niðurgreiddir í gegnum félagasamtök sem fá styrki og allar þessar krókaliðir sem menn hafa farið. Ég kalla þetta bara spillingu. Þeir eru bara á launum, þeir eru bara bókstaflega á launum. Atvinnu mótmælendur. Og já, þetta þarf að gera upp. Líka hér sko. En hvernig verður þessi spilling til? Þú veist, hvernig nær þetta fólk svona mikilli fótfestu í bæði ráðuneytum og svona eiginlega ættu að segja djúpríki? Já, ég held að þetta hafi byrjað í háskólunum sko, bara á 20. öld að háskólarnir lendi einhvern veginn í fanginu hægt og rólega. Þekkirðu sögu Frankfurtskólans? Ég hef aðeins kynnt mér það sko. Ég held að hann hafi haft einhver áhrif og einhverju tengdir honum sko, en ég held bara að hvernig sem það gerðist, þá endaði 20. öldin þannig að fræðimenn heilt yfir voru mjög vinstri sinnaðir og ginnkeypti fyrir þeim hugmyndum. Kannski er það bara út af því fræðimenn eru dálítið í verðu umhverfi. Þeir lögðu eiginlega grunninn að þessari stefnu, þar sem þeir taka basically marxisma. Þetta gerist í kjölfarið á því að þeir voru ekki búin að ná að bylta löndum eins og Spáni, Ungverjaland og fleiri löndum. Og þeir sáu að það var ekki hægt út, það var sterk menning, það var sterkur kúltúr, það var sterk trú, þú veist, það var einsleið samfélag að mörgu leyti og fólk hafi sameiginlega gildi og markmið svona almennt. Þannig að það þurfti einhvern veginn að brjóta þetta upp, þannig að það þurfti að brjóta upp kjarnafjölskylduna, það þurfti að brjóta upp trúarbröðin, það þurfti að eyðileggja menninguna. Menn voru þetta búin að reyna það í gegnum kommunismann og þarna hugsaðum en nú þurfa að fara einhverja aðra leið sko. Og þá hugsaðum með sér okkur, við tökum marxismann, við blöndum Freud inn í þetta og við Hegel og eitthvað svona og það er sér hugmyndin og maðurinn sem að tekur við eftir fyrstu stjórnina, hann er talinn vera basically bara svona granddaddy of modern progressive leftism og það er svolítið áhugavert og svo fyrir ég man ekki hvað hann heitir Byrju fyrstu stjórnina í Frankfurtskólanum, þetta er raunverulegu skóli sem var stofnaður í félagsvísindum. Adorno-gaurinn, Theodor Adorno. Ég man ekki hvað hann heitir, annars ég get flettið upp á eftir, ég fer hérna út af, ef mér verður skipt hérna út á eftir fyrir að nótar. En við vorum að tala um hvernig þetta gerðist í djúpríkinu, ég held að einmitt, þetta var byrjað þar að menn voru heilaþegnir í háskólan líka út af því að háskólinn er gróðrastíga fyrir ranghugmyndir út af því að hann er verndað umhverfi. Í dag er hann það, ég veit ekki hvort hann var það eitthvað með ekki en allavega, kannski er þetta bara það er sérstaklega í Evrópu. Já, ég held að þetta reyndar sé, sko ákveðna greinar eru augljóslega gróðrastíga fyrir svona hugmyndir frekar en aðrar og ég held að það séu ekki raungreinarnar sko. Það eru, margar þeirra eru nauðsynlegar en ég held að sé komnar á margar, en allavega og svo er náttúrulega bara veljast menn til ríkistarfa sem eru með háskólapróf, það er algjört undirstöðatriði og svo held ég líka bara ríkistörf eru, þetta er eins og með hérna umhverfið stjórnar í hvernig plantan dafnar og þú leitar í það umhverfið sem hendar er best og fólki sem velst til opinbera starfa, nú ætlum ég að vitna í Dominic Cumming, vitið hvað það er? Hann var ráðgjafi Boris Johnson og er reyndar hatar Boris Johnson sko, hann hatar það sem hann gerði í ríkisstjórn, tek það fram. Mjög skemmtilega maður í viðtölum í Bretlandi ástandi þar og hann er með að tala djúpríkið og hnignunum sem er orðið og hann var að tala að sko þú byrjar fullur af væntingum ungur maður í hinu opinbera að vinna fyrir almenning og eftir 20 ár þá er eina fólki sem er eftir það er óþolandi það er eina fólki sem endist þarna sko. Þegar það eru baktjaldamakk og hnífar og þú veist þetta er ekki skapandi umhverfi. En þú veist háskólar og skólar eru yfirleitt allan í Evrópu þetta eru ríkisstofnanir eða einhvers svona stofnanir sem eru að háða ríkinu þannig að það er kannski ekki skrítið að þeir sem að eiga lífsviðurværi sitt undir því komið að ríki styrki þá að þeir séu vinstri sinnaðir þess að það er einmitt þeir sem að vilja stærra ríki. Við komum nú svolítið inn á þetta í síðasta þætti vorum að ræða meðal annars samt sko ung leiðtogaskóla World Economic Forum sem við förum nú bara þangað
ég meina það nú bara staðfest staðfest, þú veist, þetta bara, þeir eru stoltir af því að hafa talið upp að þar voru, þú veist, Trudeau, það voru, hvað heit hún sem var yfir Ástralíu, svo sem eru Nýja-Sjálandi, þú veist, það bara, þessi finnska sem var þarna, þú veist, Keir Starmer talar að, þú veist, ef hann spurður hvað heitir það, þinghúsi Breta, hvort að hann vildi freka vera þar eða í Davos, Westminster eða Davos, svo spurði hann bara Davos, þar eru alveg hugmyndir og eitthvað, þú veist, þetta veit bara ekki allir séð þetta. Þetta heldur þú að menn sem komin í ungleiðtogaskóla, og ég sagði þetta síðast, ungleiðtogaskóla hjá, þú veist, einhverjum svona skipulögustu samtökum í heimi þarna, að þeir fari bara, nei, ég allir ekki að gera þetta, maður, valdamesta fólk heims hérna að reyna að grúma mig, ég tek ekki þátt í því. Það mjög athyglisvert sem maður hefur séð á Vesturlöndum undanfarin ár, eins og Rishi Sunak sem var forsætisráðherra Bretlands og fór svo að vinna fyrir eitthvað banka ef mann rétt, og Sanna Marin í Finnlandi, forseti Finnlands, hrökklaðist frá ef mann rétt og fór að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar eða ESB eða eitthvað svona dæmi, og fólk verðist líta á þjóðhöfðingja embætti sem stökkpall. Það er svakalegt. En til minns myndin af Rishi Sunak eða myndbandið hann nú meiri aumingin sem það hefur verið, maður hafa myndbandið að það að negla nagla niður, hann grínlaust vissi ekki hvernig hann átt að snúa hamrinn, hann snýr hann á hlið. Hann hefur lært byggingaverkfræði, ég heyri það. Og pissar upp í vindin líka. Við viljum að taka fleiri spurningar. En maðurinn sem ég var að tala á hann fyrir Frankfurt School er Herbert Marcuse. Hérna kemur einn. Svo það sé sagt, ég ákvað að flettis upp hérna. Sverrir fær Hardon þegar hann heyrir Weimar. Ríl. Ok, ef miðflokkurinn kæmist í stjórn, hvaða ráðherrastól finnst þér líklegt að hann tæki? Þetta lítur að vera miðflokkurinn? Já, ef hann kæmist í stjórn. Var hann ekki að spyrja út í hvaða stól Snorri ætlaði að taka? Snorri Másson sem sagt, já, ok. Þetta var þannig áðan. Ég veit það ekki, sko. Mér finnst náttúrulega Snorri... Hann ætti að vera brottvísunarráðherra? Það væri magna. Menning og mennta. Ég held að menntamálaráðherra hann væri sterkur þar, því hann er svona... Það var allavega betri þessi sem kann ekki að lesa. Já. Ég held að þessi kostur að geta lesið sér til gagns, alveg pottitt. Erum við sammála um það að þessi kostur að geta lesið sér til gagns? Alveg pottitt líka ef maður er menntamálaráðherra. Ég ætla ekki að svara þess alveg strax. Ég held að þessi kostur svona almennt, en ég veit ekki með þeirra ráðherra. Nei, kannski ekki. Já, ég held að það væri góð staður fyrir Snorra. Það væri ekki líklegt á að þið væri stjórn með Sjálfstæðisflokki og væri þá ekki að berjast Jón Pétur Símsen þar? Menntamála? Jú, það er mjög líklegt. Skólastjóran, gamla skólastjóran. Já. Ég held að hann líður svolítið fyrir það að hvað Sjálfstæðisflokkurinn drullaði á sig áður en að hann kom í svona öllu sem við kom mentamálum, því að ég held að hann sé mjög drifin að því að bæta þessi mál, en ég held að sé alveg klárlega ljóst að forverar hans voru það ekki. Já, en hann er svolítið tjáð sér á X-inu, sko, hann tjáð sér oft mjög klaufalega. Ég ætla að koma með smá innlegg í þetta með þú veist, var það einhver flokkur sem að klúðra þessu og gera það þá á sviði menntamála. Að því að við horfum aðeins á börnin sem eru að koma upp núna. Að því að nú á ég börn og þú fer með þau á leikskóla. Hvaða tungumáli tala á leikskóla? Það er ekki hefðbundin íslenska, en þess að þessi störf eru unnin og ég ætla að segja alveg frábærum konum sem eru að leggja sig allar fram og eru algjörlega til sóma og fyrirmyndar og ég bara dáist að þessu konum, það eru mjög flottar, bara hef ekki til það í persónulega athugað. En þetta heftir samt sem áður málþroska barna ef að, þú veist, eins og orðið er ekki borin rétt fram úr svoleiðis. Og ég myndi vilja finna einhverja leið til þess að fólk myndi tala aðeins betur íslensku. Ég held að það myndi strax skila alveg ótrúlega miklu. Þetta er algjörlega rétt. Þú veist, að því að maður tekur eftir að þetta hamlar málþroska. Og ef að málþroska er hamlað, þá náttúrulega er lestrargeta verri og svo heimfarist það á allt annað. Þess að þú pælir í kennarar hafa ekkert svo mikið breyst. Þetta eru sömu kennarar kannski jafnvel kennt okkur í einhverjum tilfellum. Og þetta olli mér rosalegu hugarangri þegar að þú veist hann kom til Frosta svo sem að gera skýrsluna þar sem að þú veist annað hver drengur gæti ekki lesi og tryggja hver stelpa og ég var að hugsa, þú veist, eru þetta kennararnir? Því að þú veist, hafa þeir endilega breyst svo mikið eða er þetta eitthvað annað? Þú veist, er þetta til dæmis allt ADHD sem er að, þú veist, ég veit ekki, er að koma í formi einhverjar mengunar, ég veit ekki, sumir segja bóluefni, sumir segja fæði, aðrir segja svona digital stuff, tölvur, símar, iPadar. Ég er enda með aðra leið til að ramma það inn. Ég held að ADHD, það er klárlega til, en
tíðni þess, hún vex algjörlega hlutfalli við ónáttúrulegt umhverfi. Já. Þar sem maðurinn þvingaður til þess að sitja inni allan daginn og hvað það eitthvað svona Excel-vinnu sem ég búin að prófa að vinna og það drepur mann að innan og utan. Þá fær maður þetta áunnið ADHD. Þá bara heilinn að garga á sól og hreyfingu. Já. Og ég veit ekki alveg, ég ekki með lausn á þessu. Drengjum sem að þurfa virkilega að hreyfa sig. Og það kannski spurning, eiga kynin að vera saman, kannski að skipta þeim, eiga að líta, þú veist, allavega þegar kemur að einhverjum ákveðnum stöðum í menntakerfinu. Ég ekki að reyna að skapa gjá á milli, þú veist, kynjana eða eitthvað svoleiðis yngavinn, en þú veist, ég held að það séu bara fullt af öðrum þáttum sem að við höfum ekki velt fyrir okkur, sem að höfðu kannski ekki endilega bara með menntakerfi sjálft að gera. Ég held þessi alveg rétt hjá þér, þetta mjög fjölþætt vandamál sem við erum að sjá í dag í menntakerfinu, en námskrá á sannarlega stóran þátt og það ekki bara Sjálfstæðisflokkurinn, þótt að hann örugglega þátt í því, heldur líka Katrín Jakobsdóttir og náttúrulega bara hún ekki ábyrgðarlaus þarna. Þeir voru bara partur af þessu Þetta búið að vera alveg samfelld sorgarsaga í held í svona 25 ár með námskrána. Skóli án aðgreiningar. Já, það mistök. Engin kennari fílar það, nema bara sumir segja það útávið. En nú erum við líka með mikið af nemyndum að erlendu bergi brotna og það ekki tækt að gera þá kröfu að þeir lesi íslensku jafnvel eða standi sig endilega jafnvel í algjörlega nýju umhverfi. Og það hefur áhrif og þannig að þú ert að bera saman epli og appelsínur þegar þú ert að bera þessa nemyndu saman þá sem voru kannski hérna fyrir 25 eða 50 ára. Já, en býtu nú við. En akkur geta önnur lönd gert? Ég ekki sammála þessari framsetningu. Okay. Ég veit hvað þú meina, en sko við verðum að horfa á þetta frá því sjónarhorni að það í öllu tilliti óhugsandi og fáránleg hugmynd að hafa menn saman í herbergi að læra íslensku einn hópinn sem kann nánast ekkert í henni og hinn sem innfæddur á að geta að vera alltalandi kannski orðið 9 ára eða 10 ára. Já, ég ekki ósammála því. Sko við verðum að aðskilja þetta. Já, en ég samt að segja að þegar þú ert að mæla 2 hópa, þá þurfa að vera sambærilegir skilur annars þarf að taka fram að það sé öðruvísi. Akkurat. Það aðalega það sem ég ætti en ég sammála þarna. Þetta líka þeir þurfa þá meiri stuðning og svo framvegis sko. Þetta sést í sko einhvernum víðar en hér og ég veit að meðalengunir í Frakklandi hafa farið hnignandi og það menn telja það sé eitthvað svona skortur á gagnaða greiningu sem veldur þessari niðurstöðu sko. Ef þú ættir foreldra sem að kæmu frá öðrum uppruna segjum að þú myndir fara til Frakklands foreldrarnir tala ekki frönsku það erfiðara fyrir þig náttúrulega að læra á frönsku þegar allt námsefnið á frönsku þau erfiðara með að styðja þig þannig að þau þurfa náttúrulega það þarf að ef við ætlum að taka við fólki sem að kemur frá þannig löndum að þá þurfum við að geta stutt við með eðlilegum hætti því annars erum við í raunverulega að skapa fólk sem að leiðast að braut hvað gerist þá? Við erum ekki fyrirmynda þegnar, ég get að lofa þig því. Við erum að búa til hliðarsamfélag. Fyrir hverja erum við að byggja samfélag? Já. Fyrir hvernig þetta fólk samfélag sem við erum að byggja? Erum við að byggja samfélag fyrir heiminn þar sem bara hver sem getur komið hérna með krakkana sína og ólesandi, óalandi, bara valda sundrungi inn í skólunum, koma inn í skólana. Þetta minnkar alla skilvirkni í skólunum, í samfélaginu, í því öllu. Því ekki þessi verra fólk, en þú veist, með fólk úr öllum sem mismunandi menningarheimum og þú veist, skilvirkni, við erum með ákveðna svona bara menningarlega, bara eins og í Japan, þú veist, þú getur séð alla þessar mjög sterka svona menningarlega bara hefðir, skilur við, sem að auka skilvirkni í öllu, bara í hvernig þeir eru í svona escalators, bara allt saman, þetta allt rosalega smurt. Fólk rosalega samtaka. Já, algjörlega samtaka, það gangi takt, skilur við, svo tekur fólk út úr öllum heiminum og það bara verið að fórna svo mikilli skilvirkni og svona samtakamætti og eitthvað. Alveg sammála þessu. Mér finnst þetta svo bátt að við séum endalaust alltaf að tala þetta. Við erum búin að taka við 50.000 manns frá 2000. Já, ég alveg sammála þessu, en það sem ég kannski líka bend á er að það eru ákveðin takmörk fyrir því, einmitt, hversu mörgum við getum sinnt líka, sem er náttúrulega afleiðing af því að ef þú ætlar að taka við fólki þá þarf þetta að sinna þér rétt. Hvert líka hlutverk íslenska ríkisins, við borgum skatt, skilurðu, og foreldrar okkar borga skatt og forfeður okkar byggðu upp þetta samfélag skilur við, til þess að við getum átt betra líf hérna og svo verða að kasta því á glæ fyrir hvað veit þið hvað ég meina, þú veist og öll þessi menning, öll gildin allt þetta, það er bara verið að fleygja því út í buskan fyrir einhverja fjölmenningu þar sem að allt svona hverfur og ég með persónulega reynslu hérna af þessu, dætur mínar báðar í skóla á Spáni og komu inn náttúrulega önnur var alla byrjuð að tala og hinn talaði bara íslensku þegar hún byrjaði og þær voru ekki settar en eitt sér bekka en eitt svoleiðis, þær voru bara hins vegar var ekki lögð áherslu á að þær væri að
með sama námsefni, þeirra hlutverk þessara eldri var að sitja og hlusta, læra, en þú veist, þetta líka, ég seti þetta svolítið, þetta mikið, skrifast mikið á foreldrarna líka, þeir eru báðar alveg altalandi á spænsku, sem dæmi, sko, núna, bara að þurfa að gera það saman þetta challenge, þetta virkilega challenge, en ég líka sammála því að við getum ekki tekið við ótakmarkuðu magnafólki, 100% og eins og þú segir, og ég lýsti þessu einhvern tíðan þannig að þetta svolítið eins og við myndum allir búa hérna í blokk og við erum að greiða saman í húsjóð, en við erum alltaf að laga eitthvað allt annað hús á einhverjum allt öðrum gæja, þú veist, en við vorum ekkert að leggja saman í sjóð til þess, við vorum að reyna að passa okkur eigið hús. Það er það sem að fyrir kannski í taugarnar á fólki, að séu að eyða því, þú veist, einhvers staðar allt annars staðar, sko. Það sem ég held að við þurfum að gera sem þjóðfélag, það er að stíga töluvert mörg skref tilbaka og hugsa, ok, fyrsta skyldan hjá hinn opinbera er við Íslendinga og það er hérna hópur, það er kannski meiri hluti fyrir því hjá þjóðinni að veita, bátt stöddum á heimsvísu einhverja hjálp. Gott og vel, segjum að við ákveðum að gera það. Við ætlum að hjálpa fólki í neyð á heimsvísu. Þá þurfum við að ákveða hvað getum við og hvernig getum við hjálpað þeim á þess að það hindri, eða sem sagt, skerði getu okkar til þess að uppfylla fyrsta markmiðið sem er skylda okkar við þjóðina. Þetta gerði menn ekki. Þeir hugsaðu bara, þetta reddast, það er til nóga peningum hérna, við getum alveg kennt 100 tungumál og þetta, fólki sem ákvað þetta, það er bara vanhæft. Það lifir í afnöndun, afleðingar. Þessi peningur myndi fara til Íslendinga, þú veist, við vorum með velferðarkerfi. Vorum komin í vanda með húsnæði og alls konar það er náttúrulega, það er hérna fullt af vandamálum við rekstur ríkisins. Þetta er bara eitt þeirra og mjög stórt, en ég meina við þurfum að leysa fullt af öðrum vandamálum sem er eiginlega ástæða fyrir líka við ættum bara að eins og ég held að við ættum að loka hælisleitendakerfinu, bara stoppa á það í nokkur ár. Ég held að það er ekki svona gert, ég held að það er ekki list þó að myndum. Ef við ætlum að hámarka hversu mikið við myndum hjálpa fyrir hverja einustu krónu sem við setjum í hjálp fyrir þetta fólk, þá myndum við hjálpa þeim utan landsteinana. Því það er miklu dýrara að hjálpa þessu fólki í Íslandi. Ef markmiðið væri að hjálpa sem flestum fyrir þann pening sem við setjum í þetta dót, þá væri þetta allt sem er gert utan landsteinana. Það er bara allt annað markmið og þú veist, mér er alveg sama hælisleitendur, fólk sem er komið að vinna þarna eða bara whatever, það skiptir ekki máli. En er það að meina í heimalandinu þeirra? Já, eða bara einhvers staðar annars staðar. Ef við ætlum bara að reyna að hámarka hversu mikið við myndum hjálpa fyrir hverja einustu krónu, Ísland er dýrasta land í heimi til að búi, fyrir þetta Sviss eða eitthvað. Skilur hvað ég meina? Það var nú, já. Það er engin mannúðar sjónarmið á bakvið þetta. Ég held að sjónarmiðin á bakvið þetta er að búa til tvær þjóðir, valda sundrungu, búa til tvær þjóðir, valda hatursorðræðu, valda því að það sé hægt að stjórnvöld geti sagt, ástandið er hérna orðið þannig í þjóðfélaginu að við þurfum bara að hefta tjáningafrelsi fólks alveg gríðarlega og búa til aðstæðu fyrir þetta fólk. Ég held að fólk sem að koma hérna út úr heiminum til Íslands, að það sé að koma inn í aðstæður sem eru gerðar ómögulegar fyrir þetta fólk til þess að sé hægt að réttlæta þetta, því að svo loka markmiðið er bara að strípa allir réttindi á okkur og búa til líka að hafa tvær þjóðir í landinu að berjast innbyrðis í staðin fyrir að hafa eina samhelda þjóð með sterkt menningarenginni sem að þrammar í takt, skilurðu, og er þá veitir og þannig þjóð veitir ríkisvaldinu miklu betra aðhald heldur nokkuð tíman sundru þjóð sem er að berjast sín á milli trúarbrögð, menningu og eitthvað. Þetta er bara fyrir mér þá er þetta bara augljóst að það er bara verið að vinna gegn íslensku þjóðinu með þessu. Óvinnurinn er klárlega ekki fólki sem kemur til landsins, óvinnurinn eru skýtlibarnir sem eru að skapa þetta ástand, sem eru búin að skapa þetta ástand og þú sjáðu bara eins og í Bretlandi þar sem við verðum bara að strípa persónulega réttinda fólki, þar sem við bara komin í eitthvað lögregluríki og ég bara benda á það daginn að það var kall sem var að mótmæla, hann var að mótmæla Ísrael og ég var að mynda að segja við Libba vini mína, horfið á hana mann, það hefur verið að taka hann og senda hann í fangelsi fyrir hatursorðræðu gegn gyðingum af því það er einhver svona minnihlutahópur. Ég segja, þetta eru hatursorðræðu lögin sem þið viljið fá, sem verður að nota gegn ykkar skoðanabróðu þarna og þú veist, við verðum að fatta að þetta eru, þú veist, það eru öfl að vinna gegn íslensku þjóðinni. En náttúrulega Ísrael og gyðingar náttúrulega ekki að setja alveg undir sama hatt reyndar.
Nei, en ég er að segja að hatursorðræðu lögin eru til þess að vernda minnihlutahópa, skilur Já, en ég let út mér mitt daginn að varðandi menningu og gildi Íslendinga, það að halda í það. Já. Og ég var spurður hvort ég geti útlistað menninguna og gildin sem við vorum að halda í. Já. Og ég bara gata ekki. Verður þið með... Hvað, á Íslandi? Já, getið þið sagt mér hvað menning... Já, ég get sagt þetta. Algjörlega. Fyrsta lagi, þá gildi, það samheldin þjóðarinnar. Það að náunginn í næsta húsi sé tengdur þér. Hann þarf ekki að vera frændiðinn, en það bara, hann tengdur þér í gegnum tungumálið, söguna, menninguna, arfleiðinar. Vissulega búið að grafa undan þessu sem þú ert að tala um. Það var náttúrulega fyrsta skrefi á 20. öld. Það var að grafa undan öllu þessu sem gerir okkur að Íslendingum eða hvað sem þú ert í Evrópu eða í heiminum, sko. Það var bara gert í Evrópu. En þetta liðir. Sko, ég var að tala í dag við góðan mann út í bæ að við vitum að efnislegir innviðir að grotna niður á Íslandi en það ekki síður andlegir innviðir. Algjörlega, sammála. Það bæði þetta hugarfar sem ég held að afar okkur ömmur hafi haft í kjölfar Torkvans, bara nú ætlum við að byggja þetta land upp og við ætlum að gera það saman og menn voru ekki að velta sér upp úr veikindaleyfi og eitthvað svona rugli. Ég ekki að, nú veit ég að það einhverjir það núti sem munur reyna minnskilja orð mín, ég ekki að tala móti verkalýðslöggjöf, en bara menn þurfa að hafa ákveðin samtakamátt og hugafar. Hann kemur bara í einsleitu samfélagi sem búið að gangi gegnum einhverja sameiginlega raunir eða hefur sameiginlega arfleifð. Við getum farið þangað aftur held ég og náttúrulega það kannski ljótt að segja það. Þetta ljósi við endan á göngunum að erfiðleikarnir sem Evrópulöndin og við þar með talin erum að fara í gegnum á næsta árum bara eiginlega alveg sama hversu fljótt við grípum inn í, þeir eru þess eðlis að þetta mun herða okkur saman aftur sem þjóðareiningar. Sko ég á því með, þegar þú kemur að þessu með íslenska menningu náttúrulega í fyrsta lagi svolítið svona hugsun sem að hefur skapast eins og í bara svolítið svona skandinavísk menning sem verður kannski sér íslenska því við erum svo lítilaðir með þetta með að nágrannaðin sko, þetta var alltaf þannig að við höfum lendið til dæmis á Raufarhöfn, hann mann ég að gekk yfir rosalega óviðri einu sinni sem að það slæmt af fullorðinn maður, kappklæddur, hann ætlaði að labba heim til sín og hann komst bara í næsta hús, þetta var bara það mikið sko. Og það var til dæmis einn maður sem var fastur niður á bryggju og það voru 4 gæjar sem fóru og hættu lífi sínu við að sækja hann, væri hann bara dauður. Heldur þetta myndi gerast í Reykjavík? Í Reykjavík, ég veit það ekki. Svo líka eitt með menningu að mjög stór partur af menningu ósýnilegt og við sjáum það ekki fyrir það farið. Það alveg rétt. Við sjáum ekki hvað íslensk menning en svo bara förum við kannski til Danmerkur, skilur, og erum bara að tala við Dani sem eru bara frekar náskildir okkur. Það sjáum við, ég borða eitthvað nammi hérna, það sjáum við munin, skilur, í þessu ósýnilega, í þessu bara hvernig við högum okkur bara, þú veist, þetta getur verið litlir ómerkilega hlutir eins og bara hvort menn fari inn á skónum eða ekki. Mér dettur í hug dæmi, sko. Sundið. Algjörlega skotelt dæmi íslenska menningu. Það ákveðið hugafar. Þetta fyrir að fyrirgefa mér, þetta svolítið á reikandi því að eins og þú segir, þetta ósýnilegt og erfitt að koma fingra á þetta. Það þetta vilji til þess að redda hlutunum. Þú lendir í því að bíllinn bilar á Raufarhöfn og þú þekkir engan þar. Það eru meiri líkur að minna því ef þú bankir upp á í næsta húsi að það sé einhver maður sem segir bara já, heyrðu Jón frændi minn inn í næsta húsi biluverki, farðu að tala við hann hjálpar þér. Þú ferð þangað, Jón hjheima og hann hjálpar þér og þú borgar hann 5.000 kall. Myndi fólk ekki gera þetta ef það væri fólk af erlendu? Það snýst ekki það bara snýst það ef að þjóðfélagi verður sundurleitt þá brotna niður öll svona bönd. Það ekki beint út að hérna útlendingur komið, ég ætla ekki að vera næs við hann. Þetta snýst bara það allt annað sem gerist verður til þess að þetta rofnar, sko. En heldur þá að fólk muni ekki aðlagast þessari menningu? Útlendingar? Nei. Ég heldur alls ekki. Að samfélagið sé eins og svampur, það getur tekið við eitthvað x mikið af fólki og bara tekið það inn í menningur og bara búið til gjörsamlega en það ekki 50.000 manns í 300.000 manna samfélagi, bara alveg klárlega ekki, en það var það aldrei markmið með því. En ég held að það sé algjörlega mögulegt, en ég held að þetta sé það bara aðstæðurnar eins og það búið að vera að gera þetta eru þannig að það ómögulegt en það eitthvað x mikið af fólki sem að samfélagi getur tekið að sér til þess að kenna, til þess að í rauninu til þess að hafa eitthvað raunverulega inngildingu og það fyndi að þeir vinstir með nota þetta orð inngildingur rosa mikið og þú veist, tekið við þeim og gert á part af samfélaginu og ekki eitthvað svona, þú veist, hei, þú verður að sleppa þessu sem þú ert með, skilur af því að það svo skilur, og það, ég held að það við gengi bara mjög vel, við fengum vietnamska flóttamennina í einhverju magni held ég eftir Vietnamstríðið
fengu fólk frá Balkanskaganum eftir stríðið þar og þetta bara tókst mjög vel og svo Pólverja síðan meir og þetta bara tókst ágætlega og en eins og við erum að gera þetta núna og þú náttúrulega því fjarlægri menningarheim sem fólkið kemur frá því meira afl þarf til þess að rauninni inngilda persónuna og það ekkert af því hún eitthvað vond, það bara af því að þetta bara meiri munur, skilur við, alveg eins og það er erfiðara fyrir mig að aðlagast samfélaginu í Sádi-Arabíu heldur en ef ég flýð til Danmerkur, skilur við og þetta, mér finnst þetta vera bara svona basic staðreyndir sem að held að allir viti en þetta voru hunsað þegar við tókum við öllu þessu fólki. Ég held nefnilega, má ég bæta inn við þetta, ég held að góða fólkið, það vill ekki raunverulega inngilda eða aðlaga, vegna þess að raunverulega aðlögun, ég neita að nota þetta ljóta orðið inngilding, aðlögun, raunverulega aðlögun, hún mjög ljót, þá ertu að segja við einstakling, núna áttu að gleyma öllu sem frá heimalandinu og það er ljótt að gera það en það það sem þarf að gera ef þú ætlar að flytja fullt af fólki. Ég ekki sammála þessu, ég meina að fólk getur haldið í sínar hefðir og annars slíkt þó að aðlæst okkar hefðin, en aðeins við styrja á Balkanskaganum, þar tókum við þar voru að koma múslimar til Íslands en núna í dag allir bara að múslimar hefur rústa landin það fólk sem veit ekki af því eins og að koma múslimar Ég ætla að taka svolítið, mér finnst að vera svolítið eins og ég hef oft spurt fólk með hvað kallmennska og það lendir alltaf í vandræðum vegna það ógeðslega erfitt að skilgreina orðið en þú veist hvað það ekki Ég held að það sé svolítið svona, þetta bara menning raunni 1000 mismunandi hlutir og hversu mikið þú pikkar úr hverjum og það myndast bara svona ákveðin stemming heilt yfir. Þetta bara svo að þú horfir á, þú þarft ekki annað að hugsa, þú veist alveg hvernig það því að þú ert með 30 manna partí og ef það kemur einn nýr gaurarn inn, hann fer og honum komið inn í hópin, hann fer að mingla og svona, en ef það koma 10 mann saman, þá það mjög líklegt að þessi 10 manna hópur sé að fara að halda sig stórti hotni, talandi sín á milli, Þetta svolítið svoleið, Ég til dæmis það komu Pólverjar til Íslands til Raufarhamnar, fyrst komu bara nokkrir saman og að vinna og þessir sem komu nokkrir saman, bara þeir voru einhverjir 5 eða 6 sem komu til að byrja með, þeir voru byrjaðar að tala íslensku mjög fljótt, þeir voru byrjaðar að mæta í partí á heimamönnum og svona, svo koma einhverjir 20 eða 30 viðbót og ég ætla bara að taka fram, það voru, maður ef ekkert út á þá að setja og bara margir eru vinir mín í dag og allt svoleiðis, en þeir heldur sig bara á verbúðinni þess að þeir bjöggu saman, þeir voru með sín partí sá hópur kom ekki eins og hinnir sem komu upprunalega vegna þess að þeir voru með sitt eigi samfélag það eitur finnst mér En svo með Bretland við langar að koma inn það núna það mikil vandamál í Bretlandi alveg augljóslega Bretland var náttúrulega með sína nýlendur og annað slíkt og fólk frá þeim nýlendum það var bara opinni landamæri fyrir þau til að koma til Bretlands Bretland svo búin að vera taka þátt og gera beinar árásir á önnur lönd og svona og það komið flóttafólk til Bretlands og nú þeir bara gæðið til að vera að fara illa með þá. Finnst þér að ætta að refsa almennum borgurum fyrir ákvarðanir stjórnmálamanna fyrir 20 árum? Það stjórnmálamenn sem bera ábyrgð á þessu Já. En það ekki 20 ár sem Bretar voru. Nei, ég bara spyrja, finnst þér eðlilegt að refsa almennum Alls ekki. Þetta maður búin að heyra þetta með Íraksstríð eitthvað. Ísland kaus með Sameinuðu þjóðunum í Íraksstríðinu. Já, við erum ekki með utanríkisstefnu. Þetta bara þvættingur. En það var líka brjálað við þá sem að gerðu það. Já, þetta bara þvættingur. Almenningur á hengingu á því að fyrir skattana sína fá hann allavega hagsmunagæslu. Þetta afleiðingar af því. Fyrir utan það náttúrulega að Bretar eru búin að flytja inn Afgana núna og ekki segja almenning frá því. Reynda halda í lindu, já. En ég meina væri ekki bara svo við notum sömu rök. Ég ekki að segja það sé svoleiðis ef við ætlum að nota sömu rök. Væri þá ekki hægt að segja að það væri þá bara að Palestínumenn ættu þetta skilið af því að Hamas stjórnaðar skilur þau hafa ekkert að segja með ákvarðanir þú veist, mér finnst þetta bara viðbjóður auðvitað sem að gerast það en ég meina væri ekki að nota sömu rök En byrjaði Hamas stofna 1987 byrjuðu þeir eitthvað Nei, ég meina, það skiptir ekki máli skilur það sem ég að meina er að Hamas stjórnaðarna í óþökk meirihluta Palestínumanna by the way, ég veit það alveg en þeir eru stjórnaðarna og þeir eru að gera hræðilega hluti og mér finnst ekki rétt að refsa almenningi fyrir það sem að þeir gera og þess vegna finnst mér þessi rök ekki halda vatni persónulega það er ekki Hamas sem að byrja að ráðast á neitt þú veist, það náttúrulega búið að ráðast inn í Palestínu síðan 1948 Já, og svo Hamas til 1987 þannig að þú ert með herska á yfirvöld En hver var samt punkturinn með Bretland? Ég bara segja, skilur að núna náttúrulega Bretland komið í gett vesinn þeir eru búin að taka móti flóttafólkun frá löndum sem þeir eru búin að sprengja og annað slíkt
og búin að vera hérna, og þeirra nýlendum og annað og ég held sko það sé ekki hægt í rauninni segjum að þú fara og sprengir eitthvað land þú veist skilur og tekur við flóttafólki heldur að fólkinu eigi eftir að líða vel í þínu landi eða vilja aðlast en svoleiðis Af hverju sleftu þér ekki bara að taka við fólki? Já, ég held að sé öðruvísi með okkur við erum ekki að taka þátt í neinum árásum og það engin, þú veist Já. Ég held að þetta sé sko að þegar þú ert með við erum guilty by proxy stjórnmálamenn sem eru sennilega í einhverjum tilfellum bara einhverjir psíkópatar og þeir eru hugsa einmitt svona og hérna og bara svona já mér finnst að kannski við eigum bara eitthvað vont skilið og ég ætla bara að láta fólkið í mínu landi þjást fyrir það sem ég gerði og eitthvað svona og þú ætlar að rukka það fyrir það og það skiptir engum máli fyrir mig skilju ég er bara næs, ég er bara hérna í Vestminister skilju og þetta eru bara psíkópata stjórnmálamenn sem að í rauninni fórna sínu fólki af því að þau þurfa ekki að færa þessa fórn sjálf það kemur alltaf niður á það og það frýjar eigin samvisku bara já, ég leti þetta bitna á einhverju, þú veist einhverju George skiluru og eitthvað svona og bý til aðstæður og líka, það er kannski bara mínir hagsmunir sem spiltur og ömulugur stjórnmálamaður að George og Ahmed séu bara að fokkin slást sín á milli í staðin fyrir að þeir séu að skoða hvað er í gangi hérna í Vestminister. Þetta er náttúrulega rétt, það er mun auðveldara að stjórna, nei, það er ekki auðveldara, en þegar þú kom með svo kallað fjölmenningar samfélag, sem ég kalla sunduleitt samfélag, þá er engin önnur leið til að stjórna en bara með offorsi og ofríki. Og þá hefur afsökun til þess, þannig að þú getur sagt, ef ég gerir þetta ekki, þá fer allt í hund og kött. Á meðan, eins og hann var að segja á hann, einsleitt samfélag, þar sem allir hafa einhverja sameiginlega hagsmuni að því að rækta þetta, þá veit að ríkinu aðaldan að segja býtu, þetta er ekki fyrir okkur sem þeir að gera. Mér finnst bara að Ísland á ekki að verða fjölmenningarsamfélag og mér finnst líka að Japan eigi ekki að vera fjölmenningarsamfélag og Marokkó eigi ekki að vera, skilur þetta er bara, mér finnst bara þetta er snýst ekkert bara Ísland, ég held bara að þessi stefna sé vond og ég held að tilgangurinn með henni í öllum löndum er basically sá sami og það er greinilega sama stefna í gangi þú veist, hjá mjög mikið af löndum sem bara gera nákvæmlega sama til þess að reyna að knýja fram nákvæmlega sömu niðurstöðu með þessari fjölmenningarstefnu og ég er alveg jafn mikið mótfall, ég er alltaf mest mótfallin á Íslanda því ég er Íslandingur. Við viljum að taka spurningar þetta 5 mínútur bara svo við vitum. En en mér finnst hún hræðileg hvort sem hún er á Íslandi eða eitthvað stann annars þar, ég held þessi bara vond stjórnmálastefna nema bara mjög fín fyrir spilta stjórnmálum. Ég ætla líka að segja eitt hérna. Ég lendir inn í vandræðum með, nú erum búin að vera Vietnamana og Tælendingana þú veist, ykkur áratu, það er ekki búin neitt vesen með þá. Nei, ég er eins og ég var að tala áðan að samfélagi getur tekið við eitthvað x mörgur og það, þú veist, en á meðan það er svona og hérna, af því þá getur ekki samfélagi missir getuna til þess að gera þessa einstaklinga part af samfélaginu þegar þeir koma í svona miklu magni og ég var að segja áðan að það tókst ágætlega til með Vietnamana, með fólki frá Balkanskaganum og með pólverðarna á sínum tíma og fólk frá Eystrasaltinu. Það tókst ágætlega til af því það var bara eitthvað svona sens í því hvernig það var gert og ég held að Ísland breyttist ekkert í fjölmenningarsamfélag þarna, skilur, þú varst ennþá með svona, og af því að líka þeir sem fluttu hérna, þeir urðu bara partur af samfélaginu. Það var engin krafa á þetta fólk að þeir myndi hvernig gefa eitthvað eftir af menningu sinni, finnst mér allavega. Og ekki eins og er kannski núna, varðandi þar sem koma bara eitthvað, við viljum ekki að þið sé að iðka eitthvað trú, eitthvað íslam og eitthvað, og þetta veldur ósað mikil tortryggni gagnvart öllum menningu, trú og gildum þessa fólk sem flytur hingað, sko. Ég ætla að taka boltan aðeins hérna með því að segja allir frá því sem búið að vera að gerast þarna núna og sem er stór ástæða fyrir þessari reiði. Og þú getur ekki annað heldur en þú þarft að vera algjör retarður ef þú ert að stjórna og heldur að þetta gerir fólk ekki brjálað. Tökum Bretland aftur. Þarna er einmitt allir þessi gæjar, ef þeir komast yfir á bát frá Frakklandi, eins og er iðnaður, þeir voru BBC var að lauma manni hérna inn í bara sem er að sína fram á þetta er iðnaður sem að græðir milljónir evra. Ef þú kemst yfir, þá ertu tekinu upp, það er farið með þau á luxushótel og þar ertu bara hýstur á kostnað almennings meðan það eru 350.000 manns heimilislausir, skráðir heimilislausir í Bretlandi. Ég tók saman eitthvað, þetta kom með mér. Þið er búin að taka saman þessi samtök sem eru að láta flóttafólki hafa peninga, nýja síma og ef síminn eru batterislaust þá láta hafa kort og sem að leiðir í þær borgir sem þú vilt og annars líkt.
og ég vil ekki hljóma sem samstarfsnötti en ég er búin að skoða þessi samtök og þetta allt samtök frá Ísrael nema það 2 frá Bandaríkjunum stjórnað af Ísraelum og þeir bara, þú veist, moka þessi yfir Evrópu, það bara stefna þeir að moka þessi öll yfir Evrópu og ég meina, þú veist þannig að þessna kemst allt þetta fólk yfir og sjáum svo það sem það búið að vera að gera stundarverð nú það er bara rebel hreyfing í gangi núna allt England þar sem menn að fara og setja upp enska fánan, St. George fánan og það eru yfirvöld eru komætt og þeir rífa það niður á metraða þeir eru farin að mála enska fánan og í svona potthól, svona hólur í götunni vegna þess að þeir segja að þá komi yfirvöld strax og að lægi það af því að fánin sameiningardag Já, ég segi það og þarna er fólk að tala þetta er tákn hatur, þetta er fucking enski fánin Vill stjórnvöld vilja rífa allt niður sem getur sameinað fólk því að sameinuð þjóð veitir spilltum stjórnvöldum aðhald þetta er bara mjög einfalt Tökum spurningar aðeins, hérna segir einn Rúnar, minn maður eini þátturinn á landinu sem ræðir hlutina Blessaður. Heyrðu, ok, við vorum að taka hérna, er haninn ennþá besti skyndibitinn? Ég veit ekki hvað. Það er alla líkur á því. Ég var að vinna það. Íslenskur skyndibiti. Ertu að vinna þar? Nei, var að vinna þar í mörg ár. Í hvers skipti sem ég sé bjórkastmyndina hugsaði ég þarf að gera mína eigin teikningu eftir því án gervigrindar. Það var reynda geggjað, við myndum þykja það með þökkum. Þetta er minn maður á X-inu, Holy Thunder King. Sverrir, hérna út í porti og eftir, getur þú nokkuð afhent mér uppskriftina að Lemon & Earth sósunni? Ég kann hana. Vægri greiðslu. Ég kann hana. Mjög gott. Herðu, hérna er setning sem væri mjög undarlega eða væri ekki smá samingi fyrir náðan, karli með tippi. Við vorum að ræða það, en svona, ef þetta væri bara beint úr lausu lofti, þá var þetta mjög undarleg. Þakka þér fyrir þetta. Þetta er mjög transfóbísk yfirlýsing og þú ættir að skammast þín. Væri flott nafn á hana þátt, 4 kallar, það var reynda gegn. Sverri bestur. Já, sammála því. Myndi miðflokkurinn beita sig fyrir BTC, gjaldeyri, sjóði, líkt og mörg önnur smáríkjur byrjuð að gera? Ég vona það. Ég hef ekki hugmyndum. Bitcoin í leiðin. Staðráðnir trúleysingjar eru undirmenns. Ég er sammála því, nei. Ef að háskólanám væri bundið markaðslögmálum þá væri kynjafræðin ekki til. Mikið til í því. Sannilega ekki. Heiðu kennið að Sverrir er bestur á X. Mjög erfitt að þræta fyrir það. Takk fyrir það. Og Data Science er drepfindin, sammála því. Og herðu, já. Lippar munu kalla ykkur rasista en gleymum ekki að lipparnir eru þeir sem seldu út Íslands svo illa að ef ekkert breytist munu Íslendingur og menning okkar útrýmast. Hver er þá alveg rasistinn? Já, við vorum akkurat að ræða þetta, svona ykkur leita á þann. Má ég koma með eitt rós hérna í kommentakerfið? Það er þessi Benóni Bertelsson, hann er búinn að vera hérna með eðal punta hver af öðrum. Þakka þér fyrir þetta, Benóni. Ég hitti hann líka í Sundum daginn. Já. Fyrir tilvílunum reyndar. Hann er kongur. Glæsilegt. Hann glæsilegur líka, nakinn, mjög flottur. Já, gott að heyra. Aldrei slæmt að fá þetta, Rós. Skítlibarnir eru dæmdir til að búa til það sem þeir segja berjast gegn. Herði, já, þetta rættu við í var ekki síðasta þætti, þar sem við vorum að ræða að feministar og aðri sem að alltaf búa til drengi sem að eiga virða konur, þeir eru bara búa til næsta Georg Bjarnfreðsson. Það er bara svoleiðis. Eða menn eins og mig. Annarkvort, já. Hnífsegg algjör. Já. Það er engin millivörna. Ef þú ætlar að gera soninn mann sem virðir konur, þá gerur soninn að manni sem passar upp á þér með því að gera hann aðila sem getur passað upp á nokkuð skapaðan hlut, sem er ekki grenjandi aumingjandi í hotni og það er allavega mín skoðun. Þú verður að gera hann aðila sem þorir að standa á sínu, sem þorir að taka pláss og koma upp í hausinn á honum réttum gildum. Og kannski hafa pappan til að kenna hann þetta. Bingo. Ég veist bara oft bara að feministar segja við mig að það eru bara hrifnar af því að ég, þú voru að segja það sem ég finnst, sko. Og þannig að sem er mjög áhugavert fenómenum. Ég held að hafi ómótstæðilegt aðdráttarafl að segja hugsin. Já. Það er svona merki frjálsan anda. Já, ég hef bara upplifað það, sko. Já, ok, ég er ekki sammálaður en þú segir það sem við finnst að þú er því, skilur, og það er bara sjaldgæft í samfélaginu í dag. Meira að segja Hildur Lillendal gerir grína kallfeministum, sko. Ég er einmitt nýbyrjar aftur á Facebook. Já. Og ég man núna af hverju ég hætti þar, sko. Ég segi bara akkurat það sem ég finnst, skilur. Ég er ekki búin að vera þar í 4 ára eitthvað. Ég bara... En þá allavega stendur maður og fellur með því.
þá bara ég tala bara út frá samfæringur minni og ég geti eftir rátt fyrir mér ég ætla að stend og fell með því og stendi og fell með því sem ég trúi á skilur í staðan fyrir að grípa bara einhvern nýjan þú veist hvað kenningavindur sem það sem blæs í samfélaginu hverju sinni og einhvern veginn bara og svo engin sannfæring og maður bara svona já ok, þú mátt ekki segja þetta því þetta Við rættum einmitt að nafnleysa á hann, ég gleymdi einmitt að koma inn á það að ég tók til dæmis þá ákvörðun að vera ekki með nafnleysi. Það sumir skila, sumir þurfi þess, en við getum ekki allir gert það sem ætlum að vera til. Það verður að vera andlit sem að fólk getur þá fyllt sér á bakvið. Ég elska nafnleysi fasistana mína, þeir eru besti. I love you guys. Herðu, hérna spurning, hafið þið tekið eftir hvað fólk sem talar mest fyrir lítilli eða engri útlendingastefnu eru oft mestu rasistatir? Já. Ég veit ekki með ykkur, en ég svara já. Þau segja að við þurfum útlendinga til að vinna láglaunastörf því annars hrynur hagkerfið, nákvæmlega sömu rök og þrælahaldara notuðu til að afnema ekki þrælahald. Má ég segja eitt þetta? Ég hef líka, einmitt þetta var ég að ræða út í bæði við góðan mann í dag, sem hugsanlega með okkur í herbygginu, að það fór allir í háskóla og þá var allir konum háskólapróf, en það var engin vinna fyrir þá. Og þá kom ríki og sagði, vinnur, þú vinnur bara hjá okkur. Og þá allir bara búið að ryksu upp allt vinnandi fólk að heilli kynslóð. Þá stjórnvöld komið fullkomna afsökun til að segja, við verðum að flytja inn 100.000 manns til þess að hagkerfið hrynji ekki. Já, þetta bara mjög góð. Þetta sem gengur núna á Facebook til dæmis og X-an og allt það, með að sína að kallmenn á aldrinum 30-39 ára á Íslandi, það er bara 30% Íslendingar eða eitthvað, 39% Íslendingar og restin útlendingar og mikið af þessu mönnum eru í byggingagerðum og við erum ekki með fólk til þess að byggja húsin að þá Ég væri til í varandi þetta til þess að fá þessu tölur í eitthvað samhengi þegar við erum alltaf með einhvern ákveðin fjölda af fólki á landinu hverju sinni sem að vinna eitthvað ástíðabundin störf og flytur svo út og mér finnst að við ættum að hafa þetta þannig að taka burtu þessa hvata inn í velferðarkerfið. Þú getur komið og unnið, þú ert frá Rúmeníu, þú getur tífaldar launin, þú getur komið og unnið, þú ert ekki að fara að safna þér einhvern réttindum inn í íslenska velferðarkerfið, þú ert ekki að fara að fá íslenska kennitölu, þú ert aldrei að fara að fá vegabréf, en endilega kottu hérna og vindu og það er starfið búið Þetta er einhvers svona sáti-arabísk útlendingastefna sem hefur virkað mjög vel fyrir þá. Já, nefnum bara, þú veist, með smá mannréttindum kannski, já, við ætlum að hafa smá mannréttindi hér. Mér finnst þetta ekki að vera ósanngjarnt því að Nei, alls ekki. Og þannig erum við líka að koma með hvata fyrir fólk sem veit að bara, ok, ég ekkert að fara að ná að svindla á kerfinu hérna, ég get komið og unnið bara, þú veist, ég held að þetta væri bara mjög gott fyrir alla og mér finnst skítið að þetta hafa aldrei verið nefnt, mér finnst það að vera svo mikið make sense stefna en kannski eitthvað sem ég væri bara til að vita af hverju tilfinningin mín þetta megar alveg sens, fullkomsens þannig af því sem ég hef séð í þinginu og ég maður alltaf búin að fylgjast með mjög lengi tilfinningin mín að stjórnvöld á Íslandi hafa verið mjög svona hrætt ég og langt frá þau hafa verið mjög hrætt mjög lengi og ég fæ mjög sterklega tilfinninguna að það sé mjög mikið svona stemningsstjórnmál á Íslandi það sem ráðherrarnir eru bara að dunda sér svolítið í eigin horni þeir eru ekki að velta fyrir sér áhyggjum heimsins nema þeir eru náttúrulega mæti í Kastljós og ætla að segja við ætlum að leysa þetta og ætlum að flytja fullt af fólki og eitthvað en við eltum mjög mikið löndin í kringum okkur í stefnu þess vegna kom að því að við fórum í þetta með útlendinga með landamærin, opnum þau og hleyptum í fullt af fólki að vinna einna sem getur unnið hálft ár og fengið atvinnuleyfisbætur í 3 ár og eitthvað og þarna held ég að vanti bara aðeins hugsun hjá mönnum og mér dettur í hug hliðstæða, ég held að landi væri betri ef að ráðamenn hefðu unnið í landbúnaði Ég hef aðeins unnið í landbúnaði í kringum mjólkurframleiðslu. Já, og þegar maður umgengst kýr allan daginn, þá lærir maður mjög mikið hvað það að vera mennskur, að vera hjarðdýr. Kýrnar, þær prófa allt sem þær mega prófa. Ef það ekki girðing þar, þá fara þær þangað. Þær hnusa, þær skýta á það, þær míga á það, þær traðka á því, þær prófa. Ef það eitthvað að borða þar, þá verða þær þar. Hjá mönnunum, þá þurfa að vera girðingar. Þetta vita allir. Þegar þú helur upp börn, þá þarf það að setja þeim mörk til þess að þau verði ekki að óargadýrum. Og ég held að hérna, þá var menn bara að hugsa þeir hafa fellt niður girðingar og sagt, þetta verður allt í lagi. Og bara látið eins og þeir sæi ekki að nú að koma hérna 5.000 kýr í hegi mitt og ég ætla ekki að hlaupa út að gera það. Nú ég að tala um þessar með eins og til dæmis atvinnuleyfisbætur. Það algjörlega fáránlegt að menn geti komið til Íslands og verið hérna bara að borga skatta í
örfá á mánuði og verið bara með sömu réttindu eitthvað sem er búin að vinna á í 40 ár og borga 10 milljóna í skatta. Þetta er algjör fásina. Þessu þarf að breyta. Þetta eru réttindi sem þetta fólk hefur, en það hefur aldrei þurft að sinna nefnum skildum. Nákvæmlega. Það hefur tekið einhvern veginn, fólk er hætt að tala réttindi í samhengi við skildur. Þetta þarf alltaf að fara saman. Öllum réttindum fylgja einhverja skildur. Og svo er þetta líka bara, þetta er bara svona basic hvata hugsun, það skiptir máli hvernig, veist, ef að ég gæti einhvern veginn farið og unni í 3 mánuði í einhverju öðru landi og farið svo og tapa vinnunni og chilla það bara bótum á 3 sinnum betri launum heldur en á Íslandi í einhverju skilur, ef ég gæti gert þetta, þá myndi ég bara gera það, skilur, eða þú veist, ok, ég myndi ekki gera það, en ef ég væri úr fátækara landi og I don't blame them, skilur, þú veist, hverju myndir ekki gera það? Þetta, af því ég bara hefði, ég elska Ísland. Nei, ég meina, af hverju myndir ekki fara einhver staðar eða þú getur bara haft ógeðslega gott fyrir að gera ekki raskat? Sérstaklega að þú ert í fátæku landi og þetta snýst ekkert bara útlendingar eru vondir og Nei, ég er að meina af hverju myndir þú ekki gera það, skilur, eða þú getur bara farið og, já, af hverju ekki? Af því ég elska Ísland, mér langar ekki að flytja. Það er ekkert búandi annars þar í heiminum en hér. En þú getur gert þetta á Íslandi? Það er ekkert allir sem að kannski, sem vil ekki gera neitt. En ég meina, ef þú getur gert þetta á Íslandi, myndir þú gera það? Nei, ég meina ég myndi ekki gera það, sko. Af því ég veit ekki, ég myndist alveg gaman að mæta í vinnuna og þú veist, það er bara okkur samfélag í vinnunni og bara... Þú getur verið að leita félagskap einhverstaðar annar staðar, sittandi á kaffihúsi allan daginn eða eitthvað. Ég veit það ekki. Sýnist þér Sverrir vera þannig maður? Nei, ég er að grafa eftir svolítið, sko. Bótaliðið höfðar ekki mikið til mín, sko. Nei, sko, ég vil meina ástæðan fyrir að við séum spáði hvað stutt síðan að hafa verra að vera ómagi heldur en morðingi, sko. Í samfélagi, ekki bara á Íslandi, heldur líka í löndunum í kringum okkur. Þetta hefur svolítið gleymst. Meira að segja þegar við vorum á víkingatímabili, þá var hugsað þig að þú gast ekki unnið. Þú varst ekki talin alveg bara fullgildur kannski, þú varst ekki bara fullgildur meðlimur samfélagsins þannig, en það var hugsað þig. Ekki alltaf, reyndar á Íslandi? Nei, ekki alveg alltaf, en þú veist, svona almennt var það svoleiðis, það komst upp og varst ekki að hugsa fjölskyldumeðlimina en þá varstu til skammar, sko. En ég held, sko, að umburðarlynt og svona liberal samfélag sé ófært að reka velferðkerfi. Já, en ég ætla að klára það sína. Þetta með að það var hugsað en ef þú nenntir ekki að vinna, þá varstu, þú veist, mesta human garbage, bara mesta sorp sem hægt var að finna. Af því að það þurfti hver og einn að leggja, þú veist, þegar veturinn kom á annað, það þurfti hver og einn að leggja hönd á plóg, annars bara, þú veist, ef þú varst ekki að vinna fyrir þér, það var engin annar að fara að gera það. Þetta myndar, þegar þú ert með þessi samfélag sem þurfa að standa svolítið saman, þú myndar ákveðna svona heild sem að verður til þess að þér finnst þú, að myndar svona, kemur menning, sem að þér finnst þú þurfa að leggja þetta mörkum. Þetta fær fólk ekki sem að hugsa, heyrðu, ég get komið í, og mér er alveg sama hvað það er fullt af fólki sem er ekkert endilega bara hvort sem er litaráttur eða eitthvað annað, það er fullt af fólki sem hugsar, ég get komist í frítt uppihaldana frá þessum hálfvitum sem að bara gefa mér pening fyrir að ég ger ekki neitt. Auðvitað að gera það. Ég þekki sér alveg menn sem að ég myndi bara ekki ráða í neina vinnu, sko, ég held bara sama hvað, og ég held að sé bara, og það er ekkert að þeim, sko, nefnum bara, þú veist, ég bara, veit ég hvað ég meina? Já. Og ég veit ekki, mér finnst alveg pínu fallegt að við skulum bara einhvern veginn borga undir þá menn og leyfa þeim að chilla, sko. Það er eina sem við getum gert, sko. Og bara, en við getum ekki gert þetta fyrir endurlista fólki. Nei, ég segi það. Þetta er þessi hugsunarháttur með það að þú getur gert þetta fyrir ákveðin fjölda. Þetta eru finite resources, svona, þetta er ekki óendanlegar auðlindir sem þú getur búið upp á. Þarf einhver actually að vera að borga undir þetta. Já. Það er allavega, ég vil meina að þetta sé svolítið rótgróið inn í kerfið okkar til dæmis. Þess vegna var svona aðeins að veið eftir því af hverju myndir ekki gera það. Hörðu, eigið öll sömul gott kvöld, pleppar, sömuleiðis. Sverri, hérna er að Sverri fyrir fulla reist, þegar hann er í Weimar, Æsland. Lille venn, lille venn. Þannig sagði ég eitthvað með Big Booty Latinas, ég hlakka til að komast að því. Latínur. Herðu, við erum með latína-expert í húsinu. Þeir tala um í hóra punkt, sko, þeir segja hérna, hvað var það? Myndirðu stiðja opin landamæri eða verð bara fyrir Big Booty Latinas. Sko, Silvio Berlusconi var nú með ekki ósipað útlendingastefnu. Hún er svona, fallega stelpur með að koma. Engin annar.
Ég sá sko... Þetta ekki mín stefna, þetta ekki endilega ekki mín stefna. Ég verður bara að lýsa stefnu Silvio Berlusconi heitins. Þetta er official stefna miðflokksins. Já, þá þetta búið. Mér varst einmitt svo helviti gott þegar ég sá að ef að innflytjendur væru ekkert nema fíngerðar asískar konur og big booty latinas, þá væru allar skítlipa konur kona með hakakrossin á hermina eftir nokkra daga. En ég meina, ef þið viljið hugsa þess þessu ákvörðun, skilur, svar ykkar við þessu, þá getum við kíkt bara út til Brasilíu og þá takk ég ákvörðun eitthvað finnst þetta góð hugmynd. Hann býr í Brasilíu. Hann segir að sé mjög ófrítt kvenfólkar. Eða þannig. Já. Hann er alltaf fyrir menninguna. Er það eitthvað svipaðri sem tveimur úr tungunum eða? Já. Ég skil, það er nú verra. Einhver segir það sé betra. Já. Sigmundur Davíð kveikti snemma á þessu, Sorosur á bakvið mikið af þessu. Já, það var nú helvíti áhugaverð grein sem sýndi hverju voru að borga undir aðelina sem að mögulega steyptu Sigmundi þarna úr á stalli. Það var eftir að US8 þarna dæmið kom allt upp. Hverju voru það? Sko, ég veit ekki hvort ég var búin að fara með þetta með þetta sem kom upp úr USA, það var hann Michael Schellenberger sem einn virtasti, ef ekki bara virtasti rannsóknarblaðamaður í heimi. Schellenberger, já. Og hann sagði að, þú veist, þegar þeir opnuðu Doge, réttararnir hans Elon Musk opnuðu allt í, skal ég segja þér, upp úr USA, það drulla sem kom þar upp, var rauninni loka púsli sem vantaði, þeir skoðuðu bara að þessi sjóður var á bakvið öll sem átt að heita sjálfstætt rannsóknarblaðamanna samtök í heiminum. Hann að borga $milljónir til þessara stóru blaða, fjölmiðla og til ákveðna rannsóknarblaðamanna sem voru nokkuð bara hátt skrifaðir gegn því að þeir myndu dreifa ákveðnum fréttum sem þeir vildu. Þetta er dæmi spillinguna sem ég var að tala á. Þetta er hrein og tær spilling. Enga síður var þetta sannleikur sem þeir byrtu. Þetta kom upp úr, eins og segi, ég veit ekki hvort að það var bara að fara að vera óþægileg hvað þeir voru farnir að byrta mikið Dós. Ég var ekki að segja að Dós væri spilling. Ég var að segja styrkininn til þessara rannsóknarblaðamanna væri. Já, ég er meina sko þá rannsóknarblaðamennir voru samt að byrta, þetta var alvöru gögn sem þeir voru. Já, en þeir byrtu, það var engin bandarísku maður auðkýfingur sem kom upp úr þessu. Nei. Já, en heyrðu, nú ætla ég að koma með mjög góð útskýringu. Þetta er nákvæmlega það sem sama og Ríkisútvarpið gerir. Ég var á vinnustað, það sem ég var alltaf að segja hátinu við vinnufélaga mína, ætli nú að fara að hlusta á fréttir innan ferðina og láta ljúga að ykkur. Og þeir segja alltaf býtu, er Ríkisútvarpið að ljúga okkur? Hvernig er þeir að ljúga? Svo byrjuðu fréttirnar og þeir segja, er ekki stríð á Gaza? Er ekki stríð í Úkraínu? Er ekki lægð fyrir sunnan og þökin að fljúga? Lygin er aldrei því sem þeir segja, hún er því sem þeir segja ekki. Það er að hagræða sannleikanum. Þú ert með fullt af staðreyndum, þú ætla bara að taka staðreyndina sem henta þér og fjallum þær. Það er lygi ef að hina staðreyndirnar eiga jafn mikið við. Var eitthvað meira þá baku þetta að Íslendingar voru að fela peninga í skattaskjölið? Það var... Panamaskjölin. Já, þeir hafa sýnt hvernig þeir notuðu áróður og annað í gegnum blaðamannasamtök til þess að steypa leiðtogum á stóli sem voru þeim ekki að skapi. Já. Mörgum í Suður-Ameríku til dæmis. Já. Sem dæmi og þess vegna er spurningin Sigmundur var þeim ekki að skapi til dæmis. Vitið af hverju það er? Þess að hann búin að kosta á 1000 milljarða, ekki bara í ISIF, heldur líka með kröfuhöfunum, þegar hann samningarnir við kröfuhafana. Menn verða átt að svo því, eins og hann Sigmundur hefur sagt frá, þeir buðu honum í einhvern bjálkakofa, einhvers staðar það sem var ekki símasamband, það sem þeir ætla að semja við hann. Semja við hann? Þetta er ekkit grín, þegar þú komin í svona... En ég meina, af hverju er hann eini forsætisráðherrann sem hefur sagt frá því að honum hafi verið boðna mútur? Það er góð spurning. Ætli hann sé svo eini sem hefur verið boðna mútur eða er hann svo eini sem hefur bara sagt frá því? Hín er bara hrættur með það kálað bara skilur en enn er enginn komið til Íslands til kálingur. Það er svo langt. Ég meina, enda koma þarna, eins og segi, blaðamaðurinn sem að laka þessum skjölum var drepinn, hann dó í bílsprenging á Möltu. Þetta fær hann fyrir að fara ekki með bílinn í skoðun á hverju ári. Ég held að Sigmundur Davíð er svona, hann líður fyrir það, þetta er svona visionary gaur, hann er alltaf svona sjá hluti, hann er að segja hlutina áður en þeir gerast, eins og með ISIF og eins og með útlendingamálin og eitthvað svona, og mér finnst aðdáunarvert, og þú veist, ég veit alveg, þetta er alveg briskur, þetta er bara mannlegu briskur maður, en hann var svona eiga það að honum er alveg sama, skíturinn sem hann fekk þegar hann byrjaði að tala þessi mál, löngu áður en öll kurl voru komin til grafar, bæði með ISIF og útlendingamálin, og hann var alveg sama. Og ég bara, þú veist, mér er alveg sama hvað þið kallið mig
fyrir þetta, ég ætla bara að segja þetta, skilur, og svo bara kemur það í ljós hver sannleikurinn og kom í ljós, hann hafði rétt fyrir sem bæði. Ég er náttúrulega alls ekki hlutlaus hér í þessu, en það sem ég segi alltaf menn, þegar ég hitti marga sem eru að ósammála Sigmundi eða ósáttir við hann, sjaldnast ósammálanum. Ég spyr það alltaf. Er einhver stjórnmálamaður síðustu 30 árin, við getum farið lengra aftur, sem hefur gert jafn mikið fyrir þig? Ertu að meina hefur gert eða bara vill eða reynd? Hefur. Okay, af ávöxtunum skulle ég þekki þá. Ég er að meina það. iSafe og kröfuhafarnir, fyrir suma það leiðréttingin, suma það ekki leiðréttingin. Ég meina, bara þetta tvennt er raun og veru, allir aðri stjórnmálamenn eru bara búin að vera í þessu dúttli sem ég var að tala um áðan. Það er bara þeir mæta til þess að fá heitan bíl og kaffibolla á mótnana. Þannig að menna eiga að velta þessu fyrir sér, því að orðin, þú getur breytt orðunum hvernig sér hendar, en þú getur ekki breytt gjörðunum og þú átt að þekkja menn á gjörðunum, sérstaklega í pólitík. Sko ég vil meina með þessu, sko, ég stýð ekki menn út af í hverju þeir eru heldur hvað þeir gera og þess vegna er það bara þannig ef aðeins sem ég stýð er að svo bara farin að, þú veist, þetta er ekki fótbolti fyrir mér, sko, ef aðeins sem ég stýð er svo bara eitthvað að drulla upp á bak, þá hætti ég bara stýða, þetta er ekki flókið. Já, ég man þegar ég var yngri og og búið að prenta henni í hausnum að sjálfstæðisflokkurinn var bestur. Já, ég var alveg bara sjálfstæðisflokkurinn. Og svo er ég 14 ára og mér er búið í pizzu og bjór. Já. Sjálfstæðisflokkurinn. Já. Ég styði ekki það. Þannig að... Mér finnst bara sjálfstæðisflokkurinn búin að vera, sko, mér finnst það að breyst í svolítið langa tíma, en sjáum til dæmis með Þórdísi Kolbrúnu nýju kynslóðinar, Þórdísi Kolbrúnu og Áslaugu Örnu bara, þú veist. Hvað er í gangi þarna? Þórdís Kolbrún er sko, hún væri stríðsherra ef hún væri ekki stjórnmálamaður sko, ef hún hefði burðið til þess. Hinn þurft að flýja land út af leigubílafrumvarpinu og öðru sem hún er búin að gera upp á bak, trúa öllum ofbeldiskonum. Ég stendur með konum. Herðu, hér er áhugaverð spurning. Helgi, ætlaðu þú ekki að koma inn að það? Helgi. Herðu, hér er áhugaverð spurning. Hafið þið mist vini út af skoðunum ykkar? Hvort sem það voru Facebook unfriendarar eða persónulegi vinir? Já. Já. Viltu segja eitthvað sérstætt? Það komið ofta fyrir einsinni. Okay. Já, og það er svo sérstakt að maður lendir í því að fólk sem maður er búin að þekkja í kannski 15 ár, hálfa ævina, maður hefur ekki heyrt í því lengi, svo heyrir maður í því og það er bara, ég get ekki talað við þig, þú ert nasisti. Real. Og eftir 3 mínútna samtali viðbót, þá við komandi búin að átta að segja því, ok, þetta var mistök, en þá er ekki hægt að bakka með það, sko. Ég held að það sé mjög slæmt að menn eiga að tala saman, sko. Menn eiga með alveg ósamála, en þeir eiga þá bara að segja, ég er ósamálaðir og ég vona að það er ránt fyrir þér. En ekki að skella dýrunum, eða skella hurðinni, sko. En auðvitað, þú veist hverjir eru vinið þínir, útræði hverjir standa með þér eftir áfall eða eins og að segja sannleikan eða er það áfall? Myndið þið segja að vera áfall? Geti verið. Ef þú stendur með eigin sannfæringu í dag í samfélagi sem að elskar lygina og bara lifir í einhverju lygi, að þá er alveg viðbúið að það er ekkert allir tilbúinir í það. En ég er endar, jú, það er einhverjar stelpur kannski sem er búin að eða manni eitthvað sko, svona, en ekkert svona engar svona, þetta er engar prinsessur sko. Og þú veist, af því að það er bara svolítið típan, skilur ég bara, en nei, þú veist, enginn svona, og mér finnst nefnilega, það hefur komið svo mikið á óvart, af því að þegar ég byrjaði að tjá mig, ég hef náttúrulega tjáð mig rosa frjálslega og ég reyni að stuða menn, ég reyni að koma, þú veist, ég segi hluti með því markmiði að stuða menn til þess að fá það til þess að hugsa, og sem að náttúrulega er ekkert allir hrifnir af því, en ég fengið bara mest góð viðbrögð og þú veist, það er örugglega fullt af einhverju liði sem að þú eru ekki að segja eitthvað sko, en bara, ég hef ekki mist neitt svona sem ég þykir vænt sko. Já, ég hef ekki mist endilega vini, en ég er með alveg nokkra sem að hafa núna í langan tíma, þú er ekki að setja like á alls konar statusa, en svo fæ ég skilaboð sko, það bara séu sammála og annað sko, ég veit til dæmis 1 og mögulega 2 sem að þú er ekki bara, ég veit að kettlingi verið brjáluð sko, þannig að Ég þekki líka alveg menn sem eru bara í stjórnmálum og bara jafnvel inn á Alþingi og fleira sem að
sem að ég veit að eru sammála mjög mörgu af því sem ég segi og þora ekki að taka afstöðu með því sko og en ég held að það sem að ég að segja í dag og þetta áttur svo vel við fyrir einu ári það var það sem ég var að segja þá þótti mjög róttækt en bara normal í dag og ég held að það sem ég að segja í dag þykir kannski róttækt í dag það verður bara frekar normal eftir 1 ár þannig að og að einhverjum tímapunkti ef þú trúir því sem að við erum að tala hérna ef þú þorir ekki að segja neitt að þá myndir bara missa af skilur og missa bara þinn trúveruleika þú getur ekki sagt endalaust bara þorði ekki að bara afleiðingar af því að taka þá finnst mér á einhverjum tímapunkti þá bara missir þú trúveruleika og þá sýnir þú bara ég bara gaur sem þorir ekki að taka afstöðu með eigin sannfæringu af því að samfélagið einhvern veginn eða þú veist að því hrættur eitthvað þú veist þetta mér finnst þetta bara mjög góðu punktur og mér finnst þetta rosalega skrítið þeir eru alltaf að tala sko að það sé komið svona upprisa einhverja öfgafla. Ég búin að vera á sömu skoðun og ég hef verið í liggu við 20 ár með marga hluti. En fólk sem var algjörlega sammála með það fólki sem búið að færast. Þú veist, fattið hvað ég meina? Það orðið, þú veist, það búið að fara á eitthvað langt til vinstri sem allt hægra megin við sko Mao orðin nasistar. Og það ég sem orðin öfgamaður, þetta voða skrítið. Ég vil líka segja að núna eru ýmsar fyrir eftir hvað tölur og skoðar en við Íslendingar verðum í minnihluta í landi eftir svona 12 til 25 ár. Ef ekkert gert, tekið fram, við getum ennþá snúið við og ef að menn eru ekki komnir út í sko, ég ætla ekki að segja beint öfgar en ég meina ef það ekki verið að saka þá öfgar fyrir á þessu tímapunkti þá eru þeir bara sofandi sko. Þetta, við fljótum að feigða rósi í þessum efnum og það fólki sem hefur hagsmuni með því að haldi svona áfram sem lifir á kerfinu menn verða að láta fortölur þeirra sem vindum eru þjóta. Amen. Það alltaf, það er svo fyndið ég fyndi með það er sko sumir kalla mig öfga vinstri, sumir kalla mig öfga hægri en Facebook-vinnu mín kallar bara öfga leiðilegan skilur en nei, ég meina það er svo fyndið það þurfa allir að vera öfga það eitt kynið af 78, það öfga leiðilegur það þarf alltaf að vera öfga eitthvað, þú veist, mér finnst margt af þessu ekkert mér finnst þetta oftast vera bara einhver leið til þess að forðast að ræða eitthvað málefni að það ferðu í mannin og kallar hann einhverju og þú veist, þetta er bara dæmigert fyrir mann sem rökþrota eða hefur enga sannfæringu fyrir málstafnum sem segist trúa á að þú ferði þetta og þú segir, og ég líka tekið eftir sko, það eru margir sem segja, sem eru meira á vinstri vangnum, sem segja sko, já, þú veist að það sem ég trúi á, þetta eru mannréttindi og þetta ekki til umræðu og það sem þeir eru að segja að þeirra málstafur svo göfugur að það bara ekkert, það verður ekkert, þú veist, að það eru bara fyrir neða þeirra virðingu að ræða þetta við eitthvað annað fólk, af því að þau trúa því að þau réttlætast í rauninni fyrir það eitt að trúa á hann málstað. Það bara eina sem þau þurfa að gera til þess að vera góð manneskja að trúa á hennan liberal woke málstað og eðli málsins samkvæmt ef þú hugsar þannig að þá ferði ekkert í nýra rökræður við neitt annan sem trúir ykkur öðru því sú manneskja alltaf bara bæti fólk, rasisti, fasisti, nasisti, hatakonur, öfga, vinstri, hægri, upp og niður eitthvað, skilur við. Og þetta náttúrulega, en í grunninn þetta allt saman bara aðferðir sem menn nota til þess að forðast að ræða kjarni málsins og enda hefur kjarni málsins ekki verið ræddur í svona 15 ár í íslensku samfélagi. Og enn mjög sjaldan ræddur. Stjórnmála umræða bara litast af því að það þorir enginn að segja neitt og það fer alltaf í eitthvað svona upprópanir og kallanir og eitthvað, þú veist, og hvað sem voru að segja þarna í 2 kallar kongarnir. Þú veist, þetta alltaf bara eitthvað svona óumbörlindi og þetta hatur og þetta bara eitthvað svona, hvað þetta boring, skilur við. Það svo á Facebook þegar liðið getur ekki vera rökræða, getur ekki rætt þetta þá sett hláturskallinn, það eini valmögulegina. Hvað líka samúðin að þú trúir á hverju stefnu sem mjög augljóslega að keyra samfélagið sem þú byrði í kaf og bara gera allt verra og bara afleiðingar þeir eru bara út allt og þú segir bara já, ég svo mikla samúð því ég trúi á þetta. Þú ert að hunsa alla þessa þjáningu í kringu sem að það sem þú trúir á að valda. Fyrir mér það ekki lýsandi við mannesku sem einhvern veginn að drepast úr samúð gagnvart náungunum. Ég held að vinstrimenn, ef við værum í fullkomnu samfélagi og fullkomnum heimi, þá væru vinstrimenn búin að átta sig á því, ok,
ef ég held áfram að segja við alla sem ósammála mér að þeir séu, sko, þetta sé ekki til umræðu, þá eiga þeir eftir að enda á því að drepa mig. Sko, nú ég ekki að segja að það sé endilega að fara að gerast. Ég held samt í framtíðinni ef þetta heldur svona áfram, sérstaklega í London í Evrópu, þá muni menn fara að reisa gálga á torgum. Ég vil ekki að það gerist og ég held að við ættum að reyna að ná ykkur leið til þess að ræða þetta og reyna að leysa úr þessu máli áður en þetta fer þangað. En finnst ykkur sko þegar fólk er að flokka sig vinstri hægri að þá geti ekki verið sammála skoðunum vinstri á getur ekki verið sammála hægri út það hægri sem alltaf fram og fólk geti ekki einstaklega bara í Bandaríkjunum það bara alveg sama ég held að þetta snúist bara völd þetta snýst ekki hægri að vinstri raunverulega þetta snýst bara það að annar hópurinn hefur öll völdin í kerfinu og hann átti að segja á því hann þarf ekki að hlusta á neitt sem aðrir segja ennþá, það er líkilarðið hérna sko og þetta nefnilega var ekki að eilífu menn halda að geti haldið þessum völdum endalaust það mun ekki ganga þannig og þá leið og þeir sem hafa völdin fara að missa þau þá allt í einu fara þeir að hafa áhuga á samtali vitið þið til sko Hvar staðsetur þið flokkinn þinn? Miðflokkinn? Hann er skynsami flokkur með djúpa rætur á miðjunni hann ekki, mér finnst hann meira að mér svona harðari svona á konservatívu eða íhalds ástnum versus frjálslyndis ástum heldur en eitthvað hægri vinstri þetta er svona já, hann er pottið, hann er frekar íhaldsamur frekar en hitt sko en samt bara mjög easy going í hvað var að frjálslyndi en ekki öllum sviðum samt og það er náttúrulega þetta er erfitt út af því að sjálfstæðisflokkurinn var alltaf eini þannig séð hægri flokkurinn í Íslandi sem hann hefur ekki verið þó nokkuð tíma hann er búin að vera svolítið svona pilsfaldaflokkur sko þannig að það lítur út fyrir að við séum bara auka hægri flokkur og tekur alla hina sko en ég meina þeir færðu sig eins og þú varst að tala þeir færðu sig ég held að fullt af fólki er búið að vera það sem við erum mjög lengi og það var bara ákveðin flótti þaðan í pólitík sem var ekki endilega tengslum við almenningsálit Þannig þið bara lítið út fyrir að auka hægri Þið getur fundist það Nei, þú vorst að segja, við lítum út fyrir að auka hægri Nei, ég meina, ef þú ert að ef að heimurinn þinn er bara vinstri grænir og píratar, já, þá lítum við út fyrir að vera það Það er fullt af fólki sem vildi að væri þannig, sko Ég held að miðflokkurinn ætti bara ónaðan að stimpil Málega þessi stimpil er líka á löngu orðin hann er orðin merkingarlaus, hann er orðin verðlaus það, þú veist, auka hægri þýðir ekki neitt í dag alveg svo nazisti, rasisti fóp á hvað sem það er búið að glata aldrei merkingu sinni þessi orð, þau eru bara ef þú horfir á þau út frá valdajafnvæginu þá er þetta bara leiðið til þess að segja þú hefur engin völd, þú ert undir þegiðu og þetta er náttúrulega ótrúlega dónalegt sko að nota svona ljót orð á saklist fólk út í bæ og þetta er líka leið þetta er besta leiðin til þess að radikalisera heila þjóð það er að tala svona við hana sko Mér finnst þetta að vera líka alveg glata því að sko ég til dæmis er þar að ég á voða erfitt með að skilgreina mig nokkstað, ég er með ótrúlega blandaða skoðanir Þú veist ekki eins og hvað kynu ert Nei, það spáði því Er það ekki breytilegt eftir dögum? Ég flæði gerfa, var það ekki orð sem að komið hérna Jó, þú komst með þetta Íslenska er magnatungumál, það er þetta búið til orðið verið allt Nei, menna, þú veist, ég er þar að mér finnst að þú eigir að eiga rétt á skólaþjónustu fyrir menntun óháð efnahag, mér finnst þú eigir að eiga rétt á læknistjónustu óháð efnahag og mér finnst þú eigir að það eigi að vera mannréttindi ef þú vilt kenna þig við siðasamfélag að fólk, sérstaklega ungt fólk geti komist í affordable housing. Eftir það, þá ertu nokkurn veginn on your own. Mér finnst þetta að vera, þú veist, mörgum finnst þetta bara líka að vera kommunismi, sko. Mér finnst mjög áhugaverð gjá á milli tveggja tegunda hægrimönnum í dag. Það er þetta með hagtölurausið. Það eru mjög margir svona gamaldags hægrimenn eða sko 2000 hægrimenn. Þeir eru alltaf bara í hagvexti. En býttu nú við, sjáðu hagvextin og velsældina. En þetta allt, það þýðir ekki neitt ef það er ekki til samfélag. Núna hljóma ég bara eins og maður úr alþýðubandalaginu sko, en þetta er bara staðreind. Þú verður að leggja ykkur að rækt við samfélags og tilfinningum annað það. En þetta helst líka svolítið í hendur. Já. Þetta helst líka svolítið í hendur, vegna þess að án hagvaxtar, eða þá ef þú tekur ríkið og ætlar að skuldsetja það alveg gífurlega, með tilheyrandi verðbólgu eins og núverandi ríkisstjórn er búin að gera og búið að snúa gjössana við vaxtaþróunarferlinu sem hlýtur að vera einhvers konar afrek og það verður nú að gefa þeim það. Já.
Maður skilur ekki hvernig þetta hægt, við þurfum að fá námskeið. Já, þetta er til dælu auðvelt, sko, þú bara skuldsetur ríkið og lætur að eyða umfram það sem að efnast, sko, og þá kemur verðbólga, þú veist að það hefur alltaf verið sama prinsipið verið styrra. Hérna verð ég að fá hrósa Ingu Sæland sérstaklega, því Inga Sæland, hún kaus á móti einhverju frumvarpi sem var vinstri grænir vildu koma í gegn hérna fyrir 2 árum, sem núna mánaðamótin að fara að auka bætur til öryrkja held ég 80.000 á mánuði. Það kom ekki veg fyrir það Inga berði sér á brjóst fyrir að hún væri að auka bætur til öryrkja 80.000 næstu mánaðamót. Hún lætur eins og hún hafi gert það. Ég vildi bara koma þess að framfæri. Ég vil hrósa henni fyrir ósvífni. Ég var basically bara að tala þessa tengingu, sko, að án hagvaxtar að þá getur ekki verið með gott velferðarkerfi. Þú veist, án þess að við séum að stækka og dafna og þú veist, þannig að það ákveðin tenging á milli, en ég veit það ekki, það undir ríkinu komið endilega að rækta menninguna eða fólki? Nei, en ríki á hins vegar að passa hún grotningi niður. Því að ríkið stendur á menningunni og það fellur ef hún ekki til staðar eða það þarf að umbreytast. Þess vegna verður ríkið að gera sitt besta til þess að allavega grafa ekki undan henni og sjá til þess að málni. Á hvaða leyti finnst þér ríkið þurfa að halda utan þessa menningu og þurfa einhvern veginn að vera burðarliðurinn í henni? Til dæmis, menntakerfið mest sterkasta stjórntæki ríkisins svona til langtíma. Þar verið að innræta börnum, stundum 100%. Góða hluti, stundum mjög slæma, en það ég held að það verið svona rauður þráður á 20. Menn vildu að skólakerfi væri að innræta ákveðna samheldni, það þurfti þetta ekki því það var ákveðin samheldni í þjóðfélaginu, en sko eins og ríkið búið að gera undanfarin ár, þá það að innræta fólki bara einhverja þvælu sem að grafa þetta öllu. Alveg 100%, já. Einhver svona, einmitt þessum andverleika pælingum. 100%, sem komnar inn í það, sko. Og það dæmi það að ríkið, það með fínt kerfi, það með fína þjóð, það með góðan efnivið og það ákveður að ég ætla að láta rigna í efniviðin minn og láta hann fúna með því að breyta menntakerfinu þannig að það hætti að virka. Og svo hefur það farið samhliða mölta öðru hluti sem þú varst að tala um. Þetta ekki bara það, en já. En svo erum við með andverleika kerfið og það einhvern veginn rústar efnahag. Já. Það gerir það. Við erum núna að vinna í því að rústa okkar efnahag með því. Já, þú veist að því að þetta dregur úr hagkvæmni. Per se bara, Ísland á þessari vegferð. Sverrir kannski? Sverrir, já. Gæti allt hluti í þessu. En þú veist, að því að andverleika kerfið, það velur ekki fólk út frá hæfni, það velur kannski út frá litarhætti, uppruna, kyni, kynhneigð, alls konar svona vitleysu. Við köllum þetta jákvæða mismunun. Já. Og við fáum verra kerfi, við fáum minna skilvirkt kerfi, þú veist. Og minni hagvöxt. Já. Þannig að þú veist þetta á endanum tengist líka að þú veist ef að stofnanirnar eru slæmar og sem að eiga eins og þú vilt meina að eiga að halda utan að halda utan menninguna einhverju leiti og þú veist að tala mentastofnanir, þú veist að tala skólakerfið, þú veist að tala eitthvað fleira en það sem þið finnst. Já, Ríkisútvarpið samkvæmt lögum ógrátandi, sko. Legarúf. Já, legarúf, það sko ekki rangnefni. Ríkisútvarpið á samkvæmt lögum að standa vörð til dæmis með íslenska tungu en gerir ekki annað en að grafa undan henni til dæmis með kynjamálinu. Og það mjög fyndið að lesa, þetta útúrdúr, það mjög fyndið að ef maður fer að lesa fréttirnar RÚV, þá eru fréttamenninir, þeir detta sjálfa sig í að reyna að nota þetta. Þeir geta ekki nota þetta alltaf. Þeir segja alltaf á endanum allir. Það kemur alltaf á endanum. En RÚV náttúrulega með efni sínu, fyrir okkur, nútímamenn, ef við fengjum núna að hlusta á RÚV árið 1970, það myndi okkur líða eins og við værum bara komnir inn í Buckingham Palace. Það ákveðin svona heilagleiki. Því að það töluðu allir miklu fallegar. Það voru allar útvarpsraddirnar og miklu skýrari. Hvað að vera fjallum, reyndar að fylta leiðilegu drasla á RÚV, alltaf leiðilegt, nútíma tónlist til dæmis, öll módernísk tónlist leiðileg, við viljum ekki hafa hann á RÚV, bara svo það sé sagt, og ekki heldur á sinfóníutónleikum. En það að vera fjallum landsins gagn og nauðsynjar, hvað í dag? RÚV til dæmis algjörlega búið að tapa í svona stjórnmálaumræðu, hún bara komin til Morgunblaðsins og kannski eitthvað rauðaborðið í alvegni betra en RÚV, sko. Algjörlega. Það rosalegt, já. Já, fyrir utan þeirra. Ég myndi meira sér að hlusta frekar á umræðinu hjá Samstöðinu og þá eiginlega bara það rauðaborðið, já, ok. Málið þá eiginlega bara fólk í öll skjól, sko. Þegar að rauðaborðið ekki bara með Gunnarsmára og svona smá hringrung þar, þá eru þeir með marga geggja þætti að það, sko. En þú veist, einu sem eru núna
bara taka rúf, það gamla fólkið og svo nokkrir rúftartar sem að ég búin að coina þetta orð og ég vil bara, við þurfum að koma þessu, það að vera rúftart. Ef að þú mættir ráða, ef að þú eða þínir komast við stjórnartaumana, mynduðu leggja niður rúf? Ég hef ekki umboð til að tala fyrir hönd minna. Nei. En ég held samt að við ættum ekki að leggja hann. Nú ætti þeir einn ósk. Gera mig að útvarpsstjóra? Já, það væri sannarlega til bóta. Þú væri svona Páll Guðmundsson á okkar tíma. Verður þetta undir Sigmund vin minn? Já, heyrðu, ég ætla að punta þetta hjá mér. Herðu, ég ætla að bomba nokkru spurningum og ég vil hafa þetta stutt, því að við höfum svo sem rætt þetta aðeins, það spurning til allra. Já. Eru þið ennþá í þjóðkirkju Satans? Ef ekki, hvaða trúfélagi tilherið þið? Nei, og ég man það ekki. Ég held að ég hafi breytið sig yfir í eitthvað vísta tengt, sko. Vísnakirkjunni? Ég ekki í vísnakirkjunni, ég reyndi. Í vantrú? En nei, ég færði það yfir þannig að þú veist framlagið lefn til háskólas. Mér minnir ég hafi gert einhvern tímann. Er það ekki að þú ert ráð utan? Já, og Óttar er ásatrú. Ég er meðlumur í Hvítasunukirkjunni. Ég sagði mig úr þjóðkirkjunni fyrir svolítið síðan, gekk svo aftur í hana, en svo þegar þessi biskup náði kjöri, þá sagði ég mig úr henni aftur og hef ekki skráð mig annað aftur. Í annað trúfélag? Ekki ennþá. Ég er svona að leita. Ég teki með mér á samkomu. Ég til. Velkomin. Hérna kemur einn sem segir ég hef mist marga, skríti hvernig mikið af þessu fólki kennir sig við umburalindi, mér var sama þó að vini mínu væru liberals, vanta virkilega í dag að vera sammála að vera ósammála. Rétt, sammála. Skóli án aðgreiningar fullkomið dæmi góðan ásetning sem leiði til heljar, já, mjög gott. Rúnar aftur kaþólska kirkjan er framtíðin, mikill kongur, ég sá hann pumpa 120 bara eins og hann var að drekka vatn daginn. Kaþólska kirkjan er framtíðin, svo kristni er í samræmi við okkar sjálfsmynd og sögur sem Íslendingar. Að mörguleiti rétt, en nú sá ég tilkynningun dagina sem að Vatíkanið að halda einhverja regnbogasamkomu. Mér finnst það mjög skrítið. Já. Ég verði til að sjá það er mikið eitthvað. Ég þarf að finna það fyrir næsta. Já, ég fekk hérna link sendan á mig. Þetta bullshit að ég hafði ekki nóg mikinn áhuga. Ég veit ekki hversu áræðalegur miðillinn var sem að var að deila þessu. En svona ef við samt tökum kannski og veltum því fyrir okkur, á ritningin að vera að breyta sér til þess að þóknast fólki sem að er svona í einhverju tímabundinni tískubilgju eða er pínu tengt, sko. Mér finnst eiginlega að þú veist, ef þú ert á ósammála ritningunni, veldu þér þá bara eitthvað annað. Þú hefur alveg frelsið til þess, en þú þarft ekki endilega að taka allt og breyta því og eyðileggja það, vegna þess að þú líka sem einstaklingur í þessu samfélagi er skyldugur til þess að bera virðingu fyrir öðrum, alveg eins og þú vilt láta bera virðingu fyrir þér. Og það er rosalega skrítið hvernig að fólk ætlar að slíta í sundur kannski fleiri 1000 ára gömul trúabröð bara því að það allt í einu núna er að koma með nýjar hugmyndir. Þú veist, þetta er pínu klikkað. Ég get alveg komið með vinkil á þetta. Ég er bara kristinn maður. Ég er bara ekki bókstafstrúar því það er svo mikið myndlíkingum og það er svona bókstafstrúarmaðurinn getur ekki skilið biblíuna. Ég er líka að stríða það, sko. En hérna, þú veist, bókstafstrúarmaðurinn þegar hann lesir sálmana, hvernig hann þarf að lesa, en ok, farin út fyrir efnið. Hérna, og sko kristinn maður, það þarf ekki að líka við allt sem stendur í biblíunni. Mér getur alveg mislíkað eitthvað bara, það væri nú betur, þú veist, en ég trúi samt að þetta sé hérna eilífur sannleikur, skilur, og byggir lífið og þú veist, og þetta er svona atriði þar sem bara skilur þínar persónlegu skoðanir og veraldlega skoðanir eftir, skilur, og hérna þannig, já, basically, það skiptir engu máli hvað mér sem kristinn maður finnst einhverja einstakar ritningar, þetta er eilífi sannleikur sem ég trúi á og lifi lífinu mínu eftir. Það er bara... En ef þú líka, sko, ef þú ætlar að halda það við trú sem þú ætlar svo bara að breyta, þá er þetta ekki lengur trú, heldur bara pólitík. Já. Bara pólitísk stefna. Já. Eldraða hjá Sverri, hér segir það er líka mikill munur á því hvaðan útlendingar koma. Það er lítið sameiginlegt með nemanda frá Pólandi og Palestínu, hinir síðanemndu þekkigernisni Vestrands Stavróf. Ég er að mörguleiti sammála sem mér finnst ekki að mörguleiti ekki að eiga skipta máli hvaðan gott kemur, þú veist, en það verður þá að vera gott. En þú veist, ég til dæmis get sagt, ég veit eitt, bara svo við vorum að ræða menningu, þú veist, ég og félagi minn, við vorum að keyra frá Rotterdam til Spánar og við ákvaðum að koma þess við í Pólandi. Fyrir þá sem að ekki vita, þá er það svona cirka 2500 kilometra út úr. Já, það er ekki beint í leiðinni. Eðlilega. Til að fara á tónleika. Gaman að keyra. Já. Það fór platan hérna sem er hérna við olíu undir, passar olíu
pönnuna á bílnum. Nei, hlífðar hlífðar hérna sem maður þarf ekki þarna úti en allavega. Við komum þarna við í Pólandi á verkstæði og til að láta gera við þetta. Þegar þeir komust að því að við værum að keyra til Póllands og svo til Spánar, þá fannst það svo skemmtileg saga að þeir vildi ekki sjá það að taka við greiðslu. Þú veist, ég sæi það gerast á verkstæði á Íslandi, sko. Þú veist, nema myndi bara þekka gæjan. En, þú veist, þeir neituðu bara að taka við greiðslu frá okkur og þú veist, þetta voru aðilar sem greinilega höfðu ekki mikið á milli handana sem við vorum. En við fórum allavega út í búð og keyptum handaðum kassa bjór til að þakka þeim fyrir og þeir voru mjög ánægðir með það. Þetta bara fannst mér, þú veist, ég að heyra þetta sé ekkert óeðlilegt í Pólandi, bara sem dæmi. Það kannski ástæðan fyrir að maður elskar Pólverja. Þarna hittir Sverrir naglan, hjálpuðum þeim í heimalandinu, spáði að þetta var ekki sett stopp á þetta, það eru mistum Grindavík, það klikkað. Það annað dæmi sem að við gætum kannski tekið sem að ekkit ólíkt og Bretar að gangi í gegnum, skilurðu. Akkur var ekki öllum Grindvíkingum bara að redda eins og þú getur reddað öðrum sem kemur hérna. Það var einmitt mjög áhugaverð umræða þetta þegar Grindavík fór undir hraun að miklu leyti. Libbarnir máttu ekki heyra á það minnst að væri neitt munur á Grindvíkingum og Palestínumönnum. Þannig að sjálfsög það munur. Við bara munur á þeim og bara öllum ekkert endla. Já, ég meina, þegar það bær í landinu sem fer undir hraun, þá hjálpum við þeim. Við skiljum það ekki eftir. Af fólki og fyrirtækjum sem hefur verið að greiða til samfélagsins. Þannig að samfélagið skuldbundið til þess að standa meira með þeim heldur en öðru sem standa þetta bara svo algjörlega rakið og gefið. Þetta ástæðan fyrir við greiðum í skatt. Sko. Hefur gengið vel að inngilda Grindvíkinga í nýju samfélagi? Við þurfum að fá rannsókn frá Margréti Vaff þetta strax. Ég hef nefnilega heyrt að þeir séu líklegri til þess að fremja allskins glæpi. Já, hvernig afbrotatíðni Grindvíkinga á Raufarhöfn? Getur þú greint svo? Hún ekki góð, það verður mjög rasist að fara í þær tölu núna. Afbrotatíðni Grindvíkinga á Raufarhöfn. Já, grindafóbik. Nei, mér verður saman að vera Danir. Þetta bara, þú veist, en þetta það sem að lendi í Bretlandi. Þeir eru með aðilega sem sofa á götunni en meðan þeir að horfa á gaurinn sem var að koma af bátnum, hann fer inn á lúxushótelið sem að þú sefur fyrir utan, skilurðu. Ég held að þetta sé þetta, sko, ég veit ekki, mér finnst vera að augra fólki þegar þú tekur, þú veist, þegar þú veist að kannski frændiðin geðveikur og hann á götunni og það ekki þetta að gera fyrir hann, en á sama tíma að þá fólk sem að, þú veist, hefur engar skildur hérna, hefur ekkert skilur, þú veist, bara hefur aldrei borgað neitt, að það er að gista á lúxushótelum. Já. Það skrítið. Ég held að þetta sé viljandi gert. Já, þetta einhvers konar, hvort sem að viljandi gert eða ekki, þá þetta niðurlæng. Þetta held ég að bara ég trúi því að þetta sé einungis sem að niðurlega fólk og rauninni það verið að misbjóða fólki og bara svona hversu langt get ég gengið, hvað get ég gert mikið við Helga, hversu mikið get ég niðurlægt hann og sparkað í hann og gert við hann á þess að... En horfðu líka á mig, ég hvítur kallmaður. Já. Og það einhvern veginn hópurinn sem að þarf að pína mest. Og það búið að undirbúa hvíta kallmenn undir þetta mjög vel með því að segja við þá að þeir séu basically vondir, að þeir séu hvítir og hérna, það þessi hræðilega saga hvítamannsins og það helförin, það allt þetta dæmi, það búið að undirbúa hvítt fólk rosalega vel undir þetta og núna og undir það taka við niðurlægingum og svívirðingum og eitthvað svona dæmi sem bara augljóslega, þetta er bara Sverrir, og þetta ég mæla þér að einu leiti. Já. Ég held að þetta sé ekki skipulagt samsæri. Nei. Það eitthvað svona mjög góð tilveitnun að maður aldrei að kenna ílsku þar sem heimska líklegri til að ráða. Og ég held að þetta gerist bara í sögunni aftur og aftur og aftur. Mér finnst því meira sem heyrum fall Rómaveldis, því meira minnir það með tímana núna. Já. Ástæðan fyrir að Rómaborg fjall var vegna þess að það eina sem hann hafði til að verja sig voru málaliðar. En hvað þó með sveltið í Sovétríkjónum sem var kerfisbundi gert? Hvað með Mao og hreinsurinnar þar? Hvað með Gulagið? Það var skipulagt. Það voru kommunistar. Já, en þú veist, gætirðu skrifa það bara á fávísi eða eitthvað svoleiðis? Sko, þetta allt önnur spurning. Þetta allt önnur umræða. Ég held að við erum ekki með neitt svipa stjórnkerfi. Þú ert með fólk sem búið að vera að dæla inn marxískum hugmyndum. Þetta ekki sambærilegt. Ég held að þetta sé ekki sambærilegt. Ég ósammálaðið þarna. Í dag, hvað það sem mestu talsmenn kerfisins beita alltaf fyrir sig þegar menn eins og við komum með okkar heiðarlegu, eðlilegu spurningar hvort það sé ekki hægt að hætta þessu, þá segir alltaf, nei, við erum skuldbundir.
lögin skipa okkur að gera þetta. Það búið að byggja fullt af lögum og ég held að þessi lög hafi verið byggð upp af grunnleysi og svona fávísi og ég held þetta eigi rætur sínar í velmegun. Síðustu 80 ár eru gullöld að mörgu leyti hins vestræna heims. Ekki kannski alveg vitsmunalega, en tæknilega þó og fjárhagslega, efnahagslega. Verkfræðilega alveg síðustu... Verkfræðilega, já, en svona tímar, þeir búa til ofboðslegt fjármagn, það fyrir allt, flæðir fjármagn yfir allt og hvað gerir ódýrt fjármagn? Hvað nærir það best? Slæmar hugmyndir. Og það fjármagnar slæmar hugmyndir. Og nú erum við komnir inn á, má ég halda áfram að þessum þræði eða? Ok, sko ég held að... Við gefum... Það er loksins að maður fá orði í þessum þætti. Einhver meðvirkni. Já, enga meðvirkni hér. Hvað var ég að fara að segja? Já. Ég er ánægð með þetta er bara... Þetta er bara tekið orðið. Sko, ég held að, menn hafa ekki að segja, það er góð lagi, sko. Frjálslynd lýðræðisstefna sem við lifum í dag og allir hafa lifað við á Vesturlöndum síðustu 80 ár, nema Austur Þjóðverjar og Austur-Európa. Hún varð svona, komstu raunverulega á legg eftir seinni heimsstyrjöldina. Sjátt á þetta Stasi. Jú. Og Sava Gestsson, lærling þar á bæ. Kóngin. Jú. Mér langar að bústa svolítið tilbaka síðan. Ég er rétt að byrja. Já, ok. Aðeins. Ég bara farið aftur í pásu. Þetta, mér er svo mikilvægt að menn hugsi, í hvaða jarðvegi dafnaði þessi jurt sem frjálslynd lýðræði er. Hún dafnaði í jarðvegi margra alda einræðis og eitthvað sem okkur, nútíma maður myndi kalla hreina kúgun, þar sem annarkvort kirkjan hafði öll völd eða einhver einræðisherra eða kóngur. Ég er ekki að segja hvort að það hefur verið gott eða slæmt, það bara var gríðarlega harka. Lög voru sett og þeim var fyllt. Ef þú braust að þér, þú fórst í jailið. Þú gast verið öri og fengið alls konar hjálp, ómægi. Ég held að fólkið sem kom út úr báðum heimstyrjöldum og út úr öllum þessum öldum hafi verið svo sterkt að jurtin hafi dafnað vel. En frjálslynd lýðræði er eins og rós. Hún dafnar best í gróðrúsi með mikinn áburð. Og núna erum við að glutra niður allir næringun í moldinni. Þið vitið hvað við? Velmegunin er að gera okkur klikkuð. Hún fóstrar ranghugmyndir. Þess vegna er, því miður vestrænt lýðræði, dagar þessi eru taldir ef að við gerum ekki neitt. Ef við höldum áfram svona. Þegar að fólk var að sjá tölfræðina til dæmis úr Evrópu að kynferðisbrotum voru búin að aukast 285% í sumum löndum. 817% í Bretlandi frá aldamótum. Já, það fer eftir hvaða tímabil þú ert að taka, hópnauðganir í Svíþjóð jukust 1000% á milli ára. En veitu, þetta er ótrúlega. Svo við fáum að koma einhverja punkta hérna líka. Já, ég veit það nú ekki. Vertu fljótur að því. Já, takk fyrir. Ljúktu þér af, pabbi. Ég er bara búinn. En punkturinn er þessi að það var búið að sjá alla tölfræðina. Það er búið að sjá þetta aftur og aftur og aftur. Menn er ekki búin að nefna þetta í 1 ár eða 3 ár eða 5 ár eða 10 ár, heldur 15, 20, jafnvel fleiri ár. Og það er búið að þegar að vandamálin voru komin og þá voru augljóslega voru komin, að þá var farið að breyta til dæmis útlendingalöggjöfinni í öllum þessum löndum til þess að gera aðstæðurnar ennþá verri. Og það var gert aftur og aftur og aftur. Kannski er það bara afleiðinga því að fólk sé svona rosalega, eru svona veika rósir í einhverju gróðurhúsi, en maður fær svolítið á tilfinninguna að það séu lykil einstaklingar í þessum ríkjum sem eru við völd og að það kannski hjálpi þeim á þeirra hugmyndafræði að flytja sína eigin kjósendur. Ég meina það var til dæmis gert bara kerfisbundið í Bandaríkjunum og það fór ekkert á milli mála að það var verið að keyra útlendinga beint inn í fylki þar sem þið fengu ríkisborgararétt, þar sem að var mjótt á mununum, þar sem að gætt skipt sköpum fyrir kosningarnar. Þetta var til dæmis með Trump. Og við vitum það að þetta spilar upp í hendunar á vinstri stjórnunum, þannig að ég veit það ekki, er verið að fremja landráð? Ég ætla að því að ég er ekki tilbúin að samþykja það að þetta sé bara einfallega að við séum öll svona vitlaus og lituð og búin að hafa það of gott. Ég er alveg vissum að einhver okkar séu þar, ég nefni ekki nöfnin, en við erum samt, það er búið að afvegaleiða okkur, það er búið að gera það með meginstraumsfjölmiðlum og það er búið að gera það mörgu leyti. Ég er ekki að segja að það sé allt rangt sem hún segja, en ég held að það sé alveg, þetta er þetta strong men create
þú veist, good times create weak men og svo framvegis, þú veist, þessi hringrás, ég held að það sé alveg potið ég held að þessi hvort veggja, sko. Ég er ekki að segja að það sem stjórnvöld hafi gert sé ekki glæpsamlegt þótt að sé ekki samsæri. Það er glæpsamlegt að gera eitthvað alveg sama af hverju þú gerðir það. Ásetningurinn hefur áhrif á það hvernig þú dæmdur, en það er glæpsamlegt. Og ég held að mér dettur í hug orð Schopenhauers, Arthur Schopenhauers, sem sagði að þegar þú ert inn í sögunni í augnablikinu og ert að upplifa hana, þá skilur hann ekki. En 20 árum seinna lítur aftur, þá áttar loksins á því hvað raunverulega gerðist. Þegar við lítum aftur þessa tíma, þá munum við segja, já, þetta var landráð. En hver er þá þeirra afsökun 100%. í dag þegar núna er að koma mjög bersýnilega í ljós? Hver er ávöxtur þessar frjálslyndu stefnir sem, og þetta er nútíma frjálslyndi sem er svona 2010 Þeir eiginlega hættlökkuðu orðinu frjálslyndi. Já, algjörlega. Og við erum að sjá bara mjög bersýnilega hver er ávöxtinir á þessar stefnu er og þau neita og það sem þau gera að þau eru bara að gefa í ef eitthvað er og hvað er þá, þú veist, og er þetta þá samsæri eða eru þau bara svona vittlus eða þú veist, hvað er, hvert er Mér langar að benda á mælingin á baku við þetta? Það er að þegar þú ert að tala þessa stjórnmálamenn og þetta sé kannski svona vegur til heljarri varða og góðum ásetningi, þegar þú horfir á mikið af þessu stjórnmálamönnum, trúir því alvöru að þau hafi einhverja saman með þessu fólki. Heldur einhverja Ursula von der Leyen sem að fekk sitt embætti að því að hún þurfti að röklast úr þýskum stjórnmálum út af spillingu, hún var sett þarna, hún er ekki kjörin líðræðislega sem formaður Evrópusambandsins, hún þetta er manneska sem fættist með gullskeið í raskatinu, heldur einhver að henni sé ekki sama alla sem koma, flóttamenn þráttur í hvernig hún talar, heldur einhver að sé eitthvað manngjaskaðna baki hjá henni? Ég held að það sé allavega ekki það sem að drífur henni áfram, sko. Ég held að það sé nokkuð ljóst, sko. Ég held að vandamáli hjá þessu fólki er að því er bara ekki alvara. Það tekur sig ekki alvarlega. Maður sér þetta hjá stjórnmálamönnum, þetta eru svo mikli leikir eins og bara svo kallar það alltaf aðra populista. Já. Það er svo mikið populista leið. Það er svo svakalega spennandi fyrir stjórnmálamenn að komast til Brussel. Það er dæmum, ef eitthvað sem er bara alltaf að tala um Brussel og vill fara þangað, þá tekur hann sig ekki alvarlega, hann langar að vera með í klúbbnum, það er kokteilabúðin. Og þegar ég heyrði þetta sem barn, Þórdís Kolbrúnfílingur. Það eru þín orð. Faðir minn sagði oft við mig sem barn að þessir kokteila stjórnmálamenn væri bara drullusokkar og fíbl og ég sagði með mér það getur ekki verið en ég held raunverulega sko það hvarflar stundum ekki að manni að fólki sem er í stjórnmálum og er kosið til þess að tryggja hagsmuni okkar og halda hlutunum gangandi hérna, maður hugsa með sér það hlýtur að finna til ábyrgðar, það segir það nú oft, við finnum til ábyrgðar en málið er bara, mjög margir að gera það ekki. Þeir skilja ekki umfang verkefnisins og taka það ekki alvarlega. Og í því hugarfari, þá skil ég að sumu leyti, ef þú ert nógu skinn í skroppin og mikil heigull, að þú ákveður að opna landamærin og opnaði meira og meira og meira og meira. Er partistemming á skjánum? Ég sé bara Mér ákveða að taka þetta að þú veist að segja, þú veist að þeir double down, skilur, þau fara ennþá lengra og þú veist að þau keyra ennþá fara og af hverju gera það? Ég held að þegar þú sér það að þú ert með allt í buxunum og þú ert búin að gera bókstælega í þarfirðinar, að þá ferðu bara að hugsa, ok, hvað get ég hana gert heldur maður taka þetta bara á ennþá klikkar að næsta lever, bara, þú veist, bara til þess að þú veist að lengja mitt tímabil. Ég held að það sé það sem við erum að sjá í Bretlandi sem dæmi, þú veist að bara við reyna að stoppa mótmæli eitthvað svona því að Labour er með, þú veist hvað, YouGov með 18-19% fylgin og nýla, þeir eru bara búin að vera. Veistu hvað þeir ætla að gera í því? Samkvæmt okkar manni Dominic Cummings, þeir ætla að leyfa útlendingum að kjósa. Já, þetta er bara sem við erum að tala um. Sem er fullkomin leið til þess að losna við í form. Og þetta eru réttindi á þess að menn hafi ykkur skildur, en þetta er líka það sem ég er að pæla í, að við erum með stofnanir á Íslandi sem eru bara aktíft í því að ráðast á og þagga í öllum röddum sem tala um og segja hvað er í gangi og það er bara aktíft farið í það. Þú sér bara, þetta er bara eins og RÚV, bara mjög augljóst, jafnréttisstofa. Það er bara, þú veist, þetta er bara þessi maskína, það er svo farið bara automatist í gang gegn hverjum einasta manni sem dirfist til þess að tala gegn þessu. Sjáum við sem með Binna í Klöptu, bara allir sem tala gegn narratífinu. Hann fór í primetime og laug upp á eld sem dæmi hérna þegar hann var með Arnar Þór Jónsson rétt í lýðræðisblokkin rétt fyrir kostningar, bara sem dæmi. Við erum bara með vel smurða maskínu í íslensku samfélagi sem fer bara beint í það að þagga niður í öllum sem segja eitthvað um þetta og maður bara svona, já ok, hverjar eru hagsmunir
þessara afla, skilur Nú ég kom með Ég eina ætla að hugmynd skjóta bara einu að áður þú segir Á það. nú endalega að þakka niður í mér Það er ritskoðun hérna. Nei, hérna það er, Ég held að þetta væri málfrelsis þáttur Nei. sjáum hvað fór í gang þegar Skjöldur Íslands labbaði eitt rúnt bara, talandi um maskinina. En anyway, við viljum að taka Ég spurningar er eftir bara að þetta. gleyma þið núna Nú, já. Herðu, hér kemur hérna fátt, ég elska pólveri á rússa, pólveri eru geitur, það var fátt síð þóli minna en að heyra pólitíkus tala um alþjóða skuldbindningar, býtu, what the fuck, hvert fór the beefcake? Svo kemur einn sem segir Helga var skipt út fyrir útlending. The Great Replacement. Og Óttar er Íslendingur. Menning er ekki bara að fara í leikhús og lesa ljóðabækur og Kaffi Vest eins og Lipparnir og X-Halda, var ekki verið að fletta ofan að því að einn eigandi Kaffi Vest, er það kannski fyrirvarandi, er Brutal Wife Beater eða var það ekki það sem var að gera svo mikið grína Gísla Martini fyrir að vera er hann ekki eigandi Kaffi Vest, er ég að fara með rétt mál? Ekki hugmynd, sko. Endilega leiðrétti mig. Hljómar ekki svo staður sem ég fer mikið á. Nei, ég meina endilega leiðrétti mig í chatinu ef við erum að mismina. Það var einhver staður sem að einhver var, þegar maður lippað, þegar maður Edda Falag og vinnir voru alltaf að fara á sem að eigandi var, einn af eigendum var akkurat þessi típa. Við getum haft samfélag okkar eins og í Færeyjum, strákarnir on point. Við getum aðlaga kannski svona 4 pólveri á ári, þurfum ekki að aðlaga marga pólveri. Ég ætla að segja hérna, við vorum að tala um áðan, af hverju er það af hverju er alltaf stigmagnandi stefnan þeirra. Ég trúi því ekki að ég ætla að reyna að setja mig þeirra spór, en ég ætla að gera það samt. Og ég held að þetta sé aftur hérna hermaðurinn 1967 í Japan. Þegar þú ert búin að leggja allt í sölurnar, þú ert búin að tala fyrir þessu í 20 ár, þú ert búin að kúa alla í fjölskyldinni þinni, þú ert búin að afneita fólki. Sumir eru meira að segja, búnir að styðja við það eða senda börnin sín í aðgerðir sem eru óafturkræfar á líffærum. Rétt. Ég held bara að fólk get ekki horfst í augu við þetta. Já, rétt. Ég sammála. Þetta er afneitun. Ég ekki tilfinninguna með aðra áttur í sér. Já, það þurfi bara að vera, þú veist, hvað hétt hún réttarhöldin hérna eftir seinni heimsstyrjöldina? Núrenberg réttarhöldin, takk fyrir þetta. Þú veist, við þurfum að halda önnur svona. Þegar þessi geðveiki liðin, þá það bara önnur Núrenberg réttarhöld, það sem hefur verið tekið á liðinu sem var að skera kynfærna krökkum, það sem verður tekið að liðinu sem er búin að vera í mestu geðveikinni, þú veist, að taka fólk að lífi eða mannorðsmyrða það eða ljúga einhverju upp á það eða, þú veist, er búið að vera kerfisbundið að ljúga liðnum, það þarf önnur svona réttarhöld og það þarf að gera þetta upp vegna þess að þessi hugmyndafræði, þú til dæmis horfir á bara gögnin sem liggja fyrir frá Eurostat og fleira, að sko þessi progressive left hugmyndafræði er ábyggilega búin að valda fleiri nauðgunum, fleiri morðum, fleiri hnífstungum, fleiri sko bara nefndu það, heldur nánast nokkur önnur hugmyndafræði okkar tíma. Hugsið ykkur það. Og þetta var fólkið sem ætla að draga úr hatri, draga úr ofbeldi, draga nauðgunum, virða mörk, en það má ekki einu sinni virða landamörk. Talandi það, ég ætla að sýningu myndband sem er akkurat til að leggja býta með að skipta yfir Arnar. Ég ætla að ég veit ekki hvort við getum við sett á ef þú slekkur á mækonu þannig að við heyrum í sjónvarpinu. Þetta er svo... Og, og áhorfundur heyri líka. Meðan við græjum þetta, þá ætla ég bara aðeins að útskýra hvað er hérna á myndbandinu og það er akkurat það sem hann Helgi er að tala um. Meðan við erum að vinna í þessu. Það er ég gleymdi bara beðið hlustendur afsökunar þessu, ég gleymdi að segja honum fyrirfram að ég ætla að gera þetta. Hér er að hlusta mann sem að segir einmitt, þetta er mikill vinstri maður og mikill svona progressive hetja. Og hann er að styðja konurnar sem eru komnar til að lýsa yfir því að þær hafi orðið fyrir nauðgun. Og eins og þið munu sjá, þá segir mun hann segja að allar konurnar, ég ætla bara, er ekki einfaldara Arnar, ég gefi fólki bara linkin getum við ekki bara sett linkin í Ég setja bara í tjattið og fólk getur það bara... Það er ágætt bara að þú lýsir því sem að gerist þarna, ég held að þú ráður alveg við það. Já, og þarna, ég ætla að setja linkin bara í tjattið þegar ég er búin að þessu. Það sem að gerist þarna svo er að hann talar þarna bara, já, sjáu því, allar konurnar settust niður þegar var spurt hverju orðið fyrir áreiti. Og byrjar eitthvað með einhver svona ræðu. Svo segir einar, já, ég varð fyrir kynferðislegri árás og þegar kom í ljós að það var brúnn maður, Arabi, þá vildi lögreglan ekki snerta málinu og hann verður brjálaður. Bara, er hún í alvöru að nota, að vera fórnarlamb, sem afsöku fyrir rasisma, hann fer beint þangað.
Er þetta ekki svolítið skrítið? Ég ætla að setja bara link. Jú, en þú veist, þetta minnir okkur líka, manstu mamma stelpunar sem var hópnauðgað af mönnum að erlendum uppruna, að sko, henni virti skipta hana mestu máli að fólk getur nú ekki halda að sko, þau varu á móti útlendingum sem að hinga var að koma þó svo þessir aðilar hópnauðgað dóttunni. Manni fannst það bara svona vera að það einmitt eins og þið voru að tala hérna. Það eru einstaklingar sem eru búin að vera að selja þessa hugmyndafræði sem hefur síðan orðið til þess að dótturinn hópnauðgað. Hvernig ætlar þú að réttlæta þetta fyrir þér? En Helgi, veistu hvað þetta var hjá henni? Að þarna atriði þar sem hún að sýna alveg stórkostlega hugmyndafræðilega hlýðinni við það, skilur, það bara þrátt fyrir það sem að gekka á þarna, þá alltaf, og hún að sýna og þetta snýst alltaf Þetta hana meira máli heldur en að dótturinnar hafi verið nauðgað, þetta viðbjóður. Af því að þessi liberalismi, þetta fítar inn í svona narsísíska tendensa og þetta svona stórkostlega hugmyndafræðilega hlýðinni og ég held þessi sama hugmyndafræðilega hlýðinni og menn sem taka sko börnin sín, þú veist, í gaypride og þú ert með eitthvað 4 ára krakka og það gaurarnir í BDSM, skilur Já, eða fólk sem var að snitsa börnin sín hjá Stasi og allt þetta er bara sama, skilur. Og þú ert þarna með börnin og þú ert að sína, sko, ekki bara læti bjóða sjálfum mér þetta, ég er með son minn og hann 4 ára og hann líka, skilur. Þetta alveg svona ultimate hugmyndafræðileg hlýðinni sem ég að sína og þetta snýst að sína vinum sínum sem eru líka lippar sína þetta, bara eitthvað svona ég er all in í þetta og þetta eins og þú verður í einhverju kirkju og þú verður þú veist, eða í einhverju trúarsöfniði og þetta svona leap of faith, þú veist að sína, skilur, hvað þú ert öflugur og sterkur í trúnni, sjáðu hvað hann er trúfastur, sjáðu hvað hann er að gera, hann er alltaf með, skilur, við þið hvað meina, og þetta er líka, þetta er veikt, þeir hafa talað mikið það, rosalega lasið. Þetta snýst að fæða inn í svona narsísíska tendensa. Ég man ekki hvað hún hét sem að mætti hjá þeim í Trigonometry, skrifaði einmitt bókum og hún sagði sko síðasta fólki sem hún yfirgefa eins og þessa hugmyndafræði að sé í lagi að skera kynfærina börnum og svona, það eru foreldrar og þá sérstaklega mæður sem hafa látið gera þessa óafturkræfa hluti við börnin sín vegna þess að þá þurfa þær að segja bara, veistu, ég eyðilaði barnið mitt mögulega. Og sko því meira absúrt sem hlutirnir eru og liberalismin, hann verður alltaf meira og meira absúrt með tímanum og því meira absúrt sem hlutirnir sem þú sættið við eða gerir eða performar að því meiri hlýðinni sínur og þetta snýst alltaf og þetta snýst aldrei fyrir þessu fólki að taka afstu með einhverjum minnlutahópum eða neitt, þetta snýst bara þetta svona circle jerk kringur, einhverja skítlippa og þetta snýst að fá viðurkenningu frá þeim og vaksa í áliti hjá þeim og þetta snýst bara að þetta liður allt meira og minna einhverjum narsisistar og bara einhverjum sósíópathar. Þetta er lúserar margir sem hafa aldrei fengið hrós og þarna færðu, þetta er búið að lokka til sín fólk, það er alltaf verið að segja þér hvað þú ert góður. En þú varst að nefna að þetta voru mömmurnar sem að þyrfti að viðurkenna það að þær væru búin að drepa börnin sín, áttum okkur alveg á einu, að því ég er búin að lesa rannsóknirnar, að 30, 60, 50% og 50% er þá yfir aðeins lengra tímabil sem við mælt, eru þegar búin að fyrirfara sér. Þannig að þú veist, það er þá þegar helmingurinn af þessum mæðrum sem að eru bókstaflega búin að drepa börnin sín. Ég ætla að fara aðeins áfram Þetta eru barnamorðingjar og við skulum bara kalla þau sem það eru. Halda áfram hérna bjórkastið, engi með bjór, elska ykkur samt. Já, ég fór yfir það ef ykkur mistaði hérna í byrjun. Konan mín er bara hún geti átt bara hvenær sem er og ég ætla ekki að taka þann séns að þurfa að rjúka hérna ölvaður. Jón er bara það lasin að ég ákvaði að vera í Monster, bara hún er svona til samlætis og hann byrjaði eitthvað við sig. Og gestur er í bjór og einn annar er í bjór sem að verður ekki tekið fram hver er. Hérna býta nú við, Gauri sér rannsaka þetta, fyrst var mjög svegt við tilgang, ég er búin að missa, ég veit ekki alveg hvað við erum að tala þarna. Hann var að segja að væri búið að rannsaka þetta með sunduleitt samfélag og samfélagslegt traust, það er ekki saman. Hérna kemur hvaða lippi er þetta með taglið, ég verð nú að taka upp hanskan fyrir að notar, hann er nú ekki meiri lippi heldur en aðrir, menn getur nú haft dreifðar skoðanir þó að sé ekki lippi. Hann er ekki sálfræðingur segið, jú, hann er víst sálfræðingur. Hann er sálfræðimenntaður, hann er ekki sálfræðingur. Já, B.A. í sálfræði, master í heilbrigðisvísindum. Hvernig er salernis aðstæðan ykkar? Eru þið með þvaggskál? Ég er með legg og svo erum við með svona boka sem við kúkum í ef við þurf. Heitir stóma. Henn er ekkert að vera bank upp á hjá ókunnum og rauvaröfni og annað hver maður í landinu frá land í burtistan. Rauvaröfni banka bara upp á mönnum og rauvaröfni eða vantar aðstóð, það er ekki flóknið. Það gengur ekki upp að vera með velferðarkerfi samhliða lauslegri útlendingastefnu, nei, það er bara ekki hægt. Það er bara eins og heyið. Og enginn girðingi kringu það. Þetta er svo rakið dæmi. Þetta er svo rakið dæmi. Þú grefur undan öllu. Sko.
Filippseyingar og Pólverjar eru gott dæmi útlendinga sem aðlagast vel, eru báðir með sín einkenni og menningu, báðir Róparnir eru kaþólskir, kristindómur var sameinandi afl í 1000 pluss ár. Já, ég meina, ok, ef að tala bara af algjörri hreinskilni eins og við erum nú vanir hérna, öll Evrópa, þeir eru verið að tala uppgang einhverjar andúðar, það gegn einum hóp. Eru við ekki sammála það? Eða eru þið... Þeir eru verið að tala þess að, bara þessi útlendinga andúð, þetta alltaf einn hópur sem fólk á móti. Svo stærsti, þú ert að tala múslimana? Ég er að tala herskáa múslima, sem eru búin að gera það að verkum að íslamista, sem eru búinir að gefa múslimum þetta orð. Ef að þeir hefðu ekki verið, hvað er ástandið eins? Ég held ekki. Ég held að það sé ekki séns. Nei. Þú sér það bara að það er búið að... Svona, þú veist, það væri alveg eitthvað, en þú veist, það var ekki slæmt. Íslam er að mörguleiti neikvæður hvati fyrir þá til þess að aðlagast vestrænum samfélögum. Af því bara... Við erum að tala íslamista eða sinn öfga, skilur þú? Ég er ekki að tala ég er að tala bara að Íslam er bara menningarlega mjög sterkt fyrirbrigði, alveg eins og kristni er menningarlega mjög sterkt fyrirbrigði og einmitt og að því að kristni, sko, að sem að fara í eitthvað svona guðfræðileg hugtök að þú veist, að náðin sem er talað í kristni, það er ekki þannig í Íslam. Ég myndi vilja að þú myndi fara í þessi trúar, af hverju ættu við ekki að gera? Af því að þetta er bara boring, þetta er langt, skilur þú veist, að það er ekki, þú ert ekki í kristinu trú eitthvað að reyna að klifra upp eitthvað stiga til þess að komast í eitthvað stig himnaríkis eða eitthvað, það er bara Jesús afgreiddi málið á Golgata, málið dautt og verður réttlætti fyrir trú og hann bara hann hreinsar okkur hvíta af synd, frá málið var afgreitt á Golgata. Það er ekki þannig í Íslam og það er, þú veist, það er þetta Djenna dæmi sem er eitthvað 7 stig af Djenna og menn er að reyna að komast til himnaríkis og þetta bara býður upp og bara eðli trúarinnar er bara allt annað og þetta býður upp á miklu meira radikal hugsun sem að sem bara stangast á við það sem þá hugsun sem er í gangi á Vesturlöndum óháð því hvort þetta sé gott eða ekki, það er þetta margt gott við þetta en menn sem eru íslamstrúar eru miklu ólíklegri til þess að aðlagast að vestrænum samfélagum og það er bara staðreynd og Íslam er bara neikvæður og þeir eru náttúrulega í rauninni og svo sko af því að þeir finna fyrir múslimandir sem flytja til Evrópu, þeir finna fyrir fordómum oft vegna trúar sem að radikalisera þá enn frekar inn í trúna og allir svona trúarhópar, alltaf þau eru með trúarhópar samkvæmt séu kristnir eða eitthvað starf eins og mjög öflugir söfnir kristina manna þar sem þeir eru í minnihlutahópa alls það er í Miðausturlöndum, mjög öflugir söfnir og það er rosa trúfesti og bara mjög trúað öflugt fólk og það eflist alltaf, þegar þú ert í minnihlutahóp þegar að trúað fólk upp En af hverju eru þessi minnihlutahópar alltaf að minnka á þessu svæði? Af hverju hafa þeir minnka síðustu 100 ár? Kristnimenn hafa náttúrulega bara verið offsóttir í Miðausturlöndum En ég er að segja, og þetta er bara, þetta veldur því að menn radikaliserast í vestrænum samfélögum, að múslimar hafa bara gríðarlega tilhneigingu til þess að radikaliserast og það er bara það sem gerist. Það er múslimsk kona sem heitir Dia Khan, ég hef oft vísað í TED-talkennar þegar fólk er að velta fyrir sér af hverju þetta er sem þú ert að tala og hún talar rosalega mikið það að unga fólkið sem eru múslimar, þeir mega ekki vera frjáls, þau er ekki frjáls í þessu samfélögum af því að eins og hún sagði hennar mestu ótti eru the brown men with beards. Það eru mennirnir sem að fá að taka völdin í þessum samfélögum og halda þeim í gíslingu. Það eru þessir öfgamenn sem stjórna með ofbeldi. Og hún segir að rasistarnir hafa alveg verið slæmir. Þeir sem séu vestir, það séu aðilarnir sem að leyfa þeim að gera þetta. Hún segir bara af hverju eigum við ekki skili vernd fyrir þessum mönnum. Af því að fólk er hrætt við að styggja þá. Sjáðu til dæmis í Bretlandi, þetta eru svo sterkar pólitískar hreyfingar að flokkurinn sem við völd núna, þeir þora ekki að fara á móti þeim því þeir myndu tapa öllum kostningum ef þeir myndu missa þennar hluta. Þetta vandamál er bara að ágerast með ári hverju í Evrópu. Já. Og einn daginn þá held ég að vinstrimenn og sko múslimar blokkin í pólitík þar eins og í Frakklandi muni bara saminast. Já. Og þá er held ég dálítið game over fyrir menn, þannig að það er önnur ástæða til þess Ég held að það sé alveg virkilega gott að velta því fyrir sér hvort að þetta sé raunverulega tapað. Við erum búin að vera að sjá síðustu ár að það er búin að vera að skipta út í fólki í Evrópu smá saman, fæðingartíðinni innfæddra hefur lækkað verulega, þú ert að fá rosalega mikið af fólki sem er erlendu bergi brotið og svo blandast þetta
þeir nýju sem fæðast inn í samfélagi, þeir eru fættir innan landstegana, þeir eru taldir ríkisborgarar, en þeir eru rauninni hafa aðra menningu, önnu gildi, sem að stangast á við okkar og í rauninni þetta bara the big replacement og smá saman að þá þinnest hópurinn innfætra, alltaf meira og ég meina hvað haldið þessi mörg ári í viðbót þannig til að við séum konur í minni hluta svona einn gjörðu alla Evrópu. Ég held að það sé bara örfá ári í það sumstaðar sko. Ég algjörlega viss það að þetta ekki búið. Við erum ekki búin að ná botninum en við munum ná honum og ég held að menn muni þá fara aftur upp. Ég held að radikaliseringen sem mun eiga sér stað í Evrópu, ef þetta heldur svona áfram, ef við náum botninum, það er raunverulega, skeri hugsun, hvað gerist þá? Leið mér þá að spyrja það þessu. Hvar þar sem að þeir hafa dottið undir 50%, hefur það aftur komið upp? Gerist ekki í Líbanon, gerist ekki í Sýrlandi, það var nú, gerist ekki hvernig var með í Spán Konstantínópel undir Márunum? Spátnandi málunum gæti verið mögulega eitt að fáum dæmi, en þeir voru ekki orðnir bróðu parturinn af Spáni. Nei, þeir voru búin að hernema það í einhver tíma. Yfirvöld, já, þeir voru búin að ná völdum þar. En þeir voru ekki búin að breyta öllum. Kristnir fengu að vera kristnir ennþá, þá bara farið og slítla með þá. Já, einmitt. Já, svo reyðust. Kristnir voru hins vegar alveg í tæp 100 ár að ráðast inn á það svæði til að drepa múslimana áður en náðust tilbaka. Já, þetta var langt ferli það með að ná Spánu tilbaka, en ég meina það er sér að segja, botninum ekki náð, en ég held að menn minn aftur endurheimta Evrópu, sko. En hafið þið séð bara myndbönd og annað slíkt og kynnt ykkur eitthvað hvernig lönd í Austurlöndum voru bara svona 1940, 50? Já, ég sé Kabul svona 56, Íran á svipuðum tíma og það er bara, þú veist, allt önnur samfélag heldur en öðru í dag. Já, það er náttúrulega þetta á sig sína sögu, það náttúrulega var reynt að steypa á stóli mönnum í eins og Íran sem á olli því að það var klerkabilding, þannig að það er alveg góða kristnafólkið, gerðu það? Já, voru það ekki svona aðalega bandaríkjamenn sem að fóru í það? Jú. Þú veist, það voru menn með sérhagsmunni sem að gera það og oft er Evrópabúin kennt það sem hafa ekkert með að gera, sko. Ég ætla að taka fram að ég er alls ekki hlindu því að fylla landi af múslimum eða neitt og ég veit þetta mun stangast á og allt það. Ástandið þarna, af hverju öfgar náðu svona miklu trú, öfga múslimar og jihadistar er alveg bein afleiðing af því hvernig Vesturlönd hafa komið fram við. Það er alveg gefið. Ég held að það sé enginn sem að mótmæli því sem hefur kynnt þá í Miðausturlöndum sérstaklega. Já. En ég meina þetta gerist líka í Suður-Ameríku. Þetta gerist líka í Suður-Ameríku þar sem að menn voru að taka niður jafnvel lýðræðislegar kostastjórnir til þess að koma. Mér finnst, ég verð að segja, við vorum að tala um það, mér finnst það bara ekki skipta neinu máli. Nei. Þetta er all liðin tíð. Við erum allir ungi menn. Það eina sem við höfum að vera að tala um er hvernig forðum við landin okkar frá glötum. Mér finnst það fer svo mikil tími í þessar nýlendu pælingar. Mér finnst þetta þvæla. Það er að tala um einhverja sektarkennd og nýlendur og eitthvað. Ég er alveg sammálaður með sektarkendina. Ég held að það sé ekki það sem að vera að draga upp hérna. Að við höfum að byrja einhverja sektarkend. Við komum frá Evrópu, það voru ekki við sem gerum þetta Íran. Það voru ekki við sem að koma að Afganistan eða Írak. Við minnum þess að byrja auglýsingar í New York Times þar sem við lítum yfir og mótið þessu. Það sem ég er að segja er ekki. Við erum búin að gera fullt af hlutum. Ég er að meina annað. Ég er að segja, jafnvel þótt að íslenska ríki hefði bara sendt sprengjufljólir hefðum við áttar til Írak, þá er ég að segja, það skiptir engu máli. Við berum jafn mikla skyldu, okkur ber jafn mikil skylda til þess að tryggja afkomendum okkar heimili, því að þeir hafa ekki til saka unnið. Nei, ég er ekki að mótmæla því, ég held að við séum aðalega að tala um eins og sé allt í lagi að glutra niður landinu bara út af því að ykkur gerði eitthvað ljótt. Ég held að aðalatriði hérna sé það að skilja af hverju hlutirnir séu eins og þeir eru og átta sig á því og hafa ákveðið samhengi. Ég held að samhengi skiptir máli. En ég er alveg sammálaðið þar að við berum ábyrgð og skilduðu þess að tryggja börnum okkar farbúr og farveg. Engi spurning og við höfum að gera það og setja þau í fyrsta sætið gagnvart öllum öðrum alltaf undantekningarlaust. En er þið kristnir? Er þið kristnir trú? Ég ætla að spyrja það einu. Já, ég myndi segja ég var kristnir trú, já. Má ekki segja að ég er búin að gleyma því. Hvað sagðirðu? Erum við kristnir trú? Já, ég held það. Ég var á tímabili, taldi mig vera trúleysingja. En ég les Biblíuna og mér finnst hún prýðisgott rit. Já, þú ert þá búin að lesa hvað Jesús sagði flóttafólk, það sem var að flýja undan. Ég les Biblíuna ekki eins og vinstri maður.
Læs eða ekki? Jú, ég læs. Já, Ég veit bara- hvað Jesús sagði náungan, en ég veit að hann er ekki að tala allan heiminn þegar hann talar náungan. Það ekki? Ég lít ekki svo á, allavega. Nei. Það er einmitt eitthvað sem vinstri menn er oft með, ef ég skilir rétt. Það er eitthvað hérna með náungan og... Jesús talar fólk sem flýjandi stríð og hans. Þetta er sko... Hvað talar það? Ég er ekki með þetta alveg akkur núna, ég er búin að dræða mikið að þið Facebook. Ok. Nei, ég er bara pæli, út af nú erum við að tala um öfga hitt og öfga þetta, í trúum og svona. Það vildi bara vita þetta, hvar menn stæði í sinni trú. Ég er ekki kristin trú. Ég myndi segja, ég var kristin maður, það er náttúrulega alltaf þegar þú spyrir einhvern trú, ertu trúaður? Þá þú veist, hvað áttu við með trú, hvernig trúaður, þú veist, hérna, ég held að ég sé þetta kannski pínlítið öðru sem Sverrir þegar að ég sko, segjum að við myndum allir hérna inni lesa biblíuna, að þá myndum við allir taka með okkur þá hluti sem að einhvern veginn fylgja okkar eigin samfæringu og það eru hlutinni sem myndu sitja eftir, þannig að jafnvel þó myndum allir lesa ritninguna, þá myndum allir taka mismunandi hluti frá henni og þess vegna í rauninni er þinn Guð þinn innri sannfæring og þetta er það sem að Carl Gustav Jung sannfæringur kom að á sínum tíma. Þannig einmitt, þó að þú vitnir í eitthvað sem er ábyggilega, þú veist, ég ætla ekki að efast það að sé í biblíunni, að þá kannski les hann hana öðruvísi og það var kannski ekki, þú veist, rauði þráðurinn fyrir honum. Já. Og þess vegna er Guð svolítið bara innra með þér. Já, þetta var náttúrulega alveg sem að gerði mig, fældi mig frá trú þegar ég var úlingur, sko, ég las biblíuna og gert fyrst að þessu síðan eitthvað, en það var náttúrulega bara að lesa þessu. Ég trú á eitthvað, en ég er ekki endilega hlindur skipulögum trúabröðum, þau vera oft jafn breysk og fólki sem stjórnaðum og það getur verið algjört eitur eins og við höfum margótt séð. Ég hins vegar er bara þar, mér er alveg sama af hverju einhver vil meiða börni mín. Ef þú vilt meiða börni mín, þá mun ég verja þau með bannvannu ofbeldi á þess starf. Og ég trúi því bara að allir, þú veist, ég segi sko, þú veist, ég tala ekki til dæmis, tökum sem dæmi, stríðið í Ísrael, milli Ísrael og Palestínu og allt þetta dæmi, vegna þess að enginn sem þú ræði við mun skipta skoðun og allt svoleiðis og ég held bara að við getum ekki skilið þetta. Ég held að ef ég væri Ísraelsmaður, þá myndi ég örugglega vilja drepa alla Palestínumenn og ég held að ef ég væri Palestínumaður, þá myndi ég örugglega vilja drepa alla Ísraelsmenn. Ég held bara að við getum ekki skilið þetta. Ég held bara að þeir sem eru einbeittir í því að drepa konur og börn séu aumingjar, saman hvert þeir séu frá Palestínu, Ísrael, bara hvaðan sem eru bara aumingjar og sér það í þér, og hefur það í þér að sprengja konur og börn. Og ef þú ert að koma, hann sagði hérna, ég man ekki hvað gaurinn, hvað hann hér. Ég ætla að vera að sammála þessu, af því að ég er á móti því að ég verið að drepa bara reyndar alla, en sko ef að þú getur rekið herferð sem að snýst að drepa börn eða konur og börn og þá sem eru blása, saklausir eða ekki saklausir, en þú veist, þú ert ekki með snæperi fyrir að skjóta niður börn eða sprengja þau, þú veist, það meikar ekki sens. Það skiptir einhver hvaða land þetta er, þú þarft ekki að vera, það breytir engum máli hvað land þetta er. Ég þarf ekki að vera eitthvað pró-Ísrael, pró-hitta, það bara, þú veist, þetta er bara ógeðslegt. Sá sem að hefur það í sér að meiða börn, það er ílska, það er bara ívul, ílska er til og sá sem að hefur það í sér að meiða börn, það er einhver ílskar. Þetta er villimennska. Algjör villimennska. En þess vegna er ég bara, þess vegna mín afstæða er bara, þú veist, maður horfir á þetta, þessa hluti, þú ert að horfa á það sko allstaðar þar sem að, sko, ef þú hlustar bara á fólkið sem er á þessum svæðum, sem er orðið útrússu, þú ert ekki að flytja inn, sko, málið er eins og tökum bara dæmi þessa Afgani sem voru fluttir inn til Englands núna í þessum, út af þessu skriffinsku klúðri sem varð hjá breska varnarmálaráðuneytinu. Þeir fluttu inn, hvað var ekki, 19.000. Wow. Afgani og margir þeirra, mörg hundruð þeirra hafði verið hafnað áður hæli í Bretlandi vegna ofbeldisverka og þau voru með langa sakaskrá sumir með hræðileg brot á bakinu en að því að einhver starfsmaður í varnarmálaráðuneyti sendi óvart tölvupóst úr vitlausri tölvu á vitlausan aðila og þess vegna fóru það í dreifingu tengilegir þeirra sem hefur verið tengilegir þeirra við breska herinn í Afganistan, þá þurfti bara að hrúa öllum til Englands til að tryggja öryggi. Ég held reyndar að það sé bara, þú veist, bara afslugun eða ekki. Þeir byrjuðu að taka hann blein 2000 og svo tók hann fleiri, það getur ekki, gaurinn hefur ekki bara verið alveg bara slefand á lyklaborðið alltaf skilur. Nei. Þarna er þetta að flytja inn og þú ert ekki með neitt skanna á þúsundum manna sem er að koma frá samfélagi sem er þekkt fyrir eitthvað, þú veist, að vera svona eitthvað mest ofbeldisfyllsta samfélagi í veröldinni. Og sérstaklega í kynferðisbrotum gegn börnum. Þegar þú skoðar í Þýskalandi frá þýskum stjórnvöldum tölfræði yfir hópnauðganir
þá eru Afgani 72 sinnum líklegri heldur en innfættur þjóðveri til að taka þátt í hópnökun. Hefur lísið bókina Flugdrekahlauparinn, einhver? Nei. Og ger góð myndum þetta líka, sko. Já. Og þú veist, þá bara svona, ég veit ekki hvernig þetta orða það, en maður svona var þess áskynja að svona hópnökanir á börnum og krökkum væru bara þjóðaríþrótt, sko. Hvað ekki Bakhata sem er í Afganistan, Rape Boys? Já. Það er farin á möguna, ég leist ekki að hælinn og líka svona. Ég þekkti stráka sem voru að vinna þarna úti eftir að voru svona í þessum, hvað heitir það, þú veist, að hétt Academy og svo Triple Threat og hétt Blackwater einhvern tímann áður og svona. Þetta voru menn sem voru að passa upp á herinn og þetta var gert rosalega mikið með svona mercenaries til þess að fyrir mannfallið. Já, málaliðar. Og þeir eru að gæta svona verktaka sem eru að byggja upp landið eftir á. Og margir bara gátt ekki vera þarna, þau þurftu bara að fara vegna þess að það að vera að draga inn drengi þarna og munanleiski að hælunum og gera við á hluti sem ég ætla ekki eins og hafa eftir þeim, sko. Og þú veist, þeir eru koma með skálum fullar af blóði labbandi upp á herspítalana, sko, að því að það eru einu staðir sem þið gátt að fengja aðhlýningu. Og svo má náttúrulega ekki tala þetta því að þetta er ekki nóg fínt fyrir auðmíkina á fucking RÚV að þannig að þið vilja frekar að börn séu misnotuð í London. Og veist, hún getur ekki orðið meiri fucking auðmiki heldur en akkurat þetta að ætla að þurfa að bæla niður þjóðmálaumræðu að því að svo óþægilegt fyrir þig að ræða það en kalla síðan þetta ógeðslega ofbeldi yfir krakkan okkar. Það verður að vera eitthvað virkilega mikið að þér og þú getur einhvern veginn ekki litið á þessum góða mannesku og ég mun aldrei gera það. Aldrei. Ég fyrirlít þetta fucking fólk. Ég gat sko ekki fengið neinar tölur yfir, tölfræði yfir misnotkun á krökkum í Íslandi, en Íslandi er svona milli 20 til 25. sæti yfir nauðganir, yfir flesta nauðganir af þeim þjóðum sem gefa upp tölfræði, sko, 20 til 25. En mann sýnist nú eins og það sé ekkert mikil ástóð mikið á virðing borin fyrir börnum eða við þetta atriði dagina. Maður sem var settur undir eftirlit út að hann hagaði sér skringilega gagnvart börnum, hann var samt látinn vinna áfram og svo kemst árið seinna. Ekki fengu börnin að njóta vafans. Það er nefnilega málið. Það datt það engum í huga, þú veist, vafa sem hegðun ætti kannski að börnin ætti að njóta vafans. Ferlið skiptir miklu meira máli en niðurstaðan þarna. Þetta er alveg típist hvernig embættismenn geta látið að þetta er sko, hann var ekki undir eftirliti. Nei, þetta var ekki eftirlit. Sáuð þið þegar borgarstjórinn var í Kastljósi eða þarna í RÚV? Nei. Hún var sko, já þetta var ekki eftirlit, hann var undir leiðsögn, þetta var ekki eftirlit. Leiðsögn, hvað, mætti ekki nota misnað börnum? Já, einmitt. Já, var að reyna að kenna honum að hætta því, þú veist, hvað rugl er þetta? Það er svo áhugavert þegar stjórnmálamenn koma í sjónvarp og tala svona, þeir tala í einhverjum svona frösum, svona kerfisfrösum sem enginn skilur nema eitthvað lið sem vinnur við þetta. Þetta er ekki það sem, þetta er ekki það sem almenningur vil heyra. Þú þarft að hugga almenning með að segja bara, þetta er hræðilegt og við ætlum að gera eitthvað til þess að það gerist ekki aftur eða eitthvað. Það kom aldrei fram, sko. Kennar út á landi, búin að misnota stráka, sko, það talaði allavega 19 ár. Svo loksins kæra einhverju strákar þetta og samfélagið, það snýst meira svona út að bara, já, þeir eru bara sækist eftir athygli og hann gerði þetta ekki og þá fylgta strákar sem gerði ekki einu sinni út af þessu. Skilur þetta? Það er svolítið langt síðan þetta var, en svo sem að tók við á hann í saman bæ. Það er líka þannig, sko, ef þú bara gerir þetta nú ógeðslega lengi, að það verður ekki tekin fyrir hverju og eina, þetta er ekki lagt saman. Nei, þú fær bara svona, þú veist, ef þú fremur 100, þá færðu 99 í afslátt. Þetta er þannig, þú veist, þetta er gjörsamlega galið. Þetta er algjörlega galið. Og eitt kærður sem var að vinna í félagsmiðstöð í sama bæ, hann var kærður, hann var látinn fara úr félagsmiðstöðin, sko, allt svo liðs. Lögreglan sagði þetta var orð mot orði, en það var ekki skoðað hina drengina sem hann átti að vera mistað. Það var íþróttakennari á Raufarhöfn sem var, það vita allir Raufarhafnarbúar hvernig er að tala um. Ég man ekki hvað hann heitir, annars myndi ég nafngreina hann, ég myndi ekki hika það. Hann og konan hans voru að fá stelpu í 10. bekk til sín, ég var búinn með 10. bekkin hann, voru að fá stelpu í 10. bekk heim til sín í þrísum. Þau voru að gera þetta, þessi gaur var búinn að gera göt í ljósabekkina sem að var að kíkja inn sem að konurna voru í ljósum. Þegar þetta komst inn, þá var þessi maður ekki kærður, hún var hins vegar gert ljóst að hann mætti ekki vera að vinna þetta lengur. Þetta voru náttúrulega, það er svolítið síðan, en þetta er náttúrulega bara, þetta er viðbjóður. Og mér finnst að hver sem að, mér finnst að við að komast að því, þetta er ástæðan fyrir ég hata embættismannakerfið. Það er engin ábyrgur. Reykjavíkurborg er þetta, þá að finna aðilana sem að tóku þá ákvörðun þessi maður sem að var undir fucking eftirliti vegna grunnsamlegra hegðunar gagnvart börnum
að hann hafi fengið að starfa áfram á leikskóla. Þetta fólk á að taka pokan sinn og drullast úr starfi með valdi ef að þarf. Hýða það neður á Lækjartorgi. Já, ég var til í að taka upp hýðingar hérna. Já. En talandi að því vorum að tala islam á hann, að því að það er nú ekki allt slæmt sem kemur frá islam. Langt frá því. Og þeir halda menn ábyrga ef að til dæmis þú er einhver staðar og það verður einhver að níðast á konu og þú gerir ekkert í því, þá samkvæmt trúabróðanum á að halda þig ábyrga fyrir því. Hvar var þetta þegar Pakistanarnir hann í Rothram voru að... Hver segir það að þeir hafa verið að fylgja reikningunni? Já, ok. Þetta er alveg út í hött, sko. Þar kemur, Hvað meinar þú að sé út í hött? Mér finnst þetta bara út í hött að halda þig fram að þetta sé eitthvað frábært í Íslam því að þeir fara augljóslega ekkert eftir þessu. Nei, en þú ert með fullt af kristnu fólki sem að fremja morð. Já. Og því það gengir svolítið algjörlega kristna trú. Nei, en ef þú horfir á, við erum alltaf að tala um tíðnina. Þú getur verið með trúabröð og svo er ekki alltaf að tala um tíðnina. Og það er einmitt eins og margir að benda, nú erum við farið að tala um Rothram, fyrst þegar ég byrjaði að nefna það, þá fyrst að margir að benda á það. Þú ert með þorp, það sem búa 1000 manns, og það eru svona 70 pakistanar í þorpinu. Af þeim eru 30 að nauðga litlum stelpum. Það gerist ekki nema vegna þess að einu 40 kristnir menn veita líka. Já, þakkaði fyrir þetta, Karl feministi. Þetta er mitt innlegg í umræðina. Þetta gerist ekki nema með meðvirkni hinna 40 og þannig erum við að tala um líka að þetta eru frændur. Pældi, getur þú ímyndar að fara með frændaðinum? Getur þú ímyndar eitthvað stokkar? Róttum ykkur saman með frændaðinum? Þetta er ekki einu sinni. Ég er ekki að bera því. Ég verði að fá orðið. Ég er síðasti maðurinn til þess að reyna að fara að tala fyrir nauðgunar menningur muslima. En á sama tíma þá er ekki allt sem er alls slæmt sem að það kemur. Strákar, þó að sé ykkur ákveðin hópur sem er 40 sinum líklegri til þess að nauðga heldur en annar hópur og fremja glæpu og eitthvað, að þá verð ég samt að segja að hinn hópurinn gerir það líka. Þetta er bara mitt innlegg í umræðina með endilega klappa fyrir mér. Nei, þetta er svolítið magnað með feminista sem hafa verið að taka þátt í þessari umræðu einmitt, af því að þú ert með hann var að nefna, þú veist, þú eru 72 sinni líklegri þarna afganirnir og þú veist, það eru menn sem eru 40 eða 50 sinni líklegri og svona getur að haldi lengi áfram og þetta er bara í rauninni þetta er stjartfræðileg tölfræði og hún liggur alveg fyrir, þú veist, það er ekki hægt að deila á þetta. Þá koma fullt af konum sem að virðast einhvern veginn og einhverju svona libtards og svona karl feministum og fara að reyna að segja já en þessi gerir þetta líka. Það voru ég man að það var einhver sem að fór að nefna man ekki hvort að það var næstu í helmingurinn af nauðgurinn sem voru íslenskir eða eitthvað álíka. En þeir eru yfir 80% af þjóðinni. Þannig að þeir eru augljóslega mun ólíklegri heldur en þú myndi gera ráð fyrir samkvæmt tölfræðinni. Þeir eru ófærum að skilja bara þetta er líka svona þegar kemur á launum þau geta ekki deilt með til dæmis fjölda vinnutíma eða neitt svona, það er alveg sama hvað það takast yfir hendur, það er bara ekki hægt að reikna hlutir ekki það hendar ekki narratífinu sem við lifa eftir og þetta er svona með allt að ef að þú veist fara í einhvern svona reikning á einhverju og ef að niðurstaðan er að einhverju leiti rasísk eða væri hægt að segja niðurstaðan sé að einhverju leiti hatursorðræða þá er hún bara hunsuð. Muniði þegar það voru þú veist það var 10% launamunur en 25% munur á þessar tímunum sem að kynin unnu og það var samkvæmt sem að basically þýtti það voru allar á herra tímaköpi en það var enginn að horfa á það, þú veist þetta er allt eitthvað svona sko. Af hverju ætti ég sem vinnuveitandi að ráða inn kallmenn ef ég get borga konum fyrir að vinna sömu vinnu ódýrar? Af hverju ætti ég að ráða kalla? Var ekki bara skrítið? Það væri bara mjög, þú veist ekki nema að vera á móti hagkvæmni. Já, það er bara, það er bara svoleiðis. Ég get bara minka launakostnaðin 10% eða eitthvað, ef að, þú veist, bara skipt út. Við vorum líka að sjá tölu, það sástu frétta blaðgreinina, fjórða hver kona á örorku og íslensku, á Íslandi fyrirgefðu. Var það yfir 60 eða? Nei, var það meira? Nei, býtu var þetta ekki bara fjórða hver kona, það kom ekki fram að þetta var ellilífeyrisþegar. En það fyrir ellilífeyrisþegi hann fyrir af örorku yfir á ellilífeyris. Já, hann fyrir á ellilífeyri, þannig að það passar ekki sko. Okay. Var þetta ekki bara fjórða hver kona? Ég er nokkuð vissum að það hefur bara fjórða hver kona. Ég var yfir einhverjum aldri. Já, gott og vel, en þetta er alveg svakalig tölfræðingar síður. Yfir 10 ára. Já, yfir 10 ára, já. Kannski yfir 18, ég veit ekki, kannski yfir 30, en við vorum að tala um að þetta er skuggalig tölfræði. 25%. Og svo það velt fyrir ykkur hvað myndi gerast ef að kallmenn tækju svona eins og kvennafrídag. Það velti fyrir ykkur. Já, ég leiti nú að þessu sko. Ég heyrði frá mjög traustri heimild
Nú það prófessor að tala, ég tek það fram. Ok. Mildir ekki, já. Ég heita frá honum að ef að karlmenn tækju sambærilegt leyfi til þess að andmæla aðstöðu sinna á vinnumarkaði, þá það mánuður. Og á þessum mánuði þá engi vegir mókaðir, það ekkert rafmagn framleitt. Og hvað fleira, það sennilega engin... Það ekkert flogið, þetta að flugmálastjórnin. Mjög lítið flogið, sko. Mjög lítið flogið. Það mjög lítið gert við tæki, sennilega. Mér finnst þetta athyglisverð svona hugsana tilraun. Já. Hvað finnst ykkur þetta? Hvernig líður ykkur að heyra þetta? Já, ég bara, þú veist... Ég held að þú þurftir aðeins lengra en einn dag, eða ekki? Þú veist, þú myndir taka með viku eða eitthvað svona. Þetta mánuður, sko, ef að karlmenn tækju hliðstætt leyfi. Ég held að það færi allt í fólk. Það náttúrulega bara viljandi, þegar mann tala um launumann kynjana, það bara viljandi verið að bera saman epli og appelsínu. Algjörlega. Öllu saman. Bara til þess að fá niðurstu og þetta eins og með hinna tölfræðin sem voru að tala um bara öfugt. Það bara, þú veist, og það bara handvalið einhverja tölfræði, bara til þess að ljúga, svo maður fer í þetta og líka, ef við tölum bara þessi mál og bara höfðum til almennar skynsemi manna, þá sér það hver maður, þetta bara gengur ekkert upp. Það sé eitthvað svona alltaf aðlega á þessu hatri, sjáu hvað kattmyndunum bara að gera, þetta svona svo þegar þú fyrir að skoða þetta betur og fyrir að leiðrétta fyrir öllum breytum og þessi standar bara betur í mörgum aldurshópum og það hefur komið fram í rannsóknum sem verið gerðar. Og áður fyrir þegar ég setti spurningamerki við þetta, það var bara svona, já, þú hatar konur, maður bara svona, þú veist, ok. Spurningin sko. En það kom því ekkert við samt. Já, ég gera það, skilur, kannski bara út af konum eins og þér, skilur. En ég meina, svo tala um Íslendingar séu hvað, 3. 4. sæti yfir hamingjusömustu þjóðir heimi, samt eru í 3. 4. sæti yfir mestu notkun á þunglyndislyfjum líka. Já, það var einhver svakalig tölfræði bak við það líka. Já, alveg bara sko gríðarlegt sko, þú veist, þannig að þá eru kannski ekki alveg jafn hamingjusöm eða það, veist það. Nei, ég, og hvernig þetta síðan mælt og allt þetta. Ég var að meina pælingu hérna sem ég náði ekki að koma að hérna áðan því að þú veist, ég svolítið eins og gesturinn okkar í þættinum, ég á til að gleyma hlutum og það var þetta transfæmi. Hvað gest þetta tala um? Ég man ekki þetta neinum. Það þetta með, þú veist, þessi stóru fjöldamorð eins og í Bandaríkjunum og svoleiðis, það sem hefur verið að koma, þú veist, þessir mikið af karlmönnum sem hafa verið að breyta sér og þeir vilja missa stjórn á sér og þeir fara og drepa fullt af fólki og annað. Erfitt að vera kona, fyrir þá? Já, greinilega mun erfiðara en menn heldu. Já. En ég held að þetta sko, ég fór að pæla í þessu, gæti verið, þetta myndist með svona, þeir kennt að hata sjálfa þig. Þú átt svona feminista mömmu eins og þú varst að lýsa og hún fyrir að segja þér að það ekki nóg gott að vera strákur, það ekki nóg gott að vera kallmaður, það ekki nóg gott að hafa sér svona, þeir eru nú ógeðslegir og svo var nú ógeðan pabbiðinn hérna og svo fyrir í skólan og það eitthvað á móti þér og svo fyrir einhver að koma í skólan og þeir fyrir að kenna þér eitthvað annað og það verið að koma með þessa kynjafræði og allt þetta. Smá saman, ef þú ert í viðkvæmum hópi, þú ert til dæmis einhverfur eða eitthvað svoleiðis og þeir eru yfir tífalt líklegri til þess að vera fyrir þessari hugmyndafræði. Hvað gerist? Þeir fara smá saman að hata sig og ég held að þetta sé sjálfshattur sem að brjótast í gegn sem að enda bara með því að þú torti mér einstaklingum innanfrá sem að framleiða, þú veist, þessar hræðilegu atburðir sem við erum að sjá. Það er líka búið að tala linnulaust um það að það sé svo hryllilegt sko í hvert einasta skipti sem ykkur yrðir á þessa umræðum transmálefnin og leyfi sér að efast ágæti þess. Grafa undan tilverurétti. Já, það er mitt það. Þá grafa undan tilverurétti. Og hvað er eðlilegt viðbragði því að þessi grafa undan tilverurétti þínum? Það er svona hatur. Hvað myndið þú gera ef eitthvað vera grafa undan tilverurétti? Ég var einmitt að ég lagði þessa spurningu fram með mig. Myndið ekki bara taka vopn? Er það ekki eðlilegt viðbragð? Jú. Já, og hvað er verið að gera með þessu? Annað en að kynda undir hatur. Og hver er að gera það? Ég var líka veltaði fyrir mér á extreme daginn að ég bara lifi lífinu mínu eftir ég trú á biblíuna, ég lifi lífinu eftir mig og ég upplifi bara það sé sannleiki og þetta veruleiki sem ég lifi eftir og það skiptir engum máli þó allir inn í herberginu segja mér ég geti sagt við þú ert fíbl og þetta ekki rétt og þér alveg sama það skiptir mig engum máli og bara því ég trúi þessu og þetta bara ég byggi líf mitt að því og en svo ertu með þetta transdæmi og þú þarft sko fyrir þetta fólk þá þarftu að vera með allt þá þarf ég sko að trúa þig líka að staðfesta fyrir manneskinu bara já, þetta er satt, þetta er raunverulegt af því að þetta er ekki þetta er,
þú veist, það engin staðfesting í það vantar allar svona það ekki innri sannfæring og það alveg augljóst það engin sannfæring krafan þess vegna að allir í kringu því breyti sér það þurfa allir að taka þátt í svo fokking leikri mér dettur hug það sem að mér var kennt þegar ég var lítill og örugglega ykkur líka þú getur ekki breytt öðrum þú getur bara breytt sjálfu þér þegar maður rekst illa með öðrum og þá var þetta alltaf svarið en það búið að breyta þessu núna já breyttu öllum öðrum en ekki sjálfum þér það ekki nema bara að þú sért í ákveðnum hópum og ég bara út að við erum komin út af þessa slóð og ég meina þá finnst mér rétt að ég fór að hugsa það í gær þetta með það búið að selja fólki að þú getur skipt kyn með aðgerð og lyfjum og fyrir mér þá hljómar þetta eins og mesta skítamix í veröldinni þetta eins og segja mann þú getur farið með bílinn á Vesta á morgun og segja honum að taka vinstra framhjólið og skera það undan og sjóða það framan á bílinn og þú færð skoðun þú lendir ekki í slysi það verður allt fullkomið þetta fullkomið, þetta reynt það búið að prófa þetta og þá þetta þríhjól nákvæmlega og málið sko það fólk þarna bakvið sem þarf hjálp sko það ekki spurning fólki sem líður mjög illa það eitthvað að þetta ekki leiðin til hjálpa nei og þau að skrifa það þau að skrifa það í sjálfsmálsbréfin líka þegar þau fara í skólan að þau skrifa bréfin og þau að lýsa því áður þau fara þannig að þetta 100% rétt þér það bara svo ofboðsleg mannvonska að gangast upp í þessu að kveikja þessar vonir hjá fólki taktu þessi lyf lefðu læknunum læknunum og tryggingafélögunum og lyfjafyrirtækjunum að græða á þér og þú munt eignast nýtt líf sem verður alveg eins og það sem þú sér fyrir þér nei. En mér finnst svolítið mikilvægt sem þú sagðir að einhver ógnar tilveruréttinum þá tekur upp vopn já, þetta bara dæmi mér finnst þetta málflutningurinn hjá sko eins og bara talsmönnum þessara stefnu eins og bara kannski á Íslandi samtöki 78 þau alveg líklega til þess að tala svona það sem þau alltaf að tala það verið að grafa undan tilverurétti þessa fólks já, hann finnst þér bara í lagi að taka botn nei, ég ekki að segja það okay. Ég að segja það bara miskilið já, það fínt þú spyrir því að mér finnst þér að implicit það dulið í orðunum það sem verið að segja við fólk ef eitthvað grefur undan tilverurétti þínum sem hann að gera þá átt að gera eitthvað ljótt ef einhverjur ósámálaður einhverju ósamálaður og það alltaf verið að reyna að telja trúum það að allir hati þau og núna þessi nýji þáttur hatur að það verið að reyna að telja trúum það verið að telja konum trúum það sem verið að kúa að verið að telja homum og samkynhneigðu fólki og transfólki að allir hati það og allir séu á móti þetta bara ekki tilfellið þetta bara algjör djöfusins fucking tjara þú veist, engir af mínu vinum eru, þú veist, eitthvað kúa þessa eitthvað, ég meni, jújú, segja anstíkjala brandara alls konar djók, skilur en við gerum það líka hvað öðrum sama að vera ósmekklegur að vera þú kallar mig fíbl og fá þetta og ég gera það á móti og þetta bara finnst þig þetta bara búið þá ég ekki vinurinn sko það munur að því að vera ósmekklegur og að vera mannhattari eða ég held að þetta sé samt að keyra áfram þetta bull já, ég held að hérna á Íslandi þá eins og fyrst að við erum að nefna samtökin 78 það eiginlega alveg svakalegt að fylgjast með hvernig þau starfa ég velti í stundu fyrir mig hvort að þau séu með eitthvað svona útringideild sem hringir í eins og bara þessi vika áðun að gleðigangan þá allt í hennu birtast fánar, regnbogafánar og transfánar allstaðar og nú ætlum ég að taka fram því ég veit að það eru hugsanlega einhverjir svona miskilningssjúklingar að hlusta ég ekkert að tala samkynhneigða núna ég bara að tala samtökin sem að segjast að berjast við þá allt í hennu birtist þetta allstaðar og ég held að menn þor ekki öðru það búið að byggja upp algjöran hræðslu menningu í kringum og þetta held ég eins og bara eldur búin að benda á þetta ekki það sem samkynhneigðir vildu sko þetta bara, samtökin eru komin þau eru algjörlega búin að stökkbreytast frá held í markmiðinu sem að upphaflega var lagt ég held að eldur sé ákveðin brautryðjandi en ég held að hann tali fyrir alveg gríðarlega stórum hópi samkynhneigðra manna og kvenna sem að eru bara að segja, heyrðu, þú veist, þetta ekki það sem við vorum að fara fyrir, þetta var ekki það sem við vorum að fara út í og líka bara það hvernig þú lítur á sjálfa þig með tilliti til hvaða kyn þú ert, það ekki að sama kynhneigðin, þetta bara sikkur hluturinn, þannig að þú veist, það búið að blanda þessu tönnu saman. Langar að víkja máli mínu að öðru sem að varðar þetta með þú veist, hvað voru margir í bænum, það alltaf, hafa ekki mannfjöldatölunar. Ég fór einhvern tíðan að velta því fyrir mig muniði þegar það var kvennafrídagurinn og það var allt í einu 100.000 konur niður miðbæ yfir 100.000 og ég fór að hugsa býtu þú veist á höfuðborgarsvæðinu kannski 150.000
og það voru allir aldurshópar, en þetta var í fyrsta skipti sem að það hafi verið yfir 100% mæting og nokkur stað nokkur tíman í heiminum. Þannig að það er vel að sé vikið, ég verð að segja það. Áfram konur. Já, áfram konur, já. Ég verð að koma með eina leirtingu einna sem er landsbyggðamaður að það er nafninu til. Sko, ég held að búi yfir 220.000 manns á höfuðborgarsvæðinu. 150.000 í Reykjavík, ef maður rétt. Já, ok. Og þú veist, þetta fer rétt yfir 200.000 fyrir allt höfuðborgarsvæði. En við erum samt sem ára að tala um það. Það er gríðarleg mæting. Það er rétt. Já, veist, við erum að tala um að það er bara það hafði einhver einasta kona sem að sko gat dregið andan, þú veist, bara með öllum sem voru á spítala, líknadeildum, fæðingadeildum, það er alveg sama hvað það var, þar voru á Arnarhóli, en stráttur í það þegar ég fór að horfa á Ísland-England og Arnarhóli og það var svo fullt sko, þú gæst ekki dregið andan þar, það var reynda geggjaður leikur sko, bara, þú veist, smá nostalgía, en hérna, þá held ég að það hafi verið 20.000. En hver taldi? Ég er ekkit vissum að sé neitt maður sem er að telja sko. Já, þú veist, þetta er bara svona ára yfir 100.000 og þetta gerist líka mitt með þetta prædæmi ára yfir 100.000 eitthvað svona, þetta er bara eitthvað bull. Hver er að telja þetta? Hvaðan koma þessar tölur? Hversu margir eru bara túristarnir í bæ, skilur líka bara, þú veist, það er slatti sko. Gerur þau grein fyrir þjættninni af fólki sem þarf að vera á götunni, þú veist, til þess að alltaf kreista að neina yfir 100.000 manns. En er þetta ekki líka bara okkar menningu? Við erum að sína samhöldi. Já. Við erum að standa saman. Já, bara ljúga nóg mikið, ljúga þessu. Nei, ég er að tala skilur, bara að mæta hann allir. Er það ekki bara hluti okkar menningu? Jó, ég myndi alveg segja það. Og flagga. Ég veit ekki, ég mæta þann ekki. Má ég byrja að taka eitt úr tjattinu? Já. Benóni nefnilega hérna með frábæran punkt. Kóngurinn. Samtöki 78 fá yfir 50% tekjur sínum beint eða óbeint frá hinu opinbera og svo eru sömu samtök, nú er ég að lesa orð hans, að kæra almenna borgara fyrir hatursorðræðu. Þetta er einmitt annað, þarna er verið að búa til þessa hræðslu menningu, það sem má ekki ræða þetta, annars verður þú kærður og þetta er gert í boði hvers skattgreiðenda. Já, en eru þetta ekki stjórnarflokkarnir að fjármagna eigin hugmyndafræði? Skilur þú, veist, ég meina, er þetta í lagi? Þetta er hugmyndafræðileg framlenging af ríkinu. Sjálfsögðu. Og þetta á fleiri samtök, sko, sem er þetta að nefna. Og svo eru þeir að setja inn í svona NGOs og fá það síðan tilbaka en einhver önnu félög þar sem eru með vini sína að vinna, sko, þetta er bara ógeðslegt. Ég held að þetta sé eitt af þessum atriðum að þar sem að það er verið að misbjóða fólki og bara ganga lengra og lengra til þess að það verði svo hatursorðræða, bakslag og já, svo tjáningafrelsið heft í kjölfarið. Þetta er allt, það er í mörgum atriði það sé verið bara aktíft verið að búa til aðstæður þar sem er þetta réttlæta heftanir á tjáningafrelsi. Ég hafði sambandi lögregluna, spurði það út í þegar þau voru með mál grunnskólakennara á Akureyri sem að samtöku 78 hafði kært fyrir hatursorðræðu. Hún þurfti að horfa upp á það að regnbogafánunum með flagga fyrir utan lögreglustöðuna sem hún kærð. Hvaða er hún að fara að fá hlutlausa meðferð? En mér langar bara rétt að skjóta þegar við vorum að ræða með Pakistan náðan. Pakistan er svona eins og Indland, það er rosalega tvískipt land. Pakistanar voru gífurlega, ég man ekki hvort það var sko 30, 40, 50 sinnum overrepresented, líklegri heldur en englendingurinn til að brjóta af sér. En englendingur brjóta samt líka af sér. Já. Ég vil bara bæta því. Á sama tíma. Ég vil líka bara bæta við að englendingar hafa engarétt á því að nauðga konum. Það er opið við alla. Munið eftir því. Það er kona sem fór fyrir samtökum fórnarlamba fór að segja, já, íslenski karlmenn hafa ekkert engarétt að nauðga. Það var svona eins og var að berjast fyrir rétti erlendra karlmanna fyrir að nauðga konum. Þakkaði kærlega fyrir þetta, Helgi. Virkilega gott. Við þurfum líka að hafa í huga. Virkilega fékk mann til að hugsa. Við verðum líka, við getum ekki litið fram hjá ákveðnum öðrum staðrendum. Það er það að Pakistanar eru líka mjög overrepresented í faglærðum störfum. Þess að mikið af þeim eru læknar, hjúkrunarkonur, kennarar og annað. Karríframleiðslu. Hámennta fólk líka. Þetta er mjög skrítið landana. Þetta er bara svart og hvítt samfélagið. Þetta er mjög furðulegt samfélagið í Pakistan. Má ég koma með dagskrártillögu? Já. Getum við nýtt þegar við erum að verða búnir tekið svona korter í það að ræða hvað er hægt að gera til þess að bjarga landinu? Já, endilega hugmyndum. Jafnvel 20 mínútur. Meira. Umræður fyrst, svo skulum við skella okkur í það. Eitt segir, loksins náði ég live. Velkomin. Svo kemur hérna að sjárátt á þennan á hvaða hægri öfgastrím var ég að dett inn á. Þetta er Ingimar Elíasson, tæknimaður í Harmageddon.
foreldri Blessaður Ingimar. hann hefur talað verið opinn, ég ekkert að kjafta, hann búin að vera opinn með þetta, hann foreldri barn sem að vara á þessum leikskóla, hann brjálaður og getur ímyndaðir og þetta aðili sem að vara umgangast barnið þitt mjög náð. Ég væri búin að fara heim til hans sko, hann þetta gæsluvaraldi en það ég meina, spáðu bara í þessu. Það nú eitt, það þarf, mér finnst það ofbóðslega hvaða orð á ég að nota brjálað. Finnst ykkur ekki skrítið að það séu lög sem bannaði raunverulega sjálfsvörn þegar það brotið sinntinn eða það brotið á þér? Jú, það voru líkur á því að þú farir í fangelsi ef þú nærð að stöðva tilvonandi glæpamann frá því að gera eitthvað mjög vont í þig, þannig að hann fari í steinin en eyðileggi líf þitt, þá færð þú í steinin og eyðilegu líf þitt. Já, líka bara þú veist eitthvað sem þarf að skoða. Þú kannski kona og þú veist sjálfsvarnarlöggjöfin gerir ráð fyrir því að þú mæti bara einhverjum með þú veist sama valdi sko, eins og þú segir, ef þú gengur lengra þá ekki lagi, en hún getur ekkert gert það. Þannig að þú veist, það kannski haglabissa þarna eða sveðja eða eitthvað, hún að verja barnið sitt eða sjálfan sig. Er ekki áhugavert að það að vera með byssu er bara the ultimate equalizer. Það bara sem að jafnrétti kynjana hefur aldrei verið jafnvel tryggt eins og ef allir væri með byssur. Ég bara á því eins og þú vorst að tala með einhver brýstinn og heimilið þitt eða svona þinn griðarstað og jafnvel sérstaklega ef hann búinn að hóta þér að lýsa yfir hann ætla að beita þig ofbeldi að hann kemur, þá hann bara búinn að fyrirgera rétti sínu með því að fara hurðina sko. Nú fatta ég samt eitt, þessi umræða væri algjörlega óþörf í einsleitu þjóðfélagi. Þetta eitthvað sem við vitum bara af frá Bandaríkjunum sem mjög sundurleitt þjóðfélag og það sem mun meiri svona átökum eignir og svoleiðis og þar eru menn að verja heimili sín svona og það löglegt víða. Það nýlegt dæmi frá Spáni. Þýskalandi líka með þetta. Það ákveðin demografía í Bandaríkjunum sem töluvert líklegri til þess að Það er ákveðin demografía í Bandaríkjunum. Það eru samt aðrir sem að brjóta sig líka, þú veist það. Já, það er alveg rétt. Það er eini hópurinn samt. Það er ekki eini hópurinn. Eini hópurinn sem breytir á sér. Það er dæmi frá 2017, það sem að dönsk stelpa, úlingsstelpa, ég man ekki hvort hún var 18 eða 19 ára gömul, já, eitthvað svoleiðis. Hún náði að berja sér mann sem var að reyna nauðgani með því að spreyja piparúða í augunum á honum. Hún fekk 5.000 króna sekt. Það er maður á Spáni nýlega, eina ástæðan fyrir að þessu mál fór þá leið fyrir dómstólu, ég sagði eitthvað frá því, það kom inn til hans maður frá Afríku með fucking keðjusau í gangi inn á heimilið hans og hann skaut hann. Ég sá einhver brandaræmi þetta daginn að það var einhver múslimi sem fór til læknis og hann fekk alltaf svo mikið sviða í augun þegar hann var að stunda kynlíf. Það var einmitt út af piparsprayinu. Þessi maður, þessi gamli spænski maður, hann var kærður vegna þess að þú mátt ekki verjast innbrotsþjófum með byssu á Spáni. Það var bara út af því að það bara stemdi í að þú veist, það myndi allt brenna því að Spánverjar láta ekki bjóða sig hvað sem er. Þeir eru engar helvítis tussur sko. Að þá neyddust þeir bara á pólitískri ástæðu til þess að sleppa honum alveg því að þeir vissu að það yrði allt geðvikt ef þeir myndu sakfellan fyrir þetta. Þetta mátti hann ekki gera, hann mátti ekki taka mann og skjóta. Ánægð með Spánverjana þeir verða stundum alveg snar sko. Þú veist, þeir láti ekki vaða yfir sig sko. Það Miðjarðarhafið. Já, þeir eru aðeins blóðhittari. Já. Hér langar mig eins og að ræða eina geit. Það er kemur einn restless, Hanna Björg var að kenna karlahattur í Borgarholtsskóla. Var vitna því, þetta er sama kona og tók niður KSÍ. Við erum alltaf að reyna að fá hann í þáttina, ekki? Hún hafði samband við mig og eftir komment sem ég skildi eftir hún hafði bara ekki séð það fyrir meir en ári síðan þá fekk upp einhverja memory og sá kommenti frá mér og var að þykja boði þátt en ég leyfði henni að velja hvort hún vildi koma til mín eða í Björkastið hún ætlar að láta mig vita hvort það verður en hún ætlar að mæta bara á hvort vettvangina verður þá ætlar hún að koma og ég er búin að segja það hún er einn af topp 3 drauma gestunum mínum bara ever. Ég held að vera skemmtilegt einhvern tíma við tækifæri ef ég nenni að sökka mér í það að fara svolítið í uppruna kynjafræðir og hvaðan hún komið. Vegna þess að hún kemur út frá Women's Studies og þetta er í rauninni þeir nota ekki aðferðafræði vísindana. Þeir byrja á því að skilgreina alla hópa sem eru jaðarsettir. Þeir byrja á því Þeir taka þetta ekki þannig skoðum alla hópa og sjáum hvaða hópar eru jaðarsettir, fara akkurat hina leiðina. Og síðan fara þeir að búa til tengingana við hópana og þar að leiðandi til að mynda sem að vera með einstæða feður eða eitthvað svona sem getur verið jaðarhópur sem að fara ekki styrki
og það er ekki gert fyrir í samfélaginu, köllum þetta sem þú B-fjölskyldur, að það er aldrei litið á þá sem jaðarsettan hóp, sem er svolítið áhugavert í þessu samhengi, vegna þess að það er búið að skilgreina alla jaðarsettu hópanum fyrirfram og ef þeir fyrt ekki inn í það sem þeir eru að tala þá er því bara hent út. Þannig að þetta er svolítið svona áhugaverð að þetta skulle vera kennt sér fræði, því þú ert að tala þessar konu sem er að kenna kynjafræði það ekki við Borgarhólsskóla. Hér kemur eitt sem að Bjarki Ólafur Hugason segir: Pakistanar eru líklegri til að vera læknar því þeir hafa gráðumillur sem gefa Pakistanu réttindi til hálaunastarfa í Evrópu. Ef þú lítur á kærur fyrir misætti starfi tróna Pakistan á toppnum, það er mjög áhugavert. Þetta vissi ég ekki af. Að ákveðnu leyti, fólk utan Evrópu, aðalega Indverjar, Pakistanar eru tvöfalt líklegri en aðri til að brjóta sjúklingu sínum. Er hann þá að tala að þessi hægt að falsa gráðunar til þess að koma með það hingað? Eða þeir hafa einhver fast track til að fá þessi störf. Sko, Indverjar og Pakistanar eru bara sama fólk. Ákveðna kröfur hérna sko. Indverjar eru Indverjar. Eða skoðar suma hluti sem eiga sér staði á Indlandi, þá eru Indverjar sko, comically evil að mörgu leyti sko. En þetta er sama fólki, Pakistanar er bara að breyka við landa því þeir eru muslimar og gátt ekki lifa þetta saman. Það er enginn sem hata hverja aðraðis mikið eins og Indverjar og Pakistanar, það er eiginlega ekkert. Hafið séð í Englandi eftir þetta stríð brjóst út þegar hóparnir eru að standa sikkur megin við ykkur að línu og öskra hvern annan, það er ekki sjens að sjá hver eitthvað. Nei, það er skemmtilegt einhvern veginn hvernig svona mismunandi trúarbröð þú bara blandar þeim öllum saman, hvernig það getur saman fólk eða ekki. Og Pakistanar er í rauninni eina identity eða eina sem saminar er í rauninni hatur á Indlandi og það er náttúrulega bara þetta ríki sem er stofnað í mótstöðu við Indland og þetta er einhvern veginn bara allt þeirra þjóðar identity snýst rosa mikið Indland. En nú er klukkan fyrirgefðu, ég ætla að klára það. Nei, þetta er bara þetta er mjög áhugavert. Nú er klukkan 10:11 og þú vildi taka síðasta korter 20 mínútur í að ræða ég ætla bara að fá að gefa þér orðið svona. Ég meina við erum búin að rausa hérna í tæplega 3 tíma og þeir fljúa. Já, og það er ljóst að menn hérna nokkurn veginn sammála vandamálin sem steðja að. En það er alltaf þetta með hvernig við ætlum að leysa þau. Og ég var nú frekar að vonast til þess að ég gæti pínt ykkur til þess að koma ykkur að tillögur að því hvað þeir sem er að hlusta á okkur og sjá þessi vandamál og eru sammála okkur, hvað þeir eiga að gera í dag. Þannig að við verðum, sko það sem verður að gerast er að menn taki þátt í lausninni. Það þýðir, sko, ég ætla að segja eitt fyrst. Það var eitthvað fólkgrikki sem sagði það. Það er þetta með minni, sko. Ég man hvað hann sagði, ég man ekki nafnið á hann. Þú getur hunsað pólitík, en pólitíkin mun ekki hunsa þig. Þetta er það fyrsta sem menn verða að muna. Það þýðir ekki að flýja út í hott, það þýðir ekki að kaupa sér eyðijörð eða fara hinum inn á hnöttin. Þetta mun alltaf býta okkur í rassinu endanum. Við verðum að reyna að leysa þetta sem fyrst, þannig að við náum að leysa þetta nokkurn veginn friðsamlega. Þannig að það komist eitthvað jafnvægi á í landinu. Þá er ég meina, við þurfum að endurheimta stjórn á landamærunum. Þurfum að gera það. Og við þurfum að endurheimta stjórn á því hverjir, sko, þetta með réttindum og skildurnar, við þurfum að laga það. Þú þarft að fá, réttindum þurfa að fylgja skildur í öllum tilfellum. Já. Þú þarft að ávinna þér þín réttindi. Já. Ég held að það sé allir sammála það. Já, og það þarf að vera kannski svona dálítill hár startkostnaður. Sem færst hann tilbaka, skilur við. Þannig að þú þarf kannski að vera í 5 ára eða 7 ára eða 10 ára án og færð að fara á kerfið. En svo er annað, við þurfum einhvern veginn að sigrast á bákninu sem er, sko, partíið er ennþá í gangi þar og þeir halda að partíið geti gengið áfram endalaust og þeir hafa hagsmuni að því að vandamáli haldi áfram. Það er það sem við þurfum einhvern veginn að breyta líka. Það endar náttúrulega bara á einn veg ef það fær áfram að ganga. Já. Það hrýnur kerfið. Þessin erum við hér. Getur verið að þetta kerfi sem þú talar um að það er okkur hagsmunir af því að þetta haldir svona áfram, getur verið að þetta kerfi hagnist af því ástandi að því ég er í þessum samsæris pælingum alltaf, skilur við, ok, þú talar um eitthvað svona kerfi, er mögulega gott fyrir það kerfi að ástandið sé eins og það er núna? Þetta influx af útlendingum sem kom hérna, sem að keyrir upp hagvöxt tímabundi, þetta er bara eitthvað svona heroin hagkerfis dæmi, skilur við, þú veist, eru ekki þar komið með rosalega sterka hvata fyrir þetta kerfi og líka að vera með, þú veist, en við erum núna að tala um lausnina, Sverrir. Já. Þetta er mjög áhugaverð umræða, en við erum sammála um það að kerfið hefur hagsmuni á þessu. Já. Og við verðum einhvern veginn að koma böndum á kerfið, en þess að það vill ekki hlýða lýðræðislegum vilja. Já. Og það er eitt af vandamálunum sem við þurfum að leysa. Menn er ekki lengur hræddir við fallöxina. Það er ákveðin klemma sem við þurfum að koma okkur út úr. Ég sem fá að heyra það sem hann ætlaði að segja. Ég held að bara það getur verið að við séum með vandamál sem eru viljandi gerð
til þess að slá ryki í augu fólks að við séum með bara hagkerfið þarna, að við séum bara í eitthvað svona bólu, eitthvað svona heroin hagkerfis bull, þú veist, að það eitthvað sem veldur þessu. Hafið þið kynnt ykkur Occupy Wall Street? Og Nei. Og bara lánakerfið þarna, húsnæðis, bólan, allt þetta, þú veist, hún krefst þess í rauninni, eða þú veist, grætir rosa mikið af þessu ástandi. En ok, við erum sammálað þetta með útlendingamálin. Það þarf að hægja á því, það þarf að stoppa það þarf að hlúa velferðarkerfinu þannig að til þess að fá réttindi þá þarf það að vinna þau inn og þú veist, þú þarf að hafa skildur og þú þarf að fá réttindi og þú þarf að leggja eitthvað til þess að fá tilbaka og það svona grundvöllurinn af velferðarkerfinu. Og þá kemum við kannski að næsta stóra máli sem hafa verið svolítið kannski vextir og húsnæðismálin. Þetta stór mál og það virðist vera einhvern veginn bara, það ótrúlegt að hugsa til þess að fólk sem er búið að vera lengi í fjármálum og í kringu ríkisfjármál, Þorgerður Katrín eða Kristrún sem á nú að hafa unnið fyrir Kviku og ég veit ekki hvað, að þær skulu vera að skuldsetja þjóðina þannig að það auki verðbólgu og það tala allir evru, það tala allir hitt og þetta, en í rauninni þarf bara aðhaldi ríkisfjármálunum, þá þetta komið. Og þú gerir það með því að minnka ríkið og ríkisumsvif eða þá í það minnsta að reka það skynsamlega. En það skiptir einhver máli hvað Seðlabankinn gerir, þannig ég held að það sé eina af þessum lausnum, þessum stóru lausnum, við verðum að fara að gera kröfu á stjórnmálamenn að reka hluti án þess að vera með það í halla. En strákar, gætum við ekki sleppt í að þurfa að taka ábyrgð á þessu? Þú veist, getur ekki verið að þessi vandi í útlendingamálum hafi verið til þess að sleppa, að þú getur búið til hagvöxt með þessu, með túrisma sem bara eitthvað svona, þú veist, þetta bara svona bullshit túrismi sem bara endalaust að lágluna fólki og til þess í rauninni að við erum alltaf að rauninni að breyða yfir það, við erum bara að basically að Íslenska ríkið sé bara miklu meira fókt, það það sem ég að reyna að segja. Ég held að Íslenska ríkið sé bara miklu verri stöðu heldur en fólk átta sig á og ég held að sé verið að nota þessi mál til þess að breyða yfir það, af því það er held ég, veruleikin í fjármálunum hérna bara þannig að við getum farið í svona mýið í lófana okkur til þess að halda okkur hita með því til dæmis að hérna fá hann allt þetta fólk, þú getur, þú veist, eitt flóttamaður, þú getur aukið hagvöxt með því, svo bara prentar meiri pening, skilur við, og þá hækkar byrju, og svo hækkar hérna húsnæðisverð, að það eru meiri pressa á markanum, skilur við, erum við ekki bara í ykkur bólu eða? Ég held að þú getur ekki að hækka hagvöxt þannig. Þú getur gert það raunverulega en á blaði. Nei, já, en þú voru að gera greinamun á flóttamönnum og innflytjendum. Nei, bara innflytjendum. Þú getur gert það með því að byggja hús og þá getur þú ekki virðið og þá getur þú ekki GDP. Það er rétt, það er að þá verður hagvöxtur. En hins vegar með flóttamönnum þá getur þú ekki gert það. Nei, okay, og við erum að eyða 100 milljörðum á ári, minnsta, í flóttamenn sem er alveg gífurlega mikill peningur. Og þetta er bara eins og, þetta er meira heldur en þú veist minnsti samningurinn okkar að ICE var. Og til þess að setja það í eitthvað samhengi og það er á ári og þetta er cumulative og þetta er að gerast ár eftir ár og þetta er svo mikil peningur, þú getur fjármagna alla skóla í landinu eða heilbrigðiskerfi upp á nýtt eða þú veist, þú getur keypt bara nýjar öndunarvélar fyrir COVID, þú getur gert hvað sem er. Ríkhards eins og mig, við einföldum þetta eins, bara tökum samlingu, ef þú ert með heimili, hvernig leysur þið út úr skuldavanda? Þú eyðir minna. Þú hlýtur að byrja á að minnka eyðslu. Nei, það sem þú gerir er að þú ferð einhver til útlanda og þú tekur fullt af fólki og þú lætur það hafa, þú tekur lán þú ætlir 4 börn og sendir þau í vinnu og hirðir launin þeirra. Það er basically aðferðin sem við erum að nota til þess að reka þetta heimili. Ég var skuldugur. Nó skýrta. Ég var skuldugur og það fyrsta sem að ég gerði var að minnka eyðslu og byrja að borga skuldina mér. Ég byrjaði ekki að taka smálán til að reyna. Þetta er allt of skynsumlaust til þess að ríki geti tilengja sér hana. Þú þátt að pakka þess inn í eitthvað aðeins flóknara. Ég held að Sverrir sé af hverju fórst ekki að styrkja einhver félagasamtök eða eitthvað svoleiðis? Já, það er örugglega að redda málunum mína. Ég er nokkuð sammála Sverrir með það sem hann var að segja. Ég þekki ekki alveg hvernig það er hérna með hagvöxt og útlendinga en það er alveg klárt mál að það er bóla, það myndast bóla
það sko þjóðin að eldast og allt þetta, það alltaf margir að vinna ofbera í störfum sem framleiða ekki neitt og líka einkageranum í raun og veru fullt af störf þar sem framleiða ekki neitt sem eru tilbúin af reglum og lögum eins og hvaða störf? Mannustjórar sjálfbærni fulltrúar ég geði það veit ekki hvað þetta fólk raunverulega að gera í vinnunni sko. Ég veit ekki hvað það er að búa til nokkri mannustjórar bara sjáu mig sko. Ég reyndar held að veit ekkert af því og millistjórnendur útsotan vandraða gemlingur En tökum líka bara aðila sem að hafa byggt upp samfélögin í gegnum tíðina, unga kallmenn á hvaða brautur var senda þá og hvernig byrjar svo braut, hvernig ég vil meina við þurfum til dæmis að auka hvata bara til að fá kallmennin á leikskóla og skóla, við þurfum bara að hækka fokkin launið þeirra því að ég gerði stuttar rannsókn þegar ég var á skal ég segja Keili, ég til og með tók stúdentinn þar og ég gerði bara loka ritgerðina var hvernig það þróaðist kennaralaun samanborið við önnulaun og svo hvernig kallmenn fóru úr stéttinni þar og það var ekki að launin fóru ekki að lækka þegar kallmenn fóru úr stéttinni heldur fóru kallmenn úr stéttinni þegar launin fóru að lækka og kallmenn eru miklu meiri raunsæis þeir eru það í alvöru ef að launin ekki góð þá skiptir einhver máli hvað starfið gott kallmenn flýja úr stéttinni Ég held að ég allan sem hægri maður ég svona klassik kannski frjálsíkumaður á mörguleiti ég held að menn hafi gert ákveðin mistök þegar þeir fóru að gengisfella störf eins og leikskólastörf því að við vorum einmitt að tala það í byrjun þáttarins hvað væri mikilvægt að börn lærðu góða íslensku og væri með góða fyrirmyndir og svo framvegis Þetta eru mikilvægt starfsmenn í okkar lífi sem eigum börn Þannig að ég held að menn hafi gert ákveðin mistök með því að þetta eru bara umönnunarstörf og þetta skiptir ekki máli við kannski það getur hver sem gert þetta það er bara ekki rétt og það er alveg gríðarlega verðmætið þarna og lengi býr að fyrstu gerð og ég held að við þurfum aðeins að taka þetta og endurskoða það alveg virkilega vel af því að það er alveg hægt að mæla hagvöxt í einhverju öðru heldur en bara beinum áhrifum af tölum skilur þeir byggðu hús, það er núna meira virði nú getum við reiknað það inn í það er svolítið flóknar að reikna hvað góður leikskólakennari gerir fyrir barn, það er ómetanlegt getur verið það, já Þegar 1970 voru kennarar og þingmenn með sömu laun bara svona FYI ef þið hafið einhvern áhuga á því en ég bara það ég elska tölfræði sko við þurfum að þetta staður þar sem við þurfum að efla að kallmenn vilji koma inn í þessa stéttir og ég ekki að segja að konur séu lélegri en ég bara að segja það er bara hugur og líkami bara svo við tökum þetta mér skít sama hver vinnur þessi störf svo lengi sem það er bara gert vel Í staðinn erum við komnir með leikskóla og annað sem staði sem að fólk sem fær ekki vinnu annar staðar bara, ég fyrir það bara að vinna á leikskóla spott sem dæmi, þú færði ekkert að fara þannig inn að vera með, mæta uppfylla gífulega kröfur akkur máttu bara fara inn á leikskóla og vinna með það komir óvart og það var eitt af því sem að fekk mig aðeins þess að pæla í þessu og líka bara út frá tungumálakunnáttunni og annað sko. Þú færði ekkert að fara inn í þessi störf nema að vera uppfylla gífulega stranga kröfur Finnlandi, þú veist ef þú ætlar að fara í kennaran, ég man ekki, það var allavega fyrir 10 árum síðan, þá fékkst ekki að fara í kennaran nema að vera í topp 10% í árganginni. Þú fékkst bara ekki inngöngu. Þeir eru með lögfræði og læknalaun þar, skilur þú. Þetta er bara algjört bull. Svo segir Svava Guðmundsdóttir, sammála, barnið mitt fór á leikskóla sem meiri hlutin af fólkinu á deildinni en að talaði ekki íslensku. Eftir nokkra mánuði var barnið mitt byrjað að fallbeygja vitlaust. Já, ég meina og málið að sko, það tekur mig pínu á að gagnrýna þetta að því að það er fólk að erlendum uppruna þarna sem við þykir svo væntum að þið þykir sko væntum krakkana mína og þú veist að það er að gera sitt allra besta og manni finnst þetta sem fer aðeins svona á móti samkendinum að gera þetta en þú veist það hlýtur að vera hægt að gera eitthvað aðeins betur, þú veist, það hlýtur að vera hægt að kenna framburð, það hlýtur að hægt að finna þeim aðra stöðu, það hlýtur að hægt að gera eitthvað, við verðum að hlúa að þessu. Sko. Þetta finnst mér bara nummer 1. Það er eitt sem eftir í þessum dagskrá, svo ég taki aftur að þið stjórnina. Það er bara flott. Ég er að fíla hennar nýja þáttastjórn. Það er að, sko, hvað geta áheyrendur þáttarins gert? Mér langar að byrja á því að benda á hattursorðana sem Helgi var með núna með því að segja eins, ef við ætlum að nota skítleiparökin þá var Helgi að segja með því að segja hann fílaði þig þá var hann að segja hann hattaði mig
Það er alveg rétt. Er það ekki? Það er alveg rétt. Er ekki skildar rétt? Ég á sko engan rétt á því að hann fíli að vera fílaður, skilur við. Þetta er svona Ég held að það sem skipti Ég hata alla jafnt sko, bara svo þið veit. Ég held að það sem skipti miklu máli í dag til þess að bara breyta málunum að menn fari að tala. Ég held að bara standa með eigin sannfæringu, segja bara hvað ykkur finnst, ef þið sjáu einhverja lygi, hafi kjark til þess að kalla hann út að segja þetta er lygi og það sem mun gerast í kjölfarið hjá ykkur að það mun koma ykkur á óvart hversu margir eru sammála ykkur. Það er það sem gera. 100%. Það mun koma ykkur óvart á hversu litlar afleiðingar þetta mun hafa neikvæðar og hversu bara góðar og afleiðingar þar fyrir sjálfsmyndina þína þegar þú byrjaðir að taka afstöðu með því sem þú trúir þessi rétt og þú að tala það að þetta er bara valdablandi þú eru slettið og feminista og líka þetta sko, þú veist veltu því fyrir þér ef þú gerir það ekki hvar heimurinn að fara að enda ef að enginn fylgir sinni eigin samfæringu ef að enginn segir það sem hann raunverulega að hugsa eða það sem honum býr innan brjósts hvar endum við þá? Við endum í helvíti sko. Ég ætla bara enn og aftur og ég þreytist ekki á að segja þetta. Það er að ítrekka til mikilvægi bara að mínum að eftir að broadcast kom út og mér finnst Frosti líklega mesta hrósið skilji hvað það var þar. Það var að sína, koma með miðil sem að varð vinsæll sem að þori bara stingu upp í þetta lið. Það er alveg magnað að það gerist alltaf svona einhver tíman að þú ræðst á einhvern mann sem þú sér svolítið eftir seita mér að hafa ráðast á og Frosti bara einn af þeim gæm. Hann kom bara skilur betri tilbaka, hann fylgdi sinni samfæringu, ég meina, hann gerði að sjálfsögðu einhver mistök í fortíðin, ég meina, höfum við ekki allir gert það? Ég ekkert heilagur og hann byrst afsökunar á því, hann kemur hreinn og beitt fram, hann búinn að hjálpa alveg ógrynni af fólki til dæmis í gegnum samtökin sem að vinna með og ég er nú einn af þeim. En þetta endar og hefur orðið mjög valdeflandi, hefur verið í rauninni kannski eitt svo helsti miðl sem hefur verið að svona pússa á móti öllu svo fokkin rugli sem hefur verið í gangi í samfélaginu. Þannig að ég ætla að taka sjátt á Frostaðinn og þakka honum fyrir. Sammála því. Já, tek undir það. Það er mjög gott komment, ég held að Ísland þvert á flokka. Ég held að menn ættu, ef þeir eru sammála því sem við erum að ræða í dag, þeir ættu að mæta á Austurvöll og sína samstöðu. Þetta er bara spurningin, hvað finnst ykkur Ísland þvert á flokka? Einhver virkur þar? Ég ætla bara að byrja til dæmis á að segja ég fór með myndavél og tók upp, það var bara minn stærsti þáttur frá upphafið þegar ég fór á Austurvöll og var að ræða við á mótmælum númer 2 eða samstöðu fundið, hvað sem menn vilja kalla það. Þegar No Borders lið var með... Nei, það voru þau í byrjun, það var fyrsta. En ég ætla bara að segja alveg svo að þar inni, ég er búin að fylgjast með umræðinu þó ég sé ekkert voðalega virkurar. Það er gríðaleg ritskoðunar sem ég meina að finnum góða. Það er engin, ef þú ert bara að segja að þú hattir svart fólk eða eitthvað svoleiðist, það er bara allt svoleiðist takkað niður. Það er verið að passa rosalega upp á að þú sért málefnalegur þar, svona að allavega upp að mestu leyti. Það heitir bókstaflega þvert á flokka. Það heitir bókstaflega þvert á flokka því að það verður að fá fólk til þess að sameinast einhvern ákveðinn málstaf. Þetta er ekki fasismi eða nasismi eða öfgahyggja, þetta er bara nákvæmlega sem við erum búin að ræða hérna. Ég held að fólk þurfa ekki að vera feimið við það að láta stimpla sig sem rasista, fasista, nasista eða eitthvað þaðan að verra. Taktu það bara kassan eða eitthvað segja við þig. Ég segi þetta alltaf bara, taktu það bara kassan, segja bara já, hvað ætlar að gera í? Ég meina, hvernig heldur þú líka sé að vera gæinn sem að þú ert að vera að passa konaðin komist ekki í símaðin eins og sérst að halda framhjá að því þú ert að senda viniðunum og bara sjára á þetta á félaga minn hann veit hver hann er, að konan má ekki komast í símaðin, ég sammála þessu, þú er ekki að setja like, skilur þú, come on gamli, hvað ruglir í gangi, Það er svo oft. Það er kannski þetta græða á hann punga eða eitthvað. Já, nei, ég meina, ég er alltaf að ekki hjálpa sér þannig til að leita af eistónum á honum eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég meina, berðu höfuðið hátt, og segðu, ég meina, hvað er að segja? Þetta er engin leið til þess að lifa. Þetta er það ekki. Get ekki tekið afstöðu með eigin sannfæring, þetta er bara glata dæmi. Þetta er það sem allir sem horfðu tilbaka eins og, hvað heitir hann, Solzhenitsyn sem skrifaði Gulag Archipelago. Hann er að horfið tilbaka og velta fyrir sér hvað var það sem klikkaði. Hann var í Gulaginu í Sovétríkjunum. Hann sagði það var það að ég sagði ekki neitt þegar ég lögumlega hafði tækifæri til þess að gera það. Já. Er þetta ekki fín skilaboð í... Þetta er mjög góð skilaboð og það er önnur sem er eiginlega sama meiði. Hættum að ljúga líka sjálfum okkur. Já. Amen.
Þetta er bara mjög góð loka orði. Amen. Ekki vera að láta eitthvað fólk segja hvernig þú ert að hugsa eða tala eða vera, skilur. Fuck it, maður. Mikilvægast sko eina leiðin til þess að komast að sannleikanum er að rappa og ræða málin. Þá verður að geta sagt það svo vilt. Í einhverju rými, skilur við. Tökum líka dæmi einhvern sem er að ljúga sjálfur sér og það vil ég segja sko vegna þess að það er ákveðin hópur sem allir vita hver sem er hrættastur við umræðu. Vegna þess að við vorum að ræða á hann, bara mína skoðanir er ekki til umræðu því þau eru, þú veist, þau eru bara mannréttindi. Já, en málið það sem að ég get ekki skilið, það er það að þeimun meira sem að mér finnst einhver vera með asnalega skoðanir, þeimun meira plattform vill að ég hann fái, en reyndar með einhvern þá á móti sér og ræða málin. Vegna þess að ég vill helst fá menn sem er mest ósammála vegna þess að ég tel mig geta rekið ofan í þá punkta, skilur þú. Ef þú ert með bara einhvern aðila og segjum bara að formaður samtakana 78 var að drulli við Snorra Másson daginn. Gerði það nú reglulega? Já, hún myndi aldrei þora mæta honum í rökræðum einhvers staðar á einhverjum, ég ætla bara að kalla það út, hún myndi aldrei fokkin mannréttindi er ekki til umræðu. Svo rússnesku botni, hún myndi skítapa fyrir Snorra Másinni á hvaða plattformi sem ef hún myndi mæta honum í rökræðum. Komin á mjög góða braut og það er nefnilega þannig að góðar hugmyndir, það er batna við að hljóta gagnrýni. Bingo, búm. Já, þú veist, tilgangurum með gagnrýni er að rýna til gagns, en það ekki? Jú, ég hefði nú haldið það. Don't question the science. Við endum á þessum frægu orðum og Jón, mér þykir leitt að segja það, þátturinn er eiginlega búinn sko, það var slökkt á útsendingu fyrir smástund. Ég er bara kökkað, ég þarf að fara að ná mér í stól hérna og setjast í hotnið. Taka bara steina af affátt og ná mér í stólinn og setjast í hotnið. Herðu, það var svo mikið að koma, þetta er svakalegt lúksusvandamál, það var svo mikið að kommentum að við komumst ekki yfir þau. Bara takk æðislega og við bara sjáumst vonandi næsta föstudag. Já, verðum við ekki næsta föstudag?